Já, velkomin að Rauða borðinu á mánudagskvöldi mitt sumar. Það svo heitt úti að maður geti haldið að vera sumar. Hérna eru vanalega fréttir en við erum með það á hold eins og sagt er. Við veitum ekki alveg hvernig að lesa í breytingar Loga Einarssonar á stuðningi ríkisins við einkarekna fjölmiðla. Það má lesa þannig að samstöðum mun ekki fá styrk, þannig að við þurfum að bara horfast í augu við það. En við erum alltaf með fréttamenn hérna á þessum engar fréttir, Björn Þorláks og Sigurður Magnús. Hefðu við átt að mæta bara bikini í ljósi veðursins? Nei, ég kom hjólandi ég sá það. 23 sveitafjölu til að koma ykkar og alveg unun, algjör unun. Þannig á þetta regna í Reykjavík, við hefum sagt að það hefði ekki rignt síðan 17. janúar. Já, hafa góð dagar og glimmulegur, Er ekki bara heilt yfir veðráttan síðustu missir bara stórkostlegt? Það kom 2 daga skot í október, sem var óvanalegt. Snjúaði alveg. Þá var ég í kuldaskóm í 2 daga, svo hefur verið 2 daga í stígvélum, en annars hefur ég verið á strigaskóm. Síðan einhver tíman í apríl í fyrra. Ég hitti bandaríska ferðamenn í dag og þeir áttu ekki orð yfir blíðinni og þeir sögðust hafa komið með allt annan búnað til þess að vera hér heldur en þörf fyrir. En aðeins að draga niður í ykkur, er ekki bara áttast að hitta úti? Það er ekki beint eins og hitabylgja, þannig að þetta er frábært veður. Ég veit það, en það er ekki alveg þannig að maður þurfi sérstaklega búnað til þess að lifa af áttast að hitta. Þeir 11 til 15 stiga frost og snjókoma. Líka bara það kyrrviðri og þú veist, þetta er ég er alveg hættur að þekka Reykjavík. Ég ólst upp í Reykjavík sem var rókarigning og svo var slitta á veturnar. Sem var svona blautur snjór, svona eins og svona djúpur. Þannig að maður var alltaf votur. Við munum nú líka góðan snjósögu við sem teikuðum, Það var, Það er ekki snjóa, það er ekki hægt að vera að teika. Hvað er með félag teikara? Akkur er þeir ekki að mótmæla þessu? Það var einhver að skrifa, þetta var alveg birti mynd að teiki, Það var að teika Volkswagen Bjöllu og bara börnir og hægt að leika sér. Best að teka þá, það er eiginlega bara setjast líka, þannig var pláss til að setjast. Það er alltaf orðið minn og minni ástæða til þess að væla og flýja landið að vetri, Finnst ykkur ekki? Ég meina, það er bara víða í borgum Evrópu núna, þá er bara jafnvel verra veður heldur en hér á veturna. Ég las maður sem ég þekki sem hafði verið á Alicante að spila golf, það var bara rok og rigning og flugu til tenni. Það voru einhverjar þegar þeir fóru út úr höllinni á Jótlandi, þá sá maður að það var vetur þar. Það var svona kalt og rok og svona eitthvað svona föl yfir og dimmt og leiðindi. Það er hitt skjól á Jótlandi. Það er bara eins og pizza. Kannski þetta verið til bóta fyrir efnahagsástandið. Það er nú frægar þessar tenimyndir sem að þegar seðlabankastjóri var að Tásamyndir af tenni. Já, tásamyndir af tenni þegar seðlabankastjóri var að kenna okkur að hann ræður aldrei neitt við vextina. Að kannski leiðir þetta til þess að við þurfum ekki að sóa öllum gjalderinum sem við erum vunni að gera. Þannig að hann mun kannski lækka vexti núna í vikunni. Já, heldur ekki. Ég held að hann nú ekkert verið að meina þetta var fyndið eins og hann sagði þetta. Tásamyndir frá tennin. Það var bara lélt hjá hann. En hann ætlar að lækka vexti eða hvað? Nei. Heldur ekki? Nei. Mér finnst það reynda. Ég soldi sem að spáði hann lækki í pínlítið. Í mínum huga er stærsta fréttir í dag. Stærsta fréttin í dag er það að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að næstu áramót ætli að fara koma með einhver brögð til að afnema verðtrygginguna. Þetta er stærsta smjörklípa síðari ára. Mjög lítil, þetta er eiginlega hænuskref í átt að afnámi. Hvað viljið Birgir tjá sig þetta? Sem að vilja losna við hana? Mér fannst þetta þegar ég var að reyna að skilja þetta, þá er þetta að vera svona takmarka möguleika hinna efna meiri til þess að taka verðtryggð lán til þess að kaupa 3., 4. og 5. fasteignina, eitthvað leist það ekki? Nei, svo líka frestur í aðgerðina. Já, ég ætla að gera þetta bara núna. Núna er að þotna undir ríkisstjórninni og þá þarf hann að redda sér. Hún er að reyna að kaupa sér gott veður, þess vegna kallar það smjörklípu. Í ljósi þess að trúverðuleiki ríkisstjórnarinnar, hann hefur látið á sjá. Hann hefur beðið hnekki.
Hann hefur mist svolítið svona meðbyr allavega í fjölmiðlum. RÚV búið að vera mjög vont við ríkisstjórnina. Hún fær silfrið í kvöld. Hann var einn. Já, einn. Og var í bítinu í morgun. Já, og svo er Sigurður Kári seinni hlutan. Sigurður Kári er seinni hlutan. Hugmyndafræðingur Sjálfstæðisflokksins. Ásamt einhver öðrum viðmælda sig, maður ekki hver er. En Sigurður Kári fær hana halvan þáttin ásamt. Þá er hún sennilega í ímyndar varnarbaráttu nú, af því hún áttar sig á að það pusar yfir hana. Þetta er svona, hversu slæmt er ástandið? Já, það er bara svo slæmt að við verðum að selda Kristrúnu og sendum Kristrúnu, það er svoleiðis. Nemaði verið þannig, þetta á silfrinu. Þetta er í forsætisráðuneytinu. Er möguleg Kristrún fái þáttinn þarna mánudag? Já, má vel vera ekki gert þannig. Það sé alveg þannig núna. Herðu, ríkisstjórnin er í vanda. Já. Og það kann að hafa mikil áhrif. Það er erfitt að vinna sig út úr þessu. Og þegar þetta spírallið byrjar að hreyfast, að þetta hangir alltaf okkur svona trausti og eins og ég var að tala um að RÚV hafi svona ekki gefið þeim neitt þegar verðbólgutölurnar komu. Það var bara 8 mínútna fréttaskýringum að það var ekkert að marka Kristrúnu. Þannig að það var svolítið svona bratt. Og þegar það er farið í gang, þá getur verið erfitt að snúa þessu. Já, stóru orðin, sko. Orðin er hvað maður kallar það. Og það er enga stund að eyðileggja traust sem alltaf lengi að byggja upp. Ef ekki bara segja það á mannamáli, eina stóra planið, það er hunnið. Í billi. Og það sem hún kemur með núna ætla að höggva aðeins í verðbólguna eftir ár. Alveg finnst mér alveg svona Kristrún, slakað á. Hún var að koma með meira í Þú setur örvendinga full, slakað á. Herðu, það var ég nefndi áðan að það hefði verið Evrópumót í handbolta á Jótlandi, nenni kannski ekki að tala það lengur? Já, jú, við slum aðeins, til dæmis í gær sunnudag, þá slepptu við þættinum okkar, Sýnir Egils, einmitt vegna mótsins. Já, ég tristi mér ekki til að draga þig að borðinu. Nei, samt mætti ég sko, en ég bauði alltaf til þér, nei. Herðu. Við mátum það bara þannig að við getum ekki keppt við útsetningu RÚV sem var líklega að fara að slá met. Kannski var met þarna á föstudaginn. Þeir birti þetta nú reglulega, þetta kom upp í 60% þjóðurinn að hefur að horfa á handbolta. Já, þetta er alveg... Við erum bara lillikallinn og við ráðum ekkert við svona. Nei. En einhvern tíma Smári var þetta skilgreint líka, það er eitthvað svona mikið, þá er þjóðhátíð. Við truflum hann ekkert. Tökum við þátt í henni. Herðu, ég var bara ánægð með árangurinn að liðinu. Ég held að við séum, við erum heppin, við vorum í mjög veiku milliriðli og náðum þarna lengra heldur en allir við séum ekki svona, við erum líklega eitt af 8-9 bestu liðanum í Evrópu. Já, við erum óvarið það. Það er eins og sem að hvað eru Frakkland, Spán. Já, það var náttúrulega Danir og Þjóðverjar voru búin að drepa Frakkland, Spán, kannski Noregi. Hvernig er Noregur í dag? Leiðlegur í dag? Nei, þeir eru ekkert síður en við sko. Þeir geta alveg unnið okkur á góðan degi. Já. Sko það eina sem að mér finnst kannski pínlítið grætilegt í þessu, ég er náttúrulega sammálaður með að við vorum heppnir sko að komast í 4 liða og ég sá reyndar ekki leikinn í gær, ég var upptekið við annað, en ég sá leikinn á föstudagskvöldið gegn Dönum og það svona... Hvað var merkilegra sem þú varst að gera í gær heldur en að horfa á Íslandsmeistaramótið? Keppa í hugaríþróttum, en sem sagt á föstudagskvöldið, þá var ég horfði á þann leik í Valsheimilinu með mörgum fyrrverandi landsliðskempum Íslands. Og mál manna þar var að þau úrslit væru svolítið sár vegna þess að allir voru eiginlega sammála að við vorum á tímabili með þetta og það hefði ekki margt þurft að breytast síðasta korteri í röð að þá hefði þetta geta komið en við vorum bara ekkert sérstaklega heppin í þessu leik það gerðist aldrei neitt á góðu augnabliki ekki dauðvelt þeir sem sá leikinn í gær segja mér að við höfum verið nærði að hafa Dani undir heldur í rauninni að vinna Króatíu Króatíu kom bara og tók leikinn í upphafi það er bara því miður við klúðruðum náttúrulega 3-4 fyrstu dauðaferðunum það er bara þá þurft að vinna það upp allan leikinn en svo hefði það kannski líka verið alveg þú veist sem að reyna að finna eitthvað, taka eitthvað jákvætt úr því að við
töpum síðustu 2 leikjunum að kannski þetta bara betra fyrir okkur sem þjóð sem svona rísandi. Dvergurinn að eflast, sko. Og kannski hefði bara verið verra að fara alla leið í úrslitaleik og allir vinir okkar, sko, hugga okkur með því. Þið eru svo góðir og þið verði bara betri og betri. Eina stóra spurningin eftir þetta mót hvort leikurinn snýst of Gísla og það sem hann að gera og hvort semst hann sem auðvitað arkitekt og hjarta og nýra og öll líffæri þessa þjóðar líkama, sko, hvort hlutverk hans einhvern veginn of stórt. Mér finnst alveg gild pæling. Hinir hljóta mega að gera eitthvað, sko. Sko, við þurfum bara eitthvað annað líka, sko. Það ekki, hann á ekki að gera minna. Nei, ég segi það. Sko, ég spyr, sko, Þorsteinn Leó, 2 og 10 hvað hann hann fekk nú að spila 1,5 mínútu. Já, en sko, hvað ekki að reyna blokkverð fyrir hann? Ég held að hann ekki 3 svar inn á. Það taka bara dögt á móti öllum varnarbúrnum. Það ekkert að koma inn á. Nei. Þannig að, sko, ég var að benda á hvað hann var stutt. Sko, þetta hæsti leikmann sem haft í svona skýttulutverk, sko. Hann sko, það stóri sér strákur að það bara verður að reyna. Það væri náttúrulega þetta að skrifa einhvers konar, sko, harmleik hans þáttöku í þessu móti. Kemur hann 4 sinnum fram og alltaf það sama. Reynir að henda boltanum að hann má ekki einu sinni, sko, stíga upp. Ég veit ekki hvað ég hef séð mörg svona, ég man ekki eftir að sé mark úr þessu. Það minnir einu sinni að ykkur hafi snúið sér við og skotið til hlíðar við vegginn einhvern tímann þegar ég var barn. Kristján Arason skoraði einu sinni glæsilegt mark einhverju móti alveg svona í lokin og tryggðu okkur í jafntefli eða sigur eitthvað var. En þetta ekki einhver vonlausasta rulla sem að nokkur leikari getur fengið? Því að þú ert að móti varnavegg sem að stekkur jafnt hátt og þótt að þú ert aðeins herri, þá þarf þetta að fara yfir vegginn og hitta, þetta næstu. Þetta gerist stöku sinnum. Ég man eftir einu glæsilegu svona marki, ég sé það alveg fyrir mér. Herðu, en ég bjóð mig til línuritt sett á Facebook. Bara árangur íslenska landsliðsins og þá sér maður að sko tímabili við áttum gullöld sem eiginlega frá 2008. Það var svolítið erfiðu kafli á undan því, við sprungum þar út, komum síðan ekki inn á heimsmeistarmóti, ég var búin að gleyma því 2009. Við komumst ekki, unnum okkur ekki þátttökurétt. Kannski var það komið í ljós áður en Ólympíuleikarnir voru. Síðan höfum við ekki farið á Ólympíuleika nema í London sem var eiginlega stærsta tækifærið. En í kringum þetta okkur gekk illa þar eða ekki? Jó, þar var eiginlega mesti sénsinn okkar. Ég heyrði nú Óli Stefán að segja það þar var kannski mesta svekkelsið. Af því að Ólympíuleikarnir að sumu leyti betri af því að það eru færri lið og það náttúrulega koma lið þarna frá Asíu og Afríku og Ameríku og svona. Þannig að Evrópuliðin til þess að fá. Þannig að ef að þú vinnur kannski einn leik óvænt og klúðrar ekki, þá ertu bara komin undanúrslit, sko. Þannig að ég held að ef að Íslendingar vilja fá medalíu, þá að horfa á Ólympíuleikana í LA, að við erum komin inn á heimsmeistaramótið eftir ár, svo Evrópukeppni þar á eftir 2008 í janúar og svo Ólympíuleikarnir og við þurfum að komast inn á Ólympíuleikana með þetta lið okkur vantar, við þurfum að styrkja markvörsluna það vantar Svo þegar við lesum tölulega staðrindir þá Viktor Gísli bara með allra fremstu markvörn. Því hann var lengst inn á, sko. Hann varði flest skotin, hann ekki með bestu vörsluna. Við erum líka að spila gegn lakari liðum heldur en samanberð sem vorum að ræða á þann. En ég veist að í þessu grafi þá þetta á mjög skömmu tímabili, þá erum við 2., 3., 7., 5. og 5. sæti. Síðan hefur við bara einu sinni farið í 7. sem að var ég manna ekki, 2022 í Svíþjóð ekki, og svo vorum við í 4. sæti. Þannig að við erum að koma út úr svolítið svona döblum tíma, kynslóð að skipta tíma. Þess vegna held ég að við höfum horfað á þetta 4. sæti sem þrep í áttina því að ná góðri niðurstöðu í HM, góðri niðurstöðu í Evrópu og úrslitar ekki Ólympíuleikunum. Ég ætla að spá því. Ef að Trump klúðrar ekki Ólympíuleikunum í LA, hann bara þól ekki að það sé fólk brosandi í LA, hann geti klúðrað því. Þetta líka 3. árið hans Snorra.
og hann talaði að hann þyrfti 2-3 ár að smíða upp úr kynslóðaskiptunum einmitt sem hann stóð fyrir. Hann náttúrulega búinn að gjörbreyta leik íslenska landsliðsins síðan hann tók við. En ef maður væri miskunnarlaus og segjum að þetta væri planið, við verum HSI og að segja, þetta er planið, við verum að tryggja okkur góða framistu í HM, góða framistu í Evrópusambandinu og við ætlum að blómstra síðan endanlega út, þá ætlum við að vera búin með uppbyggingu liðsins sumarið 2028. Við þurfum að gera eitthvað í markvörslu, ekki? Jú. Við þurfum línumenn, ég meina það verið gott að fá línumenn, en við sáum til dæmis það voru línumenn sem voru að blómstra á mótinu, kláruðu illa þarna en það var einn línumaður sem að batnaði og sumuleyti getur hort á svona mót og séð hverjir eru það sem að taka hlutverkinu og verða betri en þeir voru. Það var Gísli Þorgeir sem hefur aldrei verið betri í landsliðinu, aldrei betri leikstjórnandi. Það eru nokkri sem áttu ævintýralega leiki eins og Viggo og hornamenn til dæmis. Hornamennir, já. Þannig að það er svona ýmislegt. Og þá að því að þú ert að tala um þjálfarann. Ef við verum miskunnlaus í stjórn HSI, þá myndum við segja ef við ætlum að fara þessa leið, er ekki bara betra að gera það með degi? Ég er svolítið að stríða Björns. Nei, ég held að Snorri hefði þurft að skýta dálítið á sig til þess að núna í þessari keppni, til þess að það hefði orðið ákallinn dag. Snorri skilar okkur upp í topp 4. Má ég vitni í Loga? Þú mátt breyta þeirra velgengur. Já, ég veit það, það er alveg gild gagnrýni að hann mætti kannski hugsa stundum aðeins breiðar og víðar og vera með fleiri bolta á lofti. En þrátt fyrir þá hvort sem hann var heppinn eða ekki, þá náði hann að skila árangri. Hann sendi okkur beint inn á HM, og þess að þurfum að taka þátt í undankeppni. 4. sætið er frábær árangur, miklu betur en lengi. En ég myndi nú segja að hann fái bara 1 ár í viðbót, Þá eru kannski seint að skipta. Þá er þetta að missa af, Ég veit það ekki endilega. Ok, segjum að við sem ræði liðið. Við ætlum að hafa bestu vinstriskiptuna og bestu þarna. Við ætlum að hafa besta þjálfaran okkar. Hver er besti íslenski þjálfarinn í handbolta? Jú, það ég sammálaði með dag, náttúrulega. Kannski Alfreð, hann er bara nú gamall. Já, ég svona nenni. Hann er 65 ára. Nenni því. Mér finnst þetta gaman að sjá hvað hann var með svona kæluleg svipur yfir honum hann í viðtölunum eftir leikinn sem að ég hef ekki séð bara. Nei, þessi mikli keppnismæður. Alveg, ég held að kæmi alveg sótsvartur og ennþá væri keppnin í honum. En hann var bara rosa glaður og skemmtilegur. Kannski er hann bara sjálfur búinn að ákveða að hætta á toppnum og hann er bara ánægður með silfrið. Veitur ekki? Hvað er á morgun? Nei, hvað er á næsta ári? Það er HM í Þýskalandi. Heldur hann ætli ekki að verða að taka gullið þar? Jú, ég var bara að spája af því að þú ert að lýsa honum svona, hvort hann er bara sattur og hvort hann veit eitthvað sem við ekki vitum. Kannski er hann bara orðin gamall og hann er náttúrulega orðin wise old man og kannski veit hann að sumt getur ekki stjórna, sumt verður bara að treysta leikmannunum fyrir, þannig að verður að gefa rými til þess að þeir hafi gaman að þessu svona, sem að kannski oft er talað þessa þjálfara, þeir verður að tala það á þessu fundum að þeir eru bara í nitty-gritty. Það var gott sem að eitthvað sagði hann einmitt að hann hefði verið óþolandi fyrir ómerkilegu leikina, Alfreð. Af því þá var hann sífellt þá var hann að þjálfarinn vildi pröfa hitt og þetta og þeir fengu svo mikil verkefni þegar þeir fóru inn í litluleikina. Það var bara hundleiðilegt að hlusta á mannin. Þegar þeir voru að fara í stórleikina, að þá var hann ekki nema stuðningurinn og gleðin og reyna að búa til góðan anda. En aðeins Snorra aftur, af því að hann var óreyndur og hann var bara hent út í stærstu laugina með kúta og þá er þetta ekki slæmt hjá honum. Stráknum, alls ekki. Þetta er ekki slæmt. En hann þarf að fjölga, það eru allir sammála um það, örugglega hann sjálfur. Hann þarf að fjölga möguleikum, vera opnari fyrir breytingum, einhvern veginn ekki ganga eftir sama forritinu bursi frá því hvernig það er að ganga. Og nú hefur hann tíma til þess, við erum ekki að fara að vinna okkur þáttöku heimild í HM, við erum komið það inn. Þannig að þetta er árið þar sem á að vera allt pröfað á Íslandi. Já, vonandi fara hann pening og þeir strákarnir bara til þess að hittast og til þess að gera eitthvað saman. Þannig að einn vandinn í þessu er að HSI er með allt niður um sig, fjárhagslega. Já. Og ef þetta væri fótboltaliðið okkar þá væri allt önnur staða uppi. Kannski Bjargar Samer í þessu?
Herðu, Kári Stefánsson var að kvarta yfir Já, Mogganum. heyrðu, já. Hann Kári Stefánsson í Epsteinskjólunum. Ég sá nú að var Ólafur Elíasson var líka í Epsteinskjólunum. Það var að því að Epstein var að hugsa kaupa verk eftir hann hætti við það. Og ég meina fyrirsögnin Ólafur Elíasson í Epsteinskjólunum eiginlega galið, sko. Bara galið. Það sem áhugavert að Moggin sé farin að slá sig með svona fyrirsögnum nokkrum árum eftir að muniði það var Himinn og haf á milli fyrirsagna á mbl.is DFF og þeirra sem gengur lengst í gulupressunni. Þau voru í rauninni bara svolítið eins og blaðið, bara svona stofnanarlegt í fyrirsögnum og tóku enga sensa, voru ekki að spá í smelli eða fá aðsókn á vefinn. En nú eru þau bara orðin alveg jafn æst ef ekki æstari og bara gulasta pressan á Íslandi. Þetta áhugavert. Já. Ég held að var hann ekki dæmdur svo sem skrifaði fyrir svona Bubbi fallinn. Það var í viðtalinu kom fram að Bubbi var í byrja Reykjavík. Var ekki Eiríkur? Garðar og Eiríkur. Ég held að þeir hafa verið dæmdir fyrir það fyrir svo. En sjálfum sér var hún rétt, hann var fallinn á Reykjavindinu, en það máttu gera. Kári í Epsteinskjólunum nákvæmlega sama fyrir svo. Eins og Bubbi fallinn. Og í sjálfum sér þetta rétt. En þá skilningur sem allir leggja í það þegar sjá að undan bara ekki þar. Aðdróttunum eitthvað sem gerist ekki. Og algjörlega í sama tilgangi. Reyna að skapa einhverja hugmynd sem ekki Þannig að ég hvet Kára bara til þess að stefna þessum anskotum hann upp í. Hvað heitir þetta? Hádegismál? Nei, ég hvet ekki. Ég að móti Jarðskjálftasvæðinu. Ég að móti svona, menn sækja aldrei æru sína í dómsal, það var aldrei gert það. Nei. Heyrðu, en við ætlum að vera með efni í aftast í þættinu, þá svona hálf góðsamnakend manneskja í viðtali við þig, Björn. Já, ég held jafnvel að þetta sé bara í fyrsta skipti sem hún fer í svona sjónvarsviðtal eins og þetta, sko. Þetta hún Hjördís Eyþórsdóttir, kannast þú hana? Í nafnið. Já, þetta eini Íslendingurinn sem hefur haft atvinnu af því mörgum áratugum saman að handleika spilastokk og í hennar, þá spyr fólk ekki spila galdra. Nei, en þá spyr fólk, er það póker? Og þannig að ekki póker, heldur hitt spilið, bridge. Já, en það stundur lagt undir í bridge. Já, það stundur lagt undir í Rúbertu bridge en hún ekki þar. Og hún hefur semst bara alltaf orðið betri og betri og orðin algjör goðsögn út allan heim og nú hún sennilega á leiðinni inn í svokallað Hall of Fame, bara bestu britsara í heimi, í Bandaríkjunum, þar sem hún hefur búið í 3,5 áratug. Og hún kemur hér og segir svona frá lífi sínu sem keppnisspilara utan landsteinana og sem kona í karllægum heimi því að hún ekkert að keppa í kvennaflokkum, hún bara í opna flokknum. Bara með hinum köllunum hinum köllunum? Já, í rauninni konurnar byrjar að taka á okkur velunum okkur köllunum já, en og þú veist, mér finnst þetta bara svo áhugavert. En hvað hún góð? Hún betri þú? Já hún sennilega bara betri heldur en kannski einhverju 10-15 það kannski einhverju 10-15 pari með henni í heiminum. Já, í heiminum, sko. Hún alveg rosalega góð. Hún var einmitt að spila á þessari hátíð sem þess vegna náði inn í viðtal að Rauðaborðinu í dag. Þeir voru að spyrja mig hvað ég hefði verið að gera þegar þeir voru að horfa á landsleikinn í gær. Ég var að gera það sama og Hjördís sem sagt. Við vorum að spila breitt svo stórmóti í Hörpu. En gaman að heyra í henni. Þetta geta þess að þið vorum að tala handboltana svona að Laufey var náttúrulega að vinna önnur Grammy-verðlaun. Já. Sem náttúrulega stórkostlegt afrek. Ekki annað árið í röð? Jú, annað árið í röð. Hún ótrúlega. Það mjög fræg ræða sem að Jim Carrey heldur á Óskarsverðlaunum. Það sem hann kemur fram og segir að kynni sig sem tvisvarsinnum verið tilnefndur til Óskarsverðlauna. Og eins og aðrir sem eru í þeirri stöðu þá hef ég bara einn draum í lífinu. Það að verða 3 tilnefndur til Óskarsverðlauna. Þannig að það ég veit alltaf til þegar ég sá þetta að hann var að fá þetta í annað skipti. Að þá næsta skrefi að hann að fá 3. En þetta náttúrulega stórkostlegt afrek. Og hún að keppa þarna í svona, ekki ómerkilegir flokki, heldur handboltinn til dæmis í samhengi Ólympíuleikana. Og svakalegt lið sem hún skautir eftir. Barbara Streisand, Elton John. Þetta bara Hall of Fame. Svakalegt, sko.
Þannig að það er stórkvæmt afrek og við erum alltaf búið að vera ævintýrlegt hvað Íslendingar að vinna raunverulega stóra sigra í listum og tónlist. Víkingur Heiðar var að fá svo ævintýralega viðurkenningu á síðasta ári að það er bara, maður er bara næri ekki utan að það. Ég held að það sé 20 árum yngri en sá sem var yngstur sem við fengið áður. Það var kona hérna í viðtali hjá okkur daginn sem sagði að íslenska sjálfstraustið, þessi trú að þú gætir allt þegar við höldum utan til afreka, þetta sé algjörlega einstætt í heiminum. Það er rauninni þá erum við bara vitlaus til þess að trúa því að við getum ekki allt. Við sjáum ekki hindranirnar. Höldum að heimurinn sé bara eitthvað kópasker. Herðu, ég ætla að halda áfram með umræðu með Evrópusambandið. Ég er svona, það er náttúrulega hægt að tala um hvað sem í tengslu við það. Ég fæ hingað 2 fyrrverandi þingmenn, Helga Hrafn Gunnarsson, sem stjórnarmaður í Evrópuhreyfingunni, og Ögmund Jónasson sem stóð að stofnun vinstra megin við ESB. Og við ætlum að tala Evrópusambandið. Sömuleyti mér langar að gera þetta svolítið reglulega hérna, að ég að svona velta fyrir mig hvernig þetta ná svona flókinni umræðu sem er svona mikil flokkadrættir í. Getum við náð þessu einhvern veginn með því að keyra svolítið áfram á þessu, þannig að koma einhvern vit í þetta. Það vona ég. Og ég góður áfangi að fá þessa 2 herramenn sem náttúrulega frábærir talsmenn, báðir 2. Sigmundur Davíð sagðist þar að Evrópusambandið stemdi gjaldþrot. Siðmenningarlegt hrun, hann er sammála á Trump. Það var ævintýrlegt að sjá hvað Miðflokkurinn er mikið að taka upp Trump. Þannig að furðulustu menn sem maður sé að taka upp málstað Trump. Ég sá Egill Helgason var að skrifa það að hann væri sammála Trump að Philip Glass væri lélegt tónskáld sem ég næði nú ekki. Þeir eru frábært tónskáld. Frábært tónskáld, bara stórkostlegur maður. En það var að því að Trump var að reyti hann skýta því að hann tróð tilbaka symfóníu sína Lincoln sem átti að flytja í, sem heitir núna Trump Lincoln. Kennedy Center. Hann er ekki múið lokaði? Hann lokaði bara eftir, því að það vill enginn, því að þetta er bara bylgja, það vill enginn koma nálægt þessu. En læstu Jónas Sen myrka músíkdaga, ódeyfiður hjá tannlækni, ódeyfiður á tannlæknastofu. Mörguleiti er ég sammálunum matið á verkunum. Þannig að fyrir hlé var ævintýrlega fallegt verk hérna fyrst, og svo var mjög spennandi verk eftir hann Macmillan. Það sem kom eftir hlé var svolítið erfitt. Og ég hafði verið að ræða í hlénu svolítið svona hvernig nútíma tónlisti var að fara og þessi svona vilji margra tónskálda að búa til eitthvað svona ólmstriðu fullan og erfiðan hljómheim. Maður fekk hann bara alveg í nakkan hann. Þetta er alveg bursi frá því hvenar hann var að grínast og hvað hann meina mikið af þessu. Þá eru líkingarnar hans alveg stórkostlega fyndnar. En þú getur hann lesið þetta, þú veist að þetta er alveg raunsann mynd að sumu leyti af tónleikunum, þótt að orðfærið sem hann notar er náttúrulega svolítið yfirgengilegt og eðlilegt að einhverju mókist. Jónas Kristjánsson sagði einu sinni, þetta er skítavinna, ég á tíma hjá tannlækni, ég ætla að fara þangað, mér líður örugglega betur þar en hér. Ungliðar, þú ætlar að tala við ungliða í Samfylkingunni? Já, það Samfylkingin endi nú til þess að forvalsjá ungum fyrir í vetur til þess að reyna að fjölga borgarfulltrúum sem eru ekki bara á miðjumaldri eins og hefur svolítið verið og þau koma þau sem að komust sem sagt svo vel í gegnum prófkjörið daginn, þau Stein Úlaf og Bjarnveig Birta og ræða við mig hvort aukin þáttaka ungs fólks í stjórnmálum leiði til einhverja grundvallabreitinga við stjórnun borgarinnar, til dæmis þá ættu leikskólamál og húsnæðismálin að vera þeim ofar í huga heldur en okkar kynslóð þar sem að flestir svona eru við annan borð heldur en unga fólkið. Áður að því kemur þá ætla ég að slá á þráðan til hennar Helenar Ólafsdóttur sem er öryggisérfræðingur og ég oft talaði við hérna heimsmálið. Ég ætla svona að leggja upp með að við séum á svona tímamótum að gamla heimsmyndin okkar sé hrunin og ný ekki orðin til og þá lifum við tíma tröllanna og það er þoka og erfitt að átta sig á þessu. Ég ætla svolítið að labba með hana heiminn af því að þetta er náttúrulega... Hvað er það langur þáttum? Hann er bara venjur. Labba með hennum heiminn. Það við ætlum að því að hún hefur náttúrulega reynslu að því að vinna í Afríku og fleira, þá ætlum við að svona aðeins að meta það hvað árið fjölpóla heimur hefur. Sumi vilja nefna við ekki vera að tala fjölpóla heim, heldur svona
marglaga heim og svona, því kannist við forsætisráðherra Kanada og fleira. En svo langar mér til þess að fara með hana kannski inn í samfélögin sjálf, þegar við sjáum að það vera graf undan lýðræðinu bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu og það er aukin ójöfnuður og erfitt að sjá að það sé eitthvað sérstaklega aðgerðir ríkisstjórnanna þar í því, að vinna á því, sem að veldur félagslegri upplausn og kannski verið að draga athygli okkar að einhverjum átökum sem eru kannski minni öryggissókn af, ég held til dæmis að Íslendingur stafi ekki sérstaklega öryggissókn af Tævan. Eða það átti að vera sérstaklega fundur Íran. En ættum við kannski halda fundum að ICE í Bandaríkjunum er að skjóta almenna borgara, það er að vera fangelsa blaðamenn. Grammy-verðlaunin snerist nú að miklu leyti bara innflytjendur á ICE. Það var flott í það. Herðu, þetta er þátturinn í kvöld, þannig að takk fyrir að fara með mér yfir það. Þakka Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út og ykkur þakka MS sem eruð að hlusta. Við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo förum við í þessa ferð heiminn í þokunni, í tröllaheimum. Minni á að allt sem við sjáum hér og heyrið er boðið áskrifanda. Það er fólk sem að styður okkur til þess að halda út í samstöðunni. Ef að þú ert einn af þeim sem að vil taka þátt í því að byggja upp samstöðuna, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það er hnappi sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunn áskrift og mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftur að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það er einmitt alþýðufélagið sem ávar ykkur samstöðuna. Það var smá auglýsingar, svo förum við í heimsreisu með Helen Ólafsdóttur. Þakklæti er kraftaverkameðal. Maður losna við eitt almesta heimsins böl sem er sjálfsvorkunn þegar maður sér það í raun og veru hvað maður er gott og það er alltaf eitthvað sem maður getur þakkað fyrir. Ég heiti Þorkell Máni Pétursson og ég trú á þakklæti. Samstaða úrbætur í húsnæðismálum. Opinn fundur SI og VR 3. febrúar á Hótel Reykjavík Grand. Hvað þarf að breytast til að tryggja öruggt húsnæði og hvernig komumst við frá orðum til athafna? Skráning og nánari upplýsingar á si.is. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Herðu, við ætlum að fara út í óvissuna í heimsmálum með Helena Ólafsdóttur, öryggissérfræðingi sem hingað kemur oft á rauðborðinu. Vertu velkomin, Helen. Takk fyrir. Ég orði þetta svona því að það er mikil óvissa í heiminum og svona, það er allir honir sammála að svo heimsmynd sem að hékk uppi á eftir stríðsárunum er fallin og enginn veit hvað tekur við og þá var stundum sagt að í slíku ástandi í heiminum, svona millibilsástandi, þá ráða tröllin, eins og sagt er. Hvernig metur þú þessa óvissu sem er framundan? Erum við bara í myrkri og þoku og verðum það lengi enn sinn? Já, við erum það svolítið. Vegna þess að, ég er sem sagt að vinna við þetta kannski horfa á þetta svona út frá Afríku og Miðausturlöndum, lönd sem ég er að vinna við og er að aðstoða ríkisstjórnir í nokkrum löndum. Þannig að ég myndi segja að það er við getum ekki hort á hvorki pólitíkina né bara öryggismál nema við séum að líka skoða heimsmarkaðinn. Þú veist, þetta er bara nátengt atriði að horfa á hvernig markaðurinn lætur og hvað er að gerast bara varðandi heimsverslun og síðan hvernig þetta spilast síðan út í geopólitík og hvernig svo samþjöppun hvernig hergagnaiðnaðurinn hefur sölsað undir sig. Þú veist, við erum bara með óligarki sem er að taka undir sig nánast allar auðlindir í heims og svo ertu með hennan einpólaheim sem er búinn. Þú veist, við erum að fara einhvern veginn inn í hennan fjölpólaheim. En það stendur samt eftir að þegar við tölum fjölpólaheim að þá er Kína, þú veist, þegar við horfum til dæmis bara Kína, þú
við verðum að fara átt okkur í Evrópa einhvern veginn ekki búin að fatta að heimurinn er búin að breytast. Evrópa situr bara eftir og Bretar halda þessi ennþá heimsveldi og Evrópa er ekki búin að fatta það að sko eftir bara svona sem dæmi Kína 2050 verður hún tvisvar stærri en mögulega bandarískt hagkerfi 2050. Árið 2050 þá verður Indland orðið 4 sinnum stærra hagkerfi í Indlandi heldur en bara Bretar. En þú veist, þessi lönd í Evrópu eru ennþá svolítið föst í þessum nýlendu heimi. En maður sér bara, ég sé sjálf áhrif þeirra að fara rosalega dvínandi og hafa dvínað bara síðustu 10 árin, sérstaklega síðustu 5 árin í Afríku og það náttúrulega spilast inn í líka að Sameinuðu þjóðirnar, þeirra vald eða þeirra áhrif eru orðin nánast ekki neitt. Það mjög lítil áhrif sem að Sameinuðu þjóðirnar hafa á mjög mörgum stöðum sem ég að vinna á. Það sem að sko fyrir 10 árum síðan var veruleikinn allt annar, að þá var kannski svona ákveðin alltaf svona hræðsla, kannski ekki rétt orðið, en svona ríkisstjórninnar í þessum ríkjum í Afríku báru ákveðna virðingu fyrir og svona þú veist fyrir bæði bara öryggisráðinu sem var þá kannski einhuga ég meina þetta er áður en að það kemur þessi árás Rússa inn í Úkraínu, að þá náttúrulega funkaraði öryggisráðið svolítið og ég meina það lönd báru frekar svona mikla virðingu fyrir því og vissu það að þau urðu einhvern veginn að lúta ákvörðunum öryggisráðsins. Þetta er bara búið. Vegna þess að öryggisráðið kemur sér ekki saman neitt, þar sem það skiptir máli og við bara sjáum ríki vera að vaksa upp gegn sko þessum nýlendu tímabils stemmara sko. Menna þú veist það er búin að vera valdarán eða valdatökur, breytt pólitískt svona við bara horfum á Sahel, þar eru ríki að rísa upp, þau eru að hafna í rauninni sko ekki bara Sameinuðu þjóðunum heldur en líka bara erlendum íhlutunum og svo bara eru alls konar breytingar, þú veist ég að vinna mikið í Sómalíu og það eru bara rosalega mikið breytingar hvernig bara áhrif til dæmis Sádi-Arabíu, Sameinuðu Arabafurstana dæmana, Katar, Tyrklands, þetta er allt á hreyfingu og þetta breytist rosalega hratt og allt tengist þetta líka náttúrulega Bandaríkjunum og Ísrael. Við erum náttúrulega með þessi fjölmörg proxy stríð í gangi en þú veist þetta er rosalega erfiður raunveruleiki að vinna innan eins og hann er í dag. Og fólk er að reyna að búa til orðfæri sem að hendar breyttum aðstæðum. Eitt er í staðin fyrir að segja fjölpóla heimur sem að gefa þá hugmyndum að til dæmis Afríkuríkin þurfi að velja hvort þau ætla að vera með Bandaríkjunum eða þá, ég veit ekki, þegar þú ert að tala minni virðingu við öryggisráðun og svona þá er það náttúrulega minni virðing fyrir heimskipan og alþjóðastofnunum og alþjóðalögum sem að Bandaríkin eru sjálf að yfirgefa þannig að það er kannski skiljanlegt að enginn sé að bera virðingu fyrir því sem að höfundurinn og svo sem hefur haldið því uppi sem búið að skilja eftir. En maður geti haldið að megin ákvörðinu væri svo með hverjum alltaf að vera í liði og það getur leitt til átaka inn í löndunum síðan að mismunandi hópar geta valið sem mismunandi skjólstæðinga eins og við þekkjum frá kalda stríðunum. Í Evrópu geta það verið þannig að Evrópa þurfi að ákveða hvort það ætla að vera Bandaríkjamegin eða hvers konar samskipti við Kína. En ég hef tekið eftir því að menn er að skjóta inn öðru, já þetta er ekki fjölpóla heimur, heldur þetta marglaga heimur sem að gefa svona til eiginlega vísa til svona að heimur getur orðið miklu flóknari og þú þurfur að hafa svona ólíka bandamenn eða einhverja samninga á svona ýmsum lögum í samfélaginu. Heimur verði kannski ekki svo einfaldur eins og var kannski virtist vera á kaldastríðsárunum, þannig að það var annarkvort eða heldur séu við kannski að fara inn í heim þar sem að er tækifæri fyrir millistór ríki eins og Karni benti á til þess að mynda sér einhverja stöðu því að millistóru ríkin geta ekki búið til saman, það verður ekki til heimsveldi með því að hlaða saman mörgum millistóru ríkjum, það bara verður ekki þannig. Þetta er svo merkilegt vegna þess að Bandaríkin eru nú sjálfur sér verst sko, því það eru Bandaríkin sjálf sem er að grafa undir því systemi sem hefur gefið Bandaríkjunum hvað mesta auðæfin og bara, þú veist, það var bara í rauninni geta prenta bara peninga endalaust og selt skuldir sínar, þú veist, og það hefur bara verið þessi núans eða þessi svona sáttmáli milli meðal annars Kína og Bandaríkjanna. En sko þetta er svo galið að horfa Bandaríkin sko. Þú veist en það eru svona margir vilja meina
og mjög gott þú skildi minnast einmitt á forsætisráðherra Kanada vegna þess að ræðan hann stóð upp úr á Davos einmitt þar sem hann varaði bara við því hvað við værum öll í rauninni á Bandaríkjamönnum og hvernig þeir væri að rústa kerfinu sem við höfum lifað við og bara svona líka forseti Finnlands aðeins bara nefna hann hefur komið svolítið sterkur út í viðtölum upp á síðkastið og svona mikið verið að benda á að við þurfum bara að fara að sætta okkur við allt annan heim þar sem við gefum suðrinu miklu stærra svigrúm og réttlæti en allavega Bandaríkin máli það að bandarískt efnahagslíf bara á ystu nöf, þú veist. Það er bara staðreynd að þeir skulda allt of mikið og þegar að Kínverjar eru farnir að dömpa öllum skuldabréfunum og eftirlaunasjóðir í Evrópu eru farnir að dömpa öllum skuldabréfunum og enginn vill kaupa skuldabréfin, þá erum við komin í mjög slæmt ástand fyrir Bandaríkin vegna þess að það er ekkert á bak við dollarann í rauninni nema það að þeir eru að náttúrulega dollarinn notaður eins og gjaldmiðil sem þú verslar með olíu og auðlindir en sko nú bara Trump einhvern veginn búin að með sínum glannarhætti búin að, þú veist, bara gera bandamenn sína svo reiða og þetta að setja 145% toll á Kína náttúrulega virkaði bara ekkert. Það kom bara í ljós að hagkerfin, jafnvel bara landin svo Víetnam, skilur, voru bara miklu meira resilient gegn þessum tollum heldur en að hann hélt og hann gat ekki farið í tollastríð við Kína vegna þess að Kína náttúrulega bara hótaði því að þeir myndu bara alls ekki gefa þeir myndu það var ekki bara það að Kína fóru með tollana sín upp í 100% heldur voru Kína bara, þú veist, við bara seljum ykkur enga málma og við gefum ykkur ekkert access í ákveðna málma sem eru nauðsynlegir og þetta bara virkaði ekki, þannig að Trump varð að bakka með Kína og að fara til Kína, skilst mér bara held ég núna á næstu missurum þannig að þú veist þetta virkaði ekki alveg, en hann bara búin að mála sér svolítið mikið út í hotn og maður séð bara Bandaríkin einangrast líka sérstaklega út af því hvernig þeir haga sér á Gaza og að styðja við Ísrael sko, þeir hafa málað sér svolítið út í hotn. Og sérstaklega með Grænlandi því að það var, Evrópu var alveg sama þótt að Bandaríkin væru að fjármagna og styðja þjóðarmorð á Gaza. Það var ekki fyrir en að Grænland kom upp að það heyrðist annað hljóð. Nei, en sko á allsherja þinginu nú ekki margir sem fylgjast með því að þar eru samt ályktanir sem sagt gegn Ísrael og þar sést bara klárt mál að það bara Bandaríkin og Ísrael og þú veist Marshalleyjar eða eitthvað alveg sem eru, þú veist, þarna algjörlega einangruð í afstöðu sinni í því máli og þetta hefur bara verið smám saman núna að vera að búi til alveg svakalega mikla gjá á milli til dæmis Evrópu og Bandaríkjana en líka bara BRICS-landana og ekki Argentínu reyndar því hann náttúrulega snarbrjálaður sá sem þar og mikill trumpisti og búin að keyra efnahagslífið þar í þrótt og nærist núna á peningum frá Trump sko til að halda bakteríunum saman en það bara, þú veist, Bandaríkin bara komin á rosalega og það það sem fólk telur þetta verður nánast eins og þú veist, þetta nánast raungerist bara því það allir að spá því að efnahagslífið í Bandaríkjunum bara eftir að hrynja, húsnæðismarkaðurinn eftir að hrynja og þetta verður verður en 2008 og þá erum við alltaf komin á þann stað að, ég meina, þetta, eins og segi, allir eru að dömpa skuldabrjöfum, þá ertu búin að, sko, bara markaðskerfið eins og það byggt upp í dag, það hrynur. Þannig að, að því þetta byggist svo mikið á þessari samvinnu með skuldirnar að halda í rauninu öll á floti og þetta samstarfi við verið svona, þú veist, síðslegin 20 ár alltaf, allavega sérstaklega milli Kína og Bandaríkjanna og algjörlega háð hvort öðru. Þannig að við sko, hvað segir þetta til dæmis varðandi öryggismál? Það rosalega erfitt, þú veist, þetta svona að tala þetta eins og Rómarveldi, sko. Bandaríkin bara, þú veist, í einhvern veginn að kýla í allar áttir í desperasjón vegna þess að heima fyrir alltaf hrynja. Og síðan svona alls konar innanhús vandamál hérna hjá Trump, sérstaklega Epstein-skjölin og allt þetta og hann frekar óvinsæll í könnunum, Trump og náttúrulega allt þetta með æs og þetta, þannig að heima pólitíkin ekki að gera sig og hvað gerist þá? Þá náttúrulega tilhneigingi til þess að stofna til einhver stríðs eða vera með einhvern svona skarkala eða einhvern svona gauragang erlendis og nú hann, en þetta allt sem hann gerir einhvern veginn, þú veist, bara
þetta allt einhvern veginn svona, þú veist, þessi 20 punta plan fyrir Gaza, hvorki fugl né fiskur. Þú veist, hann hefur ekki tekist að tjasla þeim saman hérna Úkraínu og Rússlandi. Hann búin að mála sig algjörlega út í hvað var þar Íran, að ætla að fara með einhvern stóran flota þanga. Hann getur ekki gert neitt. Hann getur hent einhverjum sprengjum á Íran, en hann getur ekki gert neitt. Hann getur ekki breytt. Þú veist, það heldur kannski að væri einhver núna komin tími til að það myndi, klerkaskjörnum myndi vera steypta stóli í Íran núna í janúar, en þeir náðu að gera út mótmælin og þú veist, þeir vinna það verður engin breyting á fyrirkomulaginu í Íran nema það verði innanfrá, vegna þess að Bandaríkin ekki fara að setja inn að hermennarnir sko. Og síðan eitt að þeir get ekki, ef þeir fara að bomba Íran, þá getur Íran, og Íran búin að segjast ætla að hefna sín með því að bomba Ísrael. Ísrael hefur ekki efni á fleiri, sem sagt, missiles eða skeytum frá Íran. Því þeir voru komnir alveg á ystu nöð í síðasta, þú manst að það var bröst út stríð á milli Íran og Ísrael, og Íranar voru með alveg ógrynni af vopnum sem þeir voru að fleygja inn, þannig að næstu var bara komið þannig að dómið þarna sem á að vernda Ísrael, það var bara komið á ystu nöð. Og þeir þurfa tíma til þess að fá fleiri vopn, til þess að taka þátt í svona tit for tat. Þannig að Ísraelar vilja ekki þetta stríð við Íran núna. Trump búin að mála sig út í horn, hann komið einhvern stóran flota þarna sem verður ekki neitt. Íranar núna þá segja bara já, við erum alveg tilbúinir að semja, sko, þú veist, why not? Og þannig að allir þessu gauragangur í Trump er einhvern veginn bara alltaf bakfæra og hvað hefur gerst í Venezuela? Í rauninni ekki neitt. Þú veist, það er búið að breyta einhverju lögum innanlands, þannig við erum eftir að sjá til, en samt voru nú olíufyrirtækin að segja að þau voru ekki alveg tilbúin til þess að kaupa þetta væri hægt að fara þarna inn, því þau treysta sér ekki í að setja einhvern massívan billjónir í það að það þarf að lappa upp á kerfið. Það kostar ógeðslega mikið að ætla að koma aftur olíuiðnaðinum í gang í Venezuela. Þannig að punkturinn þessi, Trump er út allt og það virðist einhvern veginn ekkert vera almennilega að virka. Þetta allt heima fyrir allt í bulli í rauninni og þannig að heimurinn líður fyrir það að við erum með einhvern snarbrjálaða mann við völd, snarbrjálaða mann og fólki í kringum hann sem að, sko, við vitum ekki einu svona hvort hann ætla að reyna að koma í veg fyrir kosningarnar í nóvember inn á þinginu. Þetta er komið, þetta er svo bilað, þannig að núna sér maður bara, og Evrópa, hvað er Evrópa ekki að gera? Evrópusambandið búið að gera núna fríverslunarsamningu í Suður-Ameríku, ég meina, þú veist, starfmerir í Kína. Það eru bara allir einhvern veginn að reyna að losa sig undan ægisvaldi Bandaríkjanna. Það er bara það sem er að gerast í dag. Sömuleyti er þetta þróun sem að byrjuð áður en að Trump kemur, veik staða Bandaríkjanna, bandarískt efnahagslífs og fleira, og má líta á að Trump sé kannski einkenni heimsveldi sem er að hrynja, sem að getur náttúrulega verið hættulegt. Við erum með svoleiðis ástand í Rússlandi, við getum fengið eitthvað slíkt ástand í Bandaríkjunum, þannig að við ættum náttúrulega ekki að vera óskað þess að Bandaríki myndur hrynja, alveg sama hversu illa okkur við glæpi Bandaríkjana á umliðnum ára á tugum. Þannig að það getur orðið hættulegt og Kína er að rísa og það veldur því að það eru valkostir, eins og nefndir eins og Vietnam og Trump fór þarna til nokkurra landa, samdi lækka tolla þarna og reiknaði svo einhvern veginn í Air Force One á leiðinni heim, hvað hann hefði grætt mikið með því að taka tollan inn, en viðskiptin beinað síðan bara eitthvað allt annað. Já, það er nefnilega málið. Þannig að einhver leiti er þetta þróun sem tengist kannski Trump ekki, ef við tökum hana aðeins út úr þessu, að þá eru við að ganga í gegnum breytingar í valdajafnvægi í heiminum, þar sem að Bandaríkin hafi ekki þessa ógnarstöðu sem við höfðu áður, og þar að leiðandi er kannski staða Evrópu, það að vera leppríki fallandi heimsveldis er náttúrulega ekki árennileg staða, er eiginlega ótrúlega heimsk staða. Þannig þeir eru að endurskoða sig. Þú nefndir Afríku sem að með því að þeirra Sameinuðu þjóðirnar draga sig út, þróunar aðstoðastuðningur Bandaríkjanna draga sig út, að þá eiginlega hverfur þetta svona hálfgildi samkomulag sem að var að við ættum að reka ríki þannig að við værum svona leiðinni í einhverju svona vestrænt módel, allt í nú er það ekki til í allri álfunni og hún er eiginlega bara, ég veit ekki, spurningaverki. Og svona hefur þetta árið út um allan heim og síðan kemur Trump og eins og þú ert að benda á að þá eiginlega bara ígir hann niðursveifluna með aðgerðum sínum.
akkurat. Ég held á bak við þetta allt og ég meina að því það var ekki hægt að laga kerfisbund, 2008 var mikið húsnæðiskreppa í Bandaríkjunum og hafði afleiðingar á okkur og út allan heim. Það var engin tilbúin til að laga í rauninni það sem þurft að laga. Þú veist, þarna hefði verið tækifæri til þess að leyfa bara hreinlega bönkunum að falla. En því þeir voru bara orðnir alltaf stórir. Ég tala Bandaríkin eða sama á Ísland. En það var... Og ég má skjóta inn, Helen, í þeirri sögu að þá væri forsetatíð Obama tækifærið sem að við klúðrum. Akkurat. Þannig að Obama mun fá mjög harðan dóm í sögunni við sína forsetatíð yfir hafa ekki svarað kalli tímans. Það er rétt hann hélt meira segja ráðherranum sem var yfir þessum málum, hann hélt sama manninu sem var frá Bush administration, hann til þess að halda áfram því þeir borguðu 800 milljarða bandaríkjadala til þess að lappa upp á þennan bankasektor sinn. Af því þeir voru ekki tilbúinir til þess að ráðast í nauðsynlegar umbætur, þá erum við komin aftur á ystu nöf í Bandaríkjunum. Þú veist, það eru bara stór office, eða skrifstofubyggingar tómar, þú veist, við erum aftur einhvern veginn komin á mjög svipaðan stað vegna þess að það sem að við erum bara með, þetta punkturinn, samþjöppun auðs í Bandaríkjunum svo hrikalegur og líka bara, ég meina, þetta er ekki bara í Bandaríkjunum, þetta er líka í Evrópu, þetta er í Breitlandi, þú veist, þetta er bara komið á svo rosalega fáar hendur og en hagkerfin er ekki að vaksa nóg rætt til þess að halda í við þetta, þannig ef að allir þessir stórfyrirtæki sem að græða og þú veist, við erum að tala um að þau eru kannski að græða, þau eru kannski að fá 15% að meðan hagkerfi að vaksa 2%. Þú veist, þannig að þetta getur alltaf upp meira og meira úr hagkerfinu og þá úr höndum velnus fólks. Þannig að við erum bara komin á mjög hrikalega slæman stað hvað varðandi samþjöppun auðs og eins og þú segir, þetta er búið að gerast undir hvaða fósta sem er í Bandaríkjunum. Og þetta er líka verið að lauma, þessi nýfrjálshyggja verið að lauma sig inn í Skandinavíu, í Norrlöndunum og þetta er að taka yfir allt og þetta er að sjúga súrefnið úr öllu. Og þess vegna erum við náttúrulega að sjá þessar hægri sveiflur sem einhver svona, þú veist, alltaf að nýta sér reiði fólks í hægri sveiflunar. En þetta er stóra vandamáli að því þetta er heimur sem er ekki sjálfbær, að þá erum einhvern veginn föst í markaðskerfi eða fjármálakerfi sem er ekki sjálfbært og komið með allt of fáa gerendur. Þetta eru bara örfá fyrirtæki sem stjórna í rauninni öllum auðlindum heims. Við erum stödd í fjármálavæddum kapitalisma. Algjörlega. Það sem að hinni ríku soga til sín langt umfram vöxt hagkerfisins, þannig að þeir sem eftir eru, sem er ekki til henni ríku, fá alltaf minna og minna, sem að veldur félagslegri upplausn í Bandaríkjunum sem að leiði til Trump og fleira og svo einhverjar hægri sveiflu í Evrópu sem að við höfum náttúrulega eftir að sjá hvernig verður á tímum Trump, því að það er nú ýmislegt sem bendir til þess að hinn fyrirséði sigur hægrisins í Evrópu verði ekki einmitt út af Trump. Nei, það er alveg magnað einmitt. Það sá maður ekki fyrir. En þú bendir eins og á að það sem að keyrir áfram kerfið sem að leiði til aukis ójöfnuðar, það er ekki bara Trump, heldur eru það allar ríkisstjórnir, það er Keir Starmer í Breitlandi, það er Macron í Frakklandi og það eru sósíaldemókratar í Danmörku og Íslandi og það eru kristilegir í Þýskalandi og allir gengust inn á samfélagssáttmála nýfrjálshyggjunnar sem að leiði til þessara niðurstöðu. Það er ógnar auðs örfára sem að ná undir sér ríkisvaldinu, ná undir sér stjórnmálunum, eignast fjölmiðlana og smátt stjórnaldri umræðu í samfélaginu og meðal annars nota óánægjuna, að virkja óánægjuna með því að láta hana beinast gegn innflytjendum en ekki sér, sem er náttúrulega langhættulegasti minnihluta hópur í þessu samfélagum eru hinni ríku. Já, við þekkjum þetta á Íslandi. Ég meina, þetta er bara, þegar að businessin er farin að hefur meiri áhrif á pólisíuna heldur en fólkið, þá erum við með lýðræðishalla. Og það eru lýðræðishalli í Evrópu og í Bandaríkjunum og svo náttúrulega, og við ég meina, nú erum við að tala um það að við eigum að heita að vera lýðræðisríki, en þeir út með 80% af öllum þeim ákvörðunum sem eru teknar í þingjunni í Bandaríkjunum eru lobbyinu í vil en ekki fólki sem kaus fólki hérna inn, það er ekki lýðræði.
Þannig að en þess vegna sko, þú getur ekki talað núna í dag öryggismál á þess að tala bara fjármálakerfið. Vegna þess að sko, ég horfi rosalega mikið á einmitt í minni vinnu, þá ég kannski að horfa á einstaka ríki og ég að horfa einmitt á hryðjuverka ógn og ég að horfa á uppreisnarhópa og ég að horfa á mikið á svona málaliða og hreyfingar og annað og hvernig þetta nýta sér einmitt svona efnahagslegt óréttlæti til þess að skapa skapa einhverju ógn og þetta þú veist, bara, þetta svo gefið að líka bara á hergagna iðnaðurinn sko, það bara military industry complex það sem að ógnar bara ógnar heiminum, þú veist, vegna þess að þessi stríð eru keyrð áfram, það virðist vera mjög takmarkaður vilji eða pressa á leiðtoga heims til þess að semja frið til dæmis, vegna þess að það svo mikill peningur í húfi og það eru sko ekki bara Úkraína og Rússland sem að sko ameríski hergagnaðinnarinn græða tá fingri á því stríði, heldur það náttúrulega líka þjóðamorð á Gaza, það sem hægt að testa all þessi vopn og líka í Úkraínu, hægt að testa svo mikið, það búið að testa á Palestínumönnum, þú veist, bara gervigreind og njósnaforrit bara núna síðustu árin og þetta óhugnalegt og líka sko að því ég dálítið mikið í þeim löndum sem ég vinn, þetta eru smáríki sem að þú veist geta engan veginn varið sig og eru bara undir geopólitíkinni háð og Ísland í rauninni svolítið svipað skiluru að við erum ekki í þessum megnum, við getum ekki varið okkur þannig að við verðum náttúrulega að reiða okkur á samstarfi önnur ríki og hjálp frá öðrum ríkjum og til dæmis, þú veist, mörg ríki í Afríku, þau verða að þú veist, þú velur þeir bara, þú veist, eins og þú talar hvaða alliance ertu með Tyrklandi eða ertu með Sameinuðu Arabafurstadæmunum eða ertu með Katar, ertu með Saudi, þú veist, hver eru helstu og þetta, ég meina, í Líbíu þetta ótrúlega augljóst hvernig þetta spilaðist út, hvernig, þú veist, hvernig í rauninni Evrópa var að reyna að staðsetja sig og svo eins Tyrkir og Persaflóríkin og þetta óhugnalegt að horfa á hvernig, þú veist, þessi, bara að því þetta allt access og influence, hvað sem það access í Líbíu það olía eða gas, þetta geta verið bara geopolítískt af því að þeir eru til dæmis eins og Sómalía eru við Rauðahafið þú veist og geta stoppa alla trafík þar. Þetta snýst allt að hafa access og stjórna ákveðnum ríkjum til þess að vera geopolítískt með puttana þar þannig að það sé ekki hægt að koma í veg fyrir þú veist til dæmis eins og þeir lokuðu Persaflónum þú veist það geta náttúrulega Írani gert Sómalir Húþís geta loka Rauðahafinu. Þetta er svolítið magnað að oppreita því svo sama tíma erum við líka að horfa á bara flæði vopna svæði, til dæmis Sahel, hvernig þetta færist á milli, stríð í Sýrlandi, síðan færist það yfir til, þú veist, Norður Afríku. Þetta er heimur sem óhugnalegur vegna þess að það, eins og ég segi, það svo margir að græða á hann. Það engin í rauninni, maður sér ekki þetta eru mestu átök sem hafa átt sér stað síðan seinni heimsstyrjöld. Þetta eru 60-70 bara stríð í gangi, jafnvel meira og það virðist ekki vera neitt svona áhugi á því að stoppa þetta eða að beita sér fyrir því. Kannski vegna þess að fólk sér ekki hvernig á að stoppa. Þú ert með eitthvað svæði þar sem búið að dæla inn alls konar vopnum, þú ert með ólíka hagsmuni og ólíka hópa innan ríkjanna sem að hver sig getur sótt stuðning til ólíkra erlendra bakkjarla og þú hefur eiginlega allt til þess að viðhalda endalausu stríði, endalausum átökum og endalausu upplausn, en þú er ekkert í höndunum til þess að vinna friði. Og við skulum líka átt ykkur því það hefur alltaf verið kerfisbundið, nálgun hefur alltaf verið að halda Miðausturlöndunum í kaos til þess að ráða yfir olíunni og að koma í veg fyrir að Íran og Sátar slá upp. Ég meina þegar OPEC var til, þá allt í einu hrikti í stóðum nýlenduveldana og olíuiðnaðurinn fekk aldeilis, þú veist, að finna fyrir því. Þá mistu stórfyrirtækin sem þá réðu öllu, the Seven Sisters, skilur þau bara mistu valdið. Þannig að þá þurfti að stofna til átaka til þess að stía OPEC í sundur. Alveg eins og núna, ein af ástæðunum fyrir því og við tölum þetta áður var þetta að vaða inn í Venezuela
sem var svo fáránlegt, en hvað var ekki Venezuela að gera? Venezuela var að versla með Kína og menn hafa, sko Bandaríkjamenn hafa miklar áhyggjur af því að ef að þú ferð að versla með auðlindir í öðrum en dollarunum, þá eru þeir algjörlega búin að missa tökin. Vegna þess að þeir get ekki, þeir eru bara að prenta núna peninga sem ekkert innistæða fyrir nema skuldabréfin. Og nú eru skuldabréfin, þú veist, þannig að við erum eftir að sjá eitthvað mikla upplaust svona næstu misseri áður en við finnum einhvern flöta á þessu. En við skulum líka bara átt okkur því eins og ég segi, sko, hergagna iðnaðurinn og máttur stórfyrirtækjanna og eiginleiki þeirra til þess að stjórna okkur, þú veist, í gegnum öll forritin. Við erum algjörlega háð örfáum fyrirtækjum í heiminum og bara, þú veist, við vitum bara hvernig eins og ég segi, það er búið að vera þess að ísraelska fyrirtæki með Pegasus, þetta er búið að selja þetta forrit til einræðisherra sem eru að nota þetta, ég var á ráðstefnu hann í Nígeríu, ég sagði frá því, sem eru að nota þessi njósnaforrit til þess að tækla alla aktivistana og þetta er ekkert mál. Þegar þú komið inn í síman hjá hverjum einasta manni, þá getur bara, þú veist, þú bara fylgst með öllum og tekið það út. Þannig að við erum, þetta er rosalega dystopían og svona ógnvænlegur heimur, sko. Þú getur eiginlega slökkt á fólki með því að ekki bara taka af þeim sko aðgengið af peningum og öðru slíku, heldur aðgengi bara af öðru fólki, að þú hefur ekki aðgengi af öðru fólki gegnum samskiptaforritin sem við höfum. Og svo bara vera að búa til vopn sem eru mjög sko skeri, ég meina, ok, ekki, þú veist, við náttúrulega ekki bara kjarnorkuvopn, það er verið að búa til og þróa, þú veist, vopna sem þú þarft ekki eins og hleypa skoti. Þú bara ferð inn í taugakerfi á fólkinu, sko. Og lamar bara taugakerfið. Þannig að þú veist, með einhverjum bylgjum, sko. Herru, má ég aðeins að því við vorum að tala svona ástandið, efnahagslegt ástand í Bandaríkjunum og Evrópu og svo verðum við að tala svona ákveðin hættusvæði og ef við erum að horfa hérðan frá Íslandi svona hugsa öryggi okkar, þá getum við hort á, ég meina, öryggi okkar tengist að einhverju niðurstöðu í Venezuela eða Jemen eða í Súdan eða í Tævan eða í Donbass, eða er þetta sem vorum að ræða áðan að vaxandi ójöfnuður í samfélaginu leiðir til þess að fólk upplifir það að ríkisvaldið er ekki að þjóna sér, sem er náttúrulega eðlileg niðurstaða, það er að þjóna fyrst og fremst ólíkorkonum, það fyrir fyrst og fremst að þjóna hinnum auðugu, en einhvern veginn vegna þess taka hérna auðugu á fjölmiðlum og umræðunni að þá beinist óánægjan gagnvart innflytjendum og það verður svona félagslegu upplausn innan samfélagsins og við erum í ástand þar sem að fólk, kannski getum við sagt að sko óheftur kapitalism og lýðræði get ekki verið saman því að kapitalismin vinnur lýðræðið og við erum stödd í slíku ástandi og þá segir fólk við verðum að líklega bara hafna lýðræðinu og við sjáum að Spánverjar sem að muna nú ennþá fólk á lífi sem að mann Franko-tíman að þar voru könnuna sem var 40% til í því að segja lýðræðið er nú kannski ekki besta kerfið og við erum með kannski ekki jafnháa tölur í Bandaríkjunum en við víða í Evrópu sjáum við svona tölur þar sem að fólk er eiginlega að gefast upp á lýðræðinu. Þannig að valkosturinn sem við höfðum til þess að byggja upp ríkisvald sem að færi með einhver svona almannavald til þess að byggja upp samfélag sem að þjónaði almenningi að það er að hverfa en við viljum ekki fórna sko kapitalismanum af því að við trúum því að hann hafi raunverulega fært okkur allt sem að gott er þetta. Það er að því stjórnmálamennir eru, hvað sem það er Starmer, ég meina eitt af fyrstu fundunum sem Starmer átti, þegar hann var nýbúin að taka við embætti og setur þetta út á Twitter eða X-ana, að hann heitir BlackRock, þú veist, hann sem að rekur BlackRock, þannig að þá sá maður bara já, ok, þú ert alveg þarna. Stjórnmálamenn eru bara í vösunum á þessum interestgrúpum, það er bara þannig og ég meina ef við horfum á okkar eigin stjórnarleiðtoga að þú veist, þetta er alltaf eitthvað sem er að koma úr bönkunum. Þetta er, ég meina, okkar fórsætisráðherra að kemur úr bönkunum. Ég meina, þú veist, þannig að þetta er svo samtvinnað, sko, og það er eins og fólk svona, það haldi að það, þú veist, ég meina, þetta er ekki system sem er búið að vera lengi við líði, en það sem þeir svo í töðunum þú veist, fólk er bara, þetta er eins og þetta sé fait accompli, þetta sé, svona sé þetta bara, og svo er alltaf talað um blandahagkerfi, en það er aldrei talað um lýðræðisreglan eða samþjöppun auðs.
Ég meina, blandað ætti þá að vera. Við höfum tekið allt og mikið af reglugerðum sem að koma í veg fyrir svona hryllilega. Ég meina, við erum ekki með virka samkeppni til dæmis á Íslandi og við erum ekki með virka samkeppni í Evrópu og Bandaríkjunum á mjög mörgum sviðum lengur vegna þess að þetta er svo rosalega samþeppa. En þú eiginlega svaraði spurningunum svolítið sjálfur með þetta með öryggið og Ísland vegna þess að okkar öryggis ógn dálítið mikið meira inn á við ekki bara út af við. Af því við höfum ekki áhrif á það hvað gerist í, þú veist, á stöðum eins og í Úkraínu. Við höfum ekkert áhrif á þetta. Við erum, það sem ég hefur litist ágætlega á svona þessi, þegar okkar ráðamenn hafa verið að gefa það út að við höfum bara verið meira í samvinnu við til dæmis Norðurlöndin öryggi og það líst mér mjög vel á og svo þetta náttúrulega þessi, þú veist, vil ekki hafa Evrópusambandið inn í einhverju þingsályktunartillögum með flokkurinn en við verðum náttúrulega bara að það er ekki hægt að vera með öll eggi í einni körfu með Bandaríkjunum þannig að við þurfum bara að en ég nefnilega algjörlega á því að þegar við erum virkilega að horfa á hvaða hætta stæðar okkur fyrst og fremst að þá það einmitt skautunin heima fyrir það bara sjokkarandi að sjá það afneitun á vísindum þú veist, þetta er bara svakalegt að lesa orðið kommentarkerfin og síðan þess mér líka bara einmitt þetta að það er hættu því að við erum að búa til heilan flokk af fátæku fólki og sérstaklega innflytjendum þannig að þú veist kom með þessa polariseringu í íslensku samfélagi sem mjög hættulega og þannig að ef við ætlum að eins og ég segi, við getum ekki haft áhrif endilega á stóru myndina en við getum búið til samfélag sem á að vera resilient af því fólkið hefur traust á stjórnmálunum. Í dag ekki traustið, það ekki eins mikið traust. Hann reyndar kom eitthvað aðeins meira eftir að valkyrjurnar komu inn en síðan hefur það verið að dvína. Og að meðan það ekki hægt að taka til í okkar eigin kerfi, þar sem við verðum að horfast í augu það að sérhagsmunir eru ennþá allt of ráðandi í ákvörðunartökum hjá stjórnmálamönnum. Það bara alls ráðandi. Alls ráðandi og þannig að mér finnst einhvern veginn ef valkyrjurnar hafa einhvern áhuga því að fá endurkjör og vil ekki að meðflokkurinn, þú veist, vaði upp í einhver 25%, þannig að þú veist, það alveg að hugsa sér að miðflokkur, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn fari í næstu ríkisstjórn. Þú veist, það alveg, og nú tala ég svona því ég náttúrulega bæjast, ég vinstri sinnuð, þannig að fyrir mér þetta bara versta mögulega niðurstaðan, en ég bara segja að þá verða þær að fara að draga úr ójöfnu og sýna miklu meira að áherslurnar séu að endurlífga velferðarkerfið. Við þurfum líka að finna leið til þess að tvinna saman, við erum með 80.000 erlent fólk. Þú veist, við verðum að fara að finna einhvern veginn þetta verður að verða fjölmenningarsamfélag þar sem við samþykjum tilvist þessara fólk sem heldur bara hreinlega hagkerfinu á herðum sér og þegar þú horfir á til dæmis RÚV, ég meina sérðu eitthvað mikið brúnum andlitum? Nei, það er bara einstaka sinnum. Ég held að það hafi verið 1 eða 2 svona þáttastjórnendur, svona ungt fólk sem hefur fengið að vera með eitthvað Íslendingar, en ég bara sé það vantar Reifn í Landunum, pólsk fréttakona sem er oft í útvarpinu. Já, ég meina, en það vantar mér að svona. Það vantar til dæmis konum með slæðu, af því það, þú veist, ég meina, það er fullt af múslimum í Íslandi, það verður að gefa þeim líka space, en þannig að fólk haldi ekki alltaf, þeir sem eru mest á móti múslimum, þeir sem umgangast ekki múslima, Helen, getur ímyndaður, hvað myndir heyrast ef að í staðin fyrir, kæmi frétta þulurinn í kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins og væri með slæðu? Ég meina, þú veist, það er nefnilega málið, að þetta orðið svo ógeðslega rasíst að þú veist, það allt brjálað. Það allt brjálað. Þegar þetta bara eðlilegasti hluturinn í Bretlandi að því að bara múslimar eru partur af samfélaginu en við þurfum að hugsa þetta. Við þurfum að fara að hugsa þetta. Ég sagði ríkjandi en alltaf draga tilbaka. Hérna sterk viðhorf sem að segja að múslimar eigi ekki að vera og geti aldrei orðið hluti af samfélaginu. Bilað, og þetta er náttúrulega, en þetta er fólk sem umgengist ekki mikið múslima, hefur kannski ekki ferðast mikið, hefur ekki verið
í Miðausturlöndum til dæmis eða í ríkjum þar sem eru múslimar. Þannig að þú veist, þetta yfirleitt, þessi hræðsla kemur og yfirleitt frá fólki sem þekkir ekki múslima. En eitt líka, þetta eitt hluturinn, þetta svona félagslegi þátturinn og efnahagslegi þátturinn. Síðan hinn þátturinn og það bara það að við þurfum alvarlega sem land einmitt og þetta reyndar kemur fram í því að nú ætlar ríkisstjórnin að fara að skoða öryggis- og varnarmálastefnu Íslands og það kemur reyndar fram að þetta verði skoðað, það þessi gervigreind, hvernig hún muni hafa áhrif á okkar samfélag, það náttúrulega þessi automation, þú veist, sem getur komið niður á því að við missum fullt af störfum og svo það líka bara, við þurfum að verja okkur sérstaklega á internetinu. Ég meina, þú manst það í fyrra, það voru nokkru klukkutíma sem að Microsoft bara hreinlega virkaði ekki, allt bankakerfi krassaði í nokkra klukkutíma. Við þurfum að hugsa að vera svolítið sjálfbær meira þannig að það krassi ekki allt samfélagið okkar ef það gerð árás á til dæmis Microsoft eða, þú veist, við þurfum að hugsa svona vegna þess að allt samfélagið okkar núna byggist á þessu. Þú veist, þú getur ekki einu svona farið í strætó vegna þess að þú ert að borga í gegnum símaðinn. Ef að símaðinn krassar og þú hefur ekki aðganginn í bankan þinn, hvað þá? Hvað B-plani? Þú veist, það eru svona hlutir sem við þurfum að vera miklu sterkur og svo náttúrulega bara líka, við stöndum alltaf sterk þegar kemur á almannavörnum og þessu, þannig að það eru vissulega réttar áherslur, en ég vil ekki sjá að Ísland sé að taka þátt í vopnakaupum í gegnum Tékkland, þú veist, einhverjum dúbíu skjörningi, það sem við erum alltaf fann að taka þátt í mögulega bara einhverju sem að síðan hefur verið talað að hafa reyndar verið frekar mögulega frekar spilt ferli og skilaði sér ekki allt, en ekki bara það var líka spurningamerki hvaðan vopnin voru að koma, mögulega voru þeir að kaupa vopnin af ríkjum sem eru bara heila nánast að bannlista út af mannréttarbrotum. Þannig við erum ekki verið að taka þátt í svona gjörningi, við verðum að sko annarkvort erum við með heilbrigða stjórnsýslu sem virðir stjórnsýsluna þá og við náttúrulega erum ekki með heilbrigða stjórnsýslu, við erum alltaf mjög spilta stjórnsýslu og hefur alltaf verið þegar að vera að veita útboð og þú veist, við vitum það náttúrulega en við þurfum að endurskoða bara hvar öryggisstefna Íslands, þetta snýst ekki bara Úkraínu og NATO og þú veist, nei, við verðum að horfa miklu meira einráðið. Ef ég má aðeins staldra við innflytjurnar sem eru hátt í 80.000. Já. Ég hef stundu sagt það hérna við þetta borð að ímyndum okkur að við verðum stödd 1950 og við myndum tala við hérna fólk í Dagsbrún þá. Og við myndum segja við árið 2026 verður það þannig að minna en helmingur félaga í Dagsbrún muni hafa kosningarétt á Íslandi. Að það hefði engin trúað okkur. Hefði ekki trúað okkur að við værum á leiðinni inn í slíkt óréttlæti að þetta starrið í dag að því það eru innflytjendur sem hafa það. Varaformaður Miðflokksins Snorri Másson var að dreifa myndbandi þar sem hann var að gagnrýna frambjóðanda í leiðtogakjöri í Viðreisnar fyrir að hafa lagt til að færa kosningarétt innflytjenda niður í samtöku sveitarstjórn og þetta vera með samfellda búsetu hérna í 3 ár og þá máttu kjósa í þínu sveitafélagi sem svona bara að því að sveitafélagi náttúrulega ekki, ég kannast ekki við að það sé byggt á einhverju þjóðerni eða eitthvað slíkt, þetta þeir sem að borga útsvarið þeir fá að kjósa í stjórnina eins og bara í öðrum félögum en hann var að tala að þetta færi þetta helst upp í 7 ár og var með einhverju fabúlir eitthvað svona. Ég var ekki varð við það að neitt til dæmis innan Eflingar eða neitt nú verkalýðshreyfingunni eða nokkur maður andmælti þessum sjónarmiðum þar sem var verið að leggja til að brjóta niður borgarleg réttindi stórs hluta landsmanna. Að taka af þeim svona aðgengi að völdum og áhrifum á sitt samfélag. Og ég fór að velta fyrir mér, erum við virkilega búin að bara beygja okkur undir þennan áróður últrahægriðsins og leyfa þeim bara að gefa tónin í umræðuna og leyfa þeim að síga okkur á nágranna okkar, að taka af þeim kosningaréttin og taka af þeim réttin til atvinnulausisbóta og ég meina, erum við virkilega komið þangað? Mér hefur nefnilega fundist það einmitt í staðin fyrir að snúa vörn í sókn. Þá nákvæmlega, þetta líka nákvæmlega eins og hérna í Breitlandi, það sem ég það sem að Keir Starmer hefur, þú veist, sett sig eiginlega bara svona einmitt, það sem að reformflokkurinn, þetta nákvæmlega sama fyrirbrigði. Þau eru svo hrædd að þau þora ekki taka slaginn. Og það sem við skilja ekki, að þetta ekki, þetta kannski einhver hofverar 10-15% held ég
En sko, þegar að flokkarnir eru farnir að beygja sig, eins og þú segir, beygja sig undir þetta, þá þeir fá ekki endilega það sem, vegna þess að margir af þeim sem eru að kjósa og vilja ekki sjá þetta attitude. Þannig að það verður svo mikið lettan þegar allt í einu samfylkingin farin að alveg eins og Starmer farin að endurróma einhverju svona frekar ömurlegar hugmyndir. Og Viðreisn dómsmálaráðurinn mjög tekur meira sér undir það þegar það verið að tala í Evrópu að senda aftur Sýrlendinga sem að kannski löndum sem að tóku kannski 20-30 sinni fleiri Sýrlendinga með að við fólksfjölda viðgerðum. Eins og við eigum eitthvað erindi í þá umræðu að eins og við höfum tekið of mikið af Sýrlendingum. En þú veist, þetta umræðefni einhverja flóttamenn svo galið. Vegna þess að við höfum talað þetta. Karin Kjartansdóttir alltaf að benda á þessar tölur, sko. Þetta svo fáir sem að, flóttamenn. Þetta ekkert vandamál í okkar íslenska samfélagi. Þetta fólk sem komið í vinnu. Þetta fólk sem bara partur af samfélaginu. Vandamáli að við erum í EES. Ég tel endur ekki vera vandamál, ég tel að vera styrk. Við erum í EES og það bara hreyfing á vinnuafli. Það kemur það sem vinnan og við hefum verið að við hefum bara, það verið enginn algjört fyrir ekki leysi hérna varandi túrismann. Það búið að svo lýsa, ég meina þetta græðgi sem hefur keyrt þetta áfram og það vantar vinnuafl í þetta. Nú endar að dragast saman þannig að einhvað sem fólki mun bara reyna að fara ef það ekki vinna. Það bara þannig. Þetta bara migrants, þú veist. En það sem við gætum gert vegna þess að þessi innspýting, ef það hefði verið einhver fyrirtæki og við hefum hugsað með sér, það skott að byggja hérna húsnæði og við verðum að fara að, innviðirni verða að halda stífi fjölkynina. Ég skal fúslega viðkennast að þetta gerist allt og rætt, þannig við höfum aldrei ekki náð að viðhalda innviðunum. En það líka vegna sem við erum að svelta kerfin. Við höfum ekki, en við gætum líka litið á þetta sem alveg, hugsaðir innspýtinguna, hugsaðir hvað allir þessi hópur af fólki sem við kennum sé stór þáttur í hagvexti á Íslandi. Þetta umræðan. Hvar væri við stödd ef við værum, bara líka út frá aldurspíramöndum og allt þetta. Við erum rosalega við erum svolítið háð því að það komi inn strömmur af fólki til Íslands ef við ætlum að viðhalda ákveðnum hagvexti. Það bara staðreynd. Mér einst að því ég nefndi varaformann Miðflokksins Snorra Másson. Mér heyrist hann svara þessu spurningum að það sé betra að vera í bara einhverju efnahagslegu lægð og vera hrein. Þannig hann eins og stundum sagt að öryggismálin alltaf efst, að það eins og hann líti að hafa trú að Trump á því að flóttamenn séu helsta öryggisógnin við Evrópu og séu hætt á siðmenningarlegu hruni og þess vegna verðum við frekar að sætta okkur bara við efnahagslega deyfð og fleira og vera hrein. Þannig mér finnst hann svara þessu stundum, sko. Hann segir þetta kannski alveg með þessu orðalagi sem ég en hann meira að segja þetta, sko. Já, en þar leiðandi siðferðislega hrunið þessi siðmenningarlegt hrun eru hans hugmyndir að þær komast upp á borðið. Það hrunið. Það Trump. Þú veist, þannig að þetta svolítil írónían að því að ég man ekki betur en hérna 1900, ég nú ekki svo gömul en ég þó gömul að ég man eftir Íslandi þegar miðbærinn var eins og drauga, þú veist, manst eftir þessu, 1980 og fórst mín í miðbæ og meira segja áður en að Kringlan var til, að þetta var óttalega svona drungalegt, og síðan var drykkjumenningin alveg út í hött, þú veist, unglingar sem söfnuðust saman í miðborginni á Lækjartorgi klukkan 3 nóttina, blindfullt, þú veist, þetta það sem þið vilja, eða vilja þið fara aftur til 1950, eða vilja ekki bara fara aftur þar sem að fólk var í fjötrum. Þú veist, þetta svo, það náttúrulega verið að selja bara fólki, þú veist, það verið aldrei, þangar til nýlega, að því nýja frálsækjan að eyðileggja þetta fyrir okkur, en bara þangar til nýlega, þá vorum við, svona í 1970 og 80 og svo 90, þá erum við bara á besta, við höfum aldrei haft það svona gott. Aldrei. Þannig að, þú veist, að því við vorum með sterkt velferðarkerfi. Þetta hefur ekkert að gera með einhverja nokkra útlendinga. Eina sem þessu útlendingar hafa gert er að keyra upp hagvöxt, En af hverju fólk hrætt að taka slæm?
Af hverju það hægt að taka slægin? Og af hverju, sko, þeir eru náttúrulega með, eins og ég segi, með fjölmiðla sem að endurspegla ekki fjölmenninguna. Þú fjallar ekki nógu oft það hversu positíft fjölmenningin Þú veist, ég meina, eins og þessi talsmáti sýrlendinga eða palestínumenn eða eitthvað svona því þessi múslimar, kristnimenn líka frá Palestínu og Sýrlandi. En þú veist, mér heitir algjör bjartur í sumarhúsum, sko. Ég meina, þú veist, það bara, heitir alveg hræðilegt átlukk á lífinu og þetta svo negatíft og af hverju ekki bara stjórnmálaflokkar að keyra áfram því það sem að vinna Mamdani í New York sem með positífa, þú veist, kosningabartu og þú ert með núna Zach Polanski í Breitlandi, hann bara að keyra á þessu positífa. Þetta það sem á eftir að virka. Þessi hræðsla og þessi svona óhugnarlega þetta ekki gott. Þetta ekki gott fyrir sálina. Þú veist að líta á veruleikann svona með þessum sjónarhorni. Þannig ég segi bara, þeir sem að, þú veist, ef við ætlum að ná til kjósenda, það þarf að fara í bara positífa og reyna að lyfta okkur upp og ekki, þetta er ræðilegu skilaboð. Og mér finnst þetta ömurlegt að horfa upp á þetta. Því ég bara, fólk átt ekki skilið að þessi tala svona þetta. Það voru fréttir frá Bandaríkjunum að þar voru kosningar í öldungadeild í Texas þar sem að verkalýðsforingi vann á svæði þar sem að Trump hafði unnið með 17% stiga yfirburðum en þessi verkalýðsmaður var að vinna einhvern republikana sem hafði stuðning Trump með held í 14% stigamun, þannig að sveiflan alveg gríðarlega stór. Eins og þú sagðir, sko, hann mögulega að bara að þetta kemur í baki á miðflokksmönnum alltaf að hengja sig á Trump. Sko, en varðandi heima að því ég er búin að vera nefna Snorra Másson og þá var náttúrulega Jens Garðar varaformaður Sjálfstæðisflokksins sagði í síðustu viku að það ætti að vísa palestínumönnum sem hafi fengið hæli hér aftur til Gaza. Þetta algjör, veistu það, þetta svo viðbröð. En þú tókst eftir þessu, það voru gríðarlega hörð viðbröð víða samfélagið. Heyrður eitthvað frá ríkisstjórninni eða frá samfylkingunni eða frá Viðreisn eða heyrður eitthvað frá þeim eða? Nei, vegna þess að þessi ríkisstjórn hefur ekki beitt sér fyrir því eða gerði það ekki mjög lengi að beita sér fyrir til dæmis fjölskyldusameiningum sem að fólk átti rétt á. Það hefur ekkert verið neitt, eins og ég segi, það eins og þessi svo hræddar að það vilja ekki láta blanda sér inn í þetta. En ef þú ert ekki til í að verja mannúð eða lýðræði eða þá en svo það tilbúinur að vera með, þú veist, kalla saman fund þar sem við erum að tala Íran og hvað sé slæmt ástand í Íran. Þú veist, en vilja ekki tala og vernda palestínumennina sem komið til Íslands. Þetta rosalega mikið, hvað maður að segja, þetta superficial maður. Þetta eins og þetta, þú veist, að vera bara, já, við ætlum að vera með fundum Íran. En þú ert ekki tilbúin til að setja viðskiptaþvinganir á Ísrael. Nú ég meina, ástandið Ísrael aðeins að ætla að fara út í það. Ég meina, það Gaza, ok, þeir eru búin að opna landamærin og að hreypa 50 manns á dag í gegn, en það sko 20.000 manns sem desperate, sem þurfa, þú veist, læknisaðstoð núna og strax til þess að lifa hreinlega bara. En þú veist, það hefur ekkert breyst. Þetta bara hræðilegt, ég meina, þeir eru bara búin að taka yfir 60% af Gaza. Þannig, þú veist, það búið rústöllu, 90% farið og maðurinn ætlar að senda fólk, það sem ekki einu svona fungerandi heilsugæsla, ætlar að senda fólk inn í land sem hernumið. Það sem verið að drepa fólk 500 manns frá í október, sko, og þetta 500 manns, þú veist, þegar vopnahlé. Það náttúrulega ekkert vopnahlé, sko, þetta bara náttúrulega þetta allt theatrical, sko, þetta allt tilbúningur einn. Þetta bara, Ísrael bara að fara að taka þarna yfir og þeir eru bara að vinna í því hvernig þeir ætla að koma þessum, það ekki einu svona 2 milljónir, þannig talið þessi, kannski, þú veist, já, það sko, fólk veit ekki, en það talið jafnvel að þessi allt upp 200.000 mann sem liggja hreinlega í valnum, sko, ekki bara út af sprengingum, heldur líka bara út af ekki fengi læknisþjónustu og svo fleira. En þannig að við vitum þetta, þannig að af hverju erum við í alvörunni með stjórnmálamenn á Íslandi sem eru ekki tilbúin að taka skrefið og beita sér ekki fyrir því að það séu viðskiptaþvinganir settar á Ísrael, það sem að sko nota bene á Vesturbakkanum, það hræðilegt ástand þar. Og það ekki einu svona, sko, þú veist, þannig að bara Vesturbakkin, þeir eru bara að taka meira og meira og meira og þetta bara þjóðarins hreinsanir. Og þetta allt gegn alþjóðlegum, en við erum allt í einu með fundum Íran. Þetta rosalega skrítið, sko. Já. Herðu, Helen, gaman að fara með þig í þessa þokuleiðangur öryggismál í heiminum á tímamótum, þannig bara heimurinn. Við leysum ekkert, við svona, já, kannski, ég veit ekki hvað.
Það er kannski ekki eins og holdt að hlusta á þetta, sko. Nei, en það bara stundum málið þannig að það er ekki komin kannski, valkostirnir er ekki komnir fram og við erum bara á þannig tímum og þess vegna þurfum við að ræða og í slíkri umræðu þá er náttúrulega dregið upp kannski það sem að verst gæti orðið. Ég veit ekki hvort við höfum farið svo langt, sko. Ég get alveg farið lengra þá leiðina ef þú vilt, sko. En mér finnst áhugavert að vera að tala annars vegar heiminn og fara svo inn í svona innri það sem að heldur samfélaginu gangandi eins og trausta á efnaðskerfinu í Bandaríkjunum sem að virðist vera að bresta og þegar það gerist að þá hættir blóðið að flæða kerfið og getur orðið mjög hröð niðursveifla eða þegar að við erum í Evrópu þar sem að enginn þó að við tölum endalaust sko frelsi og lýðræði og mannréttindi og allt saman að þá sjáum við hvernig vörnin þessa þætti alltaf verða veikar og veikari. Já, og það alltaf tækifæri í krísum, sko. Já, til þess að koma ykkur ítlu af stað. Hvernig bregðust við í krísunni? Já. Herðu, þakka ég kærlega fyrir Helena að taka síman. Takk sem leis. Takk kærlega. Við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim og þetta samfélag og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Það eru komnir hingað að Rauðaborðinu þeir tveir ungliðar sem hlutu framgang í prófkjöri Samfylkingarinnar daginn í Reykjavík og ég held þau vonist til að aukin þáttaka ungs fólks í stjórnmálum leiði til jákvæðra breytinga fyrir ungt fólk. Það má nú færa rök fyrir því að þau mál sem mest rifist þau varði ungt fólk mikið, leikskólamál, húsnæðismál og já, verið velkomin. Ég segi Stein Úlaf, er það ekki? Jú, rétt. Og Bjarnveig Birta. Takk, hæ. Voruð þið hissa á að það gekk svona vel hjá okkur í prófkjörinu? Já, og svona sögulega séð þá hefur nú ekki gengið það vel fyrir ungt fólk í þessu prófkjöri. Nei, og nefndu aðeins dæmi það, því til rökstuðnings. Sko, bara Samfylkingin hefur mjög sjaldan valin sér unga fulltrúa í prófkjöri. Það er eitt dæmi það í Samfylkingunni fyrir borgarstjórn. Það er bara eitt dæmi. Já, því miður. En nú erum við tvö. Þannig að við erum búin að þrefalda þann hóp sem er geggjað. Já, þannig að þetta hefur verið svona settlegur hópur miðaldra fólk sem hefur hreiðrað sig í borgarstjórn. Já, og við gerum svolítið tilraun núna fyrir jól að svona sameina okkur. Síðast þá vorum við nokkur sem kepptu sömu atkvæðin í rauninni í prófkjörinu þá. Einmitt. Og þetta skilaði greinilega árangri. Já, þetta var nýlunda, er það ekki? Hjá Samfó. Já. Og þar fenguð þess að fyrsta á annarsætið eða eitthvað? Já. Urðu efst þar? Já, það var ekki sér að raðað. Við erum bara svona, það var bara tveir sigurvegarar úr prófkjörinu. Einmitt. Ert þú kölluð Birta? Ég er alltaf kölluð Birta, já. Já, einmitt. Sko, hverju mun það breyta fyrir kjósendur að fá ungt fólk að borðinu ef þið verðið kjörnir borgarfulltrúar að loknum sveitarstjórnarkosningum í vor? Sko, meðalaldur kjörna borgarfulltrúa í dag er 55 ára. Já. Þannig við erum alveg að fara að rífa þann meðalaldur niður. Þið eru bara rétt rúmlega 30 bæði. Við erum bara rétt rúmlega 30 bæði. Við náttúrulega lifum bæði þennan raunveruleika ungs fólks í Reykjavík. Við hefum bæði leikskólabörn, ég var reyndar 1 barn í grunnskóla líka.
Við erum bæði á húsnæðismarkaði að taka okkar fyrstu skref þar. Erum bæði það heppin að búa í okkar eigin eign. Það er náttúrulega ekki sjálfsagt. Komin inn nálaraugat. Nákvæmlega, komin inn Getið andað aðeins léttar en samt sjá því kannski fram á að borga húsið ykkar þrefalt eða eitthvað í búðinu. Eitthvað svona. Já. Ef við erum heppin, bara þrefalt. Já, ef við erum heppin, bara þrefalt. Og ég náttúrulega, við fjölskyldarum tilheyrum þeim hópi sem er fastur í fyrstu eign. Ég á 3 börn, þannig við erum 5 í fjölskyldu. Við búum í 2 svefnherbergja íbúð í Grái 75 fermetrar. Og þetta er bara kósí og næs, sko. En auðvitað væri ég til í að núna þegar stelpa mín er komin í 1. bekk í grunnskóla, þá finnst henni svolítið skrítið að vera að deila herbergi með 2 ára bróður sínum, sko. Næstum 3 ára. Hvað gerir þú? Ég starfa sem rekstrarstjóri hjá nýsköpunarfyrirtækinu Tulipop. Já. Ég er með BS-gráðu í viðskiptafræði og master í stjórnun og stefnumótun. Já. Og er að stýra rekstrinum þar. Já, og þú ert kennari, ekki satt? Já, ég er með meistaragráðu í stærðfræði frá Norska Tækniháskólanum í Þrándheimi og kennslufræði þaðan og vinn sem stærðfræðikennari í Hagaskóla. Já. Þið eru dálítið svona skemmtilegt par, sko, að þú býrð í Vesturbænum, þú býrð í Grafavogi og þið voruð ekki að leggja áherslu á sömu mál í kosningabaráttunni, það ekki rétt hjá mér? Það er rétt. Við náum stórum hópi fólks við Stein. Náum að endurspegla stóran hóp kjósenda, held ég. Hvar var þín áhersla? Ég var auðvitað að tala mikið menntamálin og það er bara sjálfsagt með minn bakgrunn sem kennari. En ég er líka norskur og hef lært íslensku, veit að það er erfitt. Ertu alnorskur? Já, ég er alnorskur. Heyrðu, magnað hvað þú talar íslenskuna vel. Já, takk. Stein flutti til Íslands árið 2018. Nei. Jú, ég er búin að búa hérna í 7,5 ár. Og býtu kennur stærðfræði? Já. Maður skildi ætla að hann væri að kenna tungumál því að fyrst hann er með svona gott að fyrir tungumál. Ég er raun að vinna í því, því að eins og ég var svona að byrja að tala stefnumálin mín voru líka að tala íslensku kennslu fyrir börn af erlendum uppruna. Já. Og ég er að vinna í því núna í Hagaskóla. Ég er með svokallega ISAT-hópa, íslenska sem annað tungumál. Og fæ til mín þá hópa á nemendum sem tala litla og nær enga íslensku. En þar sem við lærum íslensku með því að læra stærðfræði. Við notum í rauninni stærðfræðina sem verkfæri til að læra tungumál. Einmitt. En hver voru svona þín helstu mál? Sko, ég ætla að berjast fyrir barnafjölskyldur í borgarstjórn, en svo er ég líka mjög spennt fyrir því að fá að vera öflugur fulltrúi fyrir úthverfin. Ég hef svolítið saknað þess sérstaklega í Grái að við eigum enga fulltrúi í borgarstjórn og maður heyrir það í heitapottinum í Grávarslu að íhaldið er ansi sterkt í Grái. Og ég er uppálinn í Breiðholti líka, þannig ég er með sterka úthverfataug, en svo náttúrulega kann ég á rekstur og hlakka til að láta aðeins tíminn taka í rekstrinum. Við verðum að fara að forgangsraða betur í þá velferðar og þjónustu við borgarbúa. Og ég bara hlakka til að láta tíminn taka þar. Hvert var slagorðið þitt? Eitt herbyggi á hvert barn? Sko, slagorðið mitt er reyndar birta í borgina. Já. En jú, eitt herbyggi per barn, það er fínt. Já, þetta er skemmtilegt. Eru þið vinstri eða hægri kratar? Stein, þú skalt byrja. Sko, ég hef eiginlega sagt það síðan ég flutti til Íslands að mér finnst það eins og stjórnmálinn hér séu lengri til hægri en í Noregi og að ég væri kannski hægri krati í Noregi en mér finnst ég vera svolítið langt í vinstri hérna alveg í þó nokkrum málum. Það snýst bara samanburð. Já, ég held það. Já. Þetta er áhugavert sem þú segir en við tökum öll náttúrulega eftir þessari hægri bylgju sem er hér á mjög mörgum sviðum. Hvernig myndið þú skilgreina sjálfa þig? Sko, ég veit að pabbi minn myndi ekki samþykja það að ég sé eitthvað sérstaklega hægri sinnuð, en ég held kannski hérna við hliðin á Stein sé ég kannski aðeins meira til hægri. Settið samt til vinstri. Já, þótt ég siti hérna vinstra megin við hann. Já. En já, ég hugsa kannski, ég kem þaðan að við þurfum kapitalista til þess að reka gott velferðarkerfi. Já. Mér finnst það. Já. En ég vil samt aukin jöfnuð í samfélaginu, en mér finnst að það þurfa að koma frá sterkum efnahagi en ekki í gegnum skattpeninga einungis. Kapitalistarnir þurfa leikreglur, annars endur við með svokallaðan rányrkjukapitalisma sem étur allt upp. Ég er sammála því 100% og ég náttúrulega bara
þú veist, ég starfa sem rekstrarstjóri hjá nýsköpunarfyrirtæki og þekki þetta rekstrarumhverfi mjög vel og við erum bara, okkur settur alveg ágætur rammi hérna á Íslandi, hvað var það reksturinn og við erum náttúrulega, fylgjum Evrópulöggjöf í næstum öllu sem hendar vel. Og sama tíma og þú ert þá sennilega því fylgjandi að séu hvatar fyrir ekki síst brotafyrirtæki og minni fyrirtæki til þess að blómstra efnahagslegir hvatar, þá eins mikilvægt að vera með öflugt velferðarkerfi byggt á skattheimtu til þess að grípa allar okkar minnstu bræður eða hvað? Jú, bara algjörlega að sjálfsögðu og ég einmitt, þú veist, sprotakerfið hérna á Íslandi og styrkjakerfið hefur nýst Tulipopp mjög vel í gegnum árin og það einmitt bara náttúrulega, þú veist, bæði opinbert og ekki og skiptir bara öllu máli og mjög mikilvægt fyrir ný fyrirtæki að geta sótt sér styrki og vera með start opinbert kerfi fyrir fyrirtæki líka. Stein, sko, norræna velferðarmódelið, það hefur náttúrulega verið horft til þess sem besta fyrirkomulags, stjórnmálafyrirkomulags bara í veröldinni og lengi vel voru lífsgæði á Norðurlöndunum gríðalega góð í samanburði við önnur lönd og það var náttúrulega svolítið einsleit samfélag á mörgu leyti og bjuggum við sterkara ríkisvald heldur en í dag. Núna heyrir maður alltaf fleiri og fleiri fregnir, alltaf svona meir og meiri kliður, kannski orðið hávaði alls konar sundrungu, innflytjendamálin hafa náttúrulega verið ábyrjandi á sumum Norðurlandana og svona pínlítið horfin heimur í huga einhverja. Ef þú horfir á Noreg og heldur áfram að spegla Noreg og Ísland, hvernig umræðan þar núna svona síðari ár? Sko, við sjáum auðvitað svipað svona tendensa og hefur verið bara alla veröld með einhvers konar svona hægri bylgju en normenn hafa samt tekið því saman, það bara Arbeiderpartiet, systurflokkur samfylkingarinnar, sem myndar ríkisstjórn, bara einn í Noregi núna. Þannig að og við sjáum það líka hér og hefur verið svona á Norðurlöndunum almennt hafa þessi flokkar, sósíaldemokratíski flokkarnir, haft völd og ég held að það sé ótrúlega mikilvægt í þessu. Einu sinni las ég rannsókn munin á umfjöllun fjölmiðla innflytjendur annars vegar í Noregi og annars vegar í Svíþjóð var það og hins vegar í Danmörku. Og það var miklu meiri umdelanleiki á þeim tíma innflytjendur í Svíþjóð heldur en í Danmörku. Að talið var að hluta til vegna fjölmiðla hvernig fjölmiðla römmuðu inn áskoranirnar. Hvernig þessum málum háttaði í Noregi? Ég get kannski ekki alveg sagt til svona nákvæmlega hvernig það er. Engin flokkur þar sem að tala svipað á miðflokkurinn hér? Jú, það alveg það og hann hefur alveg vaxið og var líka í ríkisstjórn í smá tíma og fór síðan út af svipuðum málum. Hvaða flokkur það aftur? Fremskrittspartiet. Og hann líka núna stærsti flokkurinn í stjórnarandstöðu þannig að það vissulega svona tendensar þar líka og það flokkur sem hefur vaxið á svona óánægju fólks og hefur kannski náð einhvern að dyrka það fram en það líka á öðrum sviðum, það ekki bara innflytjendur, hann hefur alveg talað inn í ákveðna hópa á mismunandi vegum og nú það sem ég myndi skilgreina sem populistiskur flokkur. Og elur á sundrungu, elur á gjánni sem á milli hópa og reynir að víkka hana. Sko, Birta, ef við horfum á stefnu samfylkingarinnar svona, og þessar sögulegu vinsældir Kristrúnar Frostadóttur, þá var plan og það átt að lemja niður vextina og það átt að kveða niður verðbólgu og þessu var öllu lofað. Svona síðustu daga þá hefur planið fengið hressilegar blóðnasir í ljósi verðbólgumælingar og meiri segja að hluta til heimatilbúin hjá samfylkingu, hjá ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur með til dæmis breytingum á akstri, kílómetragjaldi. Er ekki svolítið
erfitt bara að vera samfélkingakona akkurat í augnablikinu út af þessu? Nei, það finnst mér ekki. Planið er að virka, en það er ekki alltaf þannig að planið sé bara slétt leið. Þetta verkefni með kílómetragjaldið er eitthvað sem þurfti að fara í gegn og það er bara mjög mikilvægt að við séum að ná að keyra þetta frumvarp í gegn og séum að ná að innleiða það að við séum að borga að rafbílaeigendur og bílaeigendur séu að borga fyrir það að fá að eiga bíla og keyra götur bæjarins og landsins. Og auðvitað er þetta högg núna, en ég held að sé bjart fram á við og þetta er bara verkefni sem þarf að fara í. Það er alltaf svona erfið verkefni inn á milli sem hafa áhrif og auðvitað, þetta er svekkjandi, ég get alveg tekið undir það, en við erum með plan og við þurfum bara að halda áfram að fylgja þessu plani og það eru bjartari tímar framöndan. Sko, þetta er eiginlega svona stóri boðskapurinn í Daði og Kristrún. Það er að ná niður skuldum ríkisins, það er aðhalda, stöðugleikaregla og allt það. Akkurat í augnablikinu, ég myndi segja að það væri langstærsta málið sem einhvern veginn hefur verið sett af stað. Akkurat í augnablikinu núna þá finnst mér persónulega sem það stafi mikil ógn að þessu plani og það sé erfitt að sjá framgang þess. Eitt sem hefur verið gagnrýnt er að sko Kristrúnu skorti pólitískt hugrekki til þess að ráðast að fitulagi hjá hinum opinberu kerfum og ein góð leið til þess að lækka skuldir gæti verið að minnka kostnað við ríkisrekstur. Er það eitthvað sem að þú til dæmis sem borgarfulltrúi læður áherslu á þetta þegar þú varst í kosningabaráttunum daginn, mætti fækka borgarfulltrúum eða þessum 8 aukalega sem eru á fullum launum eða hvernig þetta er? Já, ég held að mig alltaf endurskoða kerfin og við sjáum það alveg klárlega að skriffinskan er orðin rosalega mikil hjá borginni og skrifræði mikið og það er náttúrulega sama dæmi tekið aftur og aftur leiðbeiningar hvernig fólk á að halda barnaafmæli og þess áttar hlutir. Er ekki dæmi vitleysu? Já, auðvitað má og þarf að skoða þetta og ég held bara að það þurfi ný augu á reksturinn og það er bara miklu leyti auðveldara fyrir nýja aðila að koma inn og taka eins til og sjá það sem betur má fara. Maður heyri það á fólki að það er rosa mikil þungi líka í kerfinu, mikil bið eftir úrlauslu vandamála, alveg sama hvort þú ert að bíða eftir NPA-þjónustu eða leyfi til þess að fá að byggja pall við húsið þitt. Það bara er ótrúlega mikil bið í kerfinu. Þetta kostar líka pening, það að vera ekki með skilvirkt kerfi kostar mjög mikil pening og ég treysti Kristrúnu og Daða bara klárlega til þess að fara í þessar aðgerðir hjá henni opinbera líka á landsvísu. Það komið þarna tillögur frá almenningi sem er verið að fara á stað að vinna með að taka niður. En við líka hjá Samfylkingunni vitum það að hjá opinbera er sko með hlutverk, mjög veigamikið og mikilvægt hlutverk. Og það þarf bara að efla hið opinbera í því og við þurfum auðvitað að vera að horfa kannski gagnrýnum augum á hvaða verkefnið er sem við erum að fara í, en hið opinbera hefur hlutverk og mikilvægt hlutverk. Já, og það þarf auðvitað að skoða þetta eins og Birta segir, en við getum ekki skorið niður til þess að skera niður. Nei. Það verður að vera einhver hugmynd bakvið og skoða hvaða áhrif það hefur á fólk. Það er ástæðan fyrir að við gerum þetta. En sko, það mun hafa áhrif á störf líka. Já. Og þetta eru sársaukafullar aðgerðir sem að margir sjá fyrir sér að þurfa að framkvæma, þannig að það þarf pólitískt hugrekki. Þegar haldið að það sé inn í röðum Samfylkingarinnar á landsvísu sem og í borgarstjórn. Ég er alveg viss um það. 100% sko. Og það hefur enginn sagt að þetta verður auðvelt. Kristrún hefur sagt það að þetta verður erfitt og sársökafullt en við þurfum bara að vanda okkur þegar við gerum þetta. Já. En sko versta efnahagsástand sem getur komið upp, það er mikið atvinnuleysi og mikil verðbólga og brjálæðislega hátt vaxtastig eins og núna er. Þetta eru svolítið viðsjárverið og skuggalegi tímar ekki satt hér. Það er óvíst hvert stefnum, eða hvað? Það getur enginn spáð fyrir framtíðina. Kemur þá nýtt plan ef við erum að sigla inn í einhverja kreppu? Vonandi er einhver þá að grípa til einhver aðgerða og við ætlum að vera hluti á því teymi sem er við stjórnmálin þá. Ég held að við finnum ekki sá verðbólguna fara vaxandi úr þessu sko. Við erum að ná hápunkti núna. Ég bind mikla vonu við að atvinnuleysi muni ekki fara vaxandi.
og auðvitað, þú veist, ég treysti Kristrúnu til þess að stíga inn í ef allt að fara alveg í rugl, en það bara horfir ekki þannig við mér. Nei. Þú nefndir þarna áðan það sem ég heyri oft í heitupottunum í sundlögunum, minn besti pendúll á, hvað maður að segja, ánægju borgarbúa með borgaryfirvöld er heitupotturinn. Og ég hef engan heyrt tala vel borgarstjórn núna í 3 ár. Og þið hafið séð þetta á viðhorfsmælingum, að það skiptir ekki máli hvaða meirihluti í rauninni, og það skiptir ekki máli hvort flokkar eru í minnihluti eða meirihluti, það bara, þetta algjört prömp, bara fingurinn niður hjá almenningi, þannig þetta búið að vera núna lengi. Og eitt af því sem að fólk nefnir er hvað sé langt frá hinum almenna borgarbúa til stjórnvalds ákvarðana, og þú varst aðeins að koma inn á þetta áðan með skrifræðið og svona. Hvaða leið Stein bara til þess að ryðja þessum veggjum úr vegi, þessi bönkar menning að allir bara í gryfjunni eftir að þeir eru kosnir og svo fara aðeins hausinn upp úr gryfjunni rétt fyrir næstu kosningar og svo fara bara allir niður? Ég held það sé ekki til einföld lausn, en eitt af því sem var til á síðustu kjörtímabilum eru íbúðaráðin. Ég var sjálfur formaður íbúðaráðs Vesturbæjar. Við ræddum alls konar mál sem voru mikilvæg fyrir íbúum og sem snerti á lífi okkar í Vesturbænum og eins í öllum hverfum borgarinnar. Þau voru ekki fullkomin eins og þau voru og við fengum kannski ekki athyglina sem við hefðum þurft að hafa til þess að þetta yrði það sem það gæti verið. Þetta segja svo margir. Já. En þetta var alveg punktur þar sem var hægt fyrir íbúa að koma með eitthvað sem fór beint inn í pólitíkina. Það er alveg hægt að gera eitthvað. Og svo held ég að það sé bara mikilvægt að borgarfulltrúar hafa meira svona eignarhald yfir verkefnin sem eru í gangi. Og bara við sáum það fyrir nokkrum árum þegar það farið rosalega hagræðingar tillögur. Og það voru alls konar tillögur þar sem ég held að fólk þekkti kannski ekki alveg afleiðingarnar af því að það var einhvern veginn stjórnsýslan sem hefði tekið ákvarðanir. Og ég held að bara borgarfulltrúar verða að eigna smálin betur. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það af því að ég hef ekki verið þeim megin sjálfur, en það er upplifunin og það er kannski það sem þetta í raun og veru snýst upplifun fólks að þetta einhver veginn og þó að það sé kannski ekki þannig fyrir þá sem eru hinn megin þá þetta eitthvað sem við þurfum að vinna í. Ég held líka að opinberir fulltrúar ættu bara að vera duglegir að láta sjá sig í öllum hverfum borgarinnar. Mér hefur þótt þetta verkefni Samfylkingarinnar núna að vera að banka upp á hjá fólki og í framhaldinu halda og opna fundi inn í þessum bæjarfélögum bara að vera mjög vel heppnað og fólk er ánægt að sjá mann þótt að hægrið vilja alltaf segja að við séum svo mikið að trufla fólk og mæta heim til þess og fólk vilji það ekki, en fólki þykir bara mjög gott að hitta mann og fá að ræða við mann í ein persónu. Þannig ég held að við verðum klárlega duglegri við það að láta sjá okkur út í hverfunum og tala bara beint við borgarbúa. Þetta náttúrulega ég sé þetta sem þjónustustarf. Við erum að ráða okkur til þjónustu reiðbúin fyrir borgarbúa Reykjavíkur. Og það er einmitt mjög skemmtilegt að ganga svona á dýr og fá tækifæri að tala við fólk sem maður myndi annars ekki ná til. Algjörlega. Og við náttúrulega fengum það smá núna í úttryggingunum í prófkjörinu. Þetta er bara ótrúlega dýrmætt að fá að tala við fólk og langflestir sem gefa sér tíma til þess að láta mann aldeilis heyra það hvað það sem mætti betur fara. En hægrið hefur nú aldrei haft mikið áhuga að tala við vinstrið og það var nú alveg sögulegt með Bjarna Benediktsson í öllum þeim fréttaviðtölum sem hann fór í áratugum saman, þá var hann alltaf bara að tala við kjósendur Sjálfstæðisflokksins. En af því að við erum að ræða málun á þessum nótum, þá dettur mér í hug að í dag í fréttum það eru deilur það að meirihlutin í Reykjavík vilji leggja niður óundirbúnar fyrirspurnir. Og þarna finnst mér sterkt og öflugt lýðræðislegt tæki til þess að almenningur geti pitsað einhverju til þeim sem að skipa minnihluta í hvert skipti.
og þarna finnst mér að það reynir líka bara svolítið á gæði stjórnmálamanna að þeir sé ekki með embættismenn og hera upplýsingafulltrúum í kringu sig til þess að sjóða saman eitthvað loðmundulegt svar sem enginn skilur og ekki neitt við ágengur og erfiðri spurningu, heldur þurfi bara að takast í beinni útsendingu á við krefjandi spurningu. Hvert ykkar mat á þessu? Á að leyfa óundirbúnar fyrirspurnir eins og hefur verið tilraunaverkefni núna skeið eða viljið þið bara henda þessu út af borðinu? Ég hlynt óundirbúnum fyrir spurnum. Gott. Já, ég meina við þekkjum þetta frá þinginu. Já. Það er bara fast liðið þar. Já. En þetta kann að vera hluti af vandanum sem og viðhorfinu sem gagnvart núverandi meirihluta að það þessi gryfju menning og þið eru vissum það að þið unga fólki getið svona þokað hlutum af stað, gert einhverja breytingar. Já, við erum náttúrulega bara að koma ótrúlega fersk inn, sko, og bæði, sko, Steinn er náttúrulega bara búin að bretta upp ermarnar, sko. Já, ég sé það. Hann er tilbúin í þetta. Við erum klári í slaginn. Já, hvað með umferðina og hvað með, sko, endalausa harmleik með borgarlínu og bara fyrirgefið orðbragðið en bara það fokk allt saman? Ég held að þetta sé kannski mest einhvers konar þreyta. Við höfum talað borgarlínu síðan löngu áður en ég flutti til Íslands og við tölum alltaf við erum ennþá að tala hana og hún er ekki komin. Fyrirmyndin er reyndar í Þrándheimi þar sem ég bjó í 6 ár, þannig ég þekki nú verkefni og hvernig þetta geti orðið. Ok, segðu bara betur frá þessu. Sko, í Þrándheimi er bara mjög gott almenningssamgöngukerfi. Það eru strætóar og það eru þessi stærri strætóar sem eru borgarlínan, metróbuss sem heitir þar, sem eru með forgangsakreinar og á föstum leiðum og þetta virkar mjög vel. Og Þrándheimur er eiginlega bara mjög svipuð borg og Reykjavík. Mér fannst ekki mikil munur þegar ég flutti hingað, nema tungumálið, auðvitað. En bæði veðurfar og fjarlægðir og allt svona upplifun minn er að Þrándheimur og Reykjavík séu svipaða borgir. Og hvers vegna heldur þá að gangi svona illa að láta hendur standa fram úr ermum hér? Er það vegna menningar munar á íbúum Þrándheims og Reykvíkingum og Íslendingum sem oft eru sagðir svona meiri kapitalistar, meiri einstaklingshyggjumenn, meiri bíleigendur, meira svona ég ætla að ráða því sjálfur hvernig ég fyrir vinnuna? Já, það er kannski þetta við höfum vanist hér á Íslandi að alltaf vera á bíl. Og reyða okkur á okkur sjálf. Já, bara, og ef ég get vera á bíl þá er mér sama hvernig það hefur áhrif á umferðina í kringum mig. Og við segjum kannski ég er fastur í umferðinni, mjög algengt, en það sem ég hugsa sjálfur, bara, nú er ég umferðin. Ég er vandamálið ef að ég er fastur í umferð. Því ég er að búa það til. Og ég væri svo ótrúlega til í að bara ekki allir bílar, en bara einhver hluti af þeim gæti farið og í rauninni að fólkið inn í þeim gæti farið sig yfir í borgarlínu að betra strætókerfi og minnka aðeins álagið. Og það er það sem við þurfum. Og það er enginn að tala fyrir því að við eigum að banna að keyra bíl. Nei. Það er enginn að tala um það. Það sem við viljum er að hafa möguleikan að fækka þeim. Mér langar ekkert að eiga bíl. Nei. En bara raunin er að ég þarf. Já, þetta segja rosalega margir. Já. En er þetta ekki líka bara, núna eru við loksins komið með samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins, þetta er náttúrulega samvinnu verkefni allra sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu og við þurfum bara að passa núna og maður heyrir þetta líka, þetta þarf að fara að verða svolítið áþreifanlegt en við höfum líka séð að þessi meirihluti núna sem er í borginni fóru í það að fjölga strætóferðum og það er strax... Það er virkilega að skila sér. Vitum við það? Já. Eru miklu fleiri notendur? Já, það eru fleiri notendur. Þetta eru vísindi núna. Það var fjölga ferðum og notendur, það jukust notendurnir. Næsta skref hjá þessu meirihluta var að fara að búa til betri strætóskýli og ég er ótrúlega hlynnt í búandi í Grái af því að hjá okkur er bara eiginlega ein strætóleið sem gengur hverfið, það er 6. Alveg rétt. Og þegar þú þarft að bíða bara alltaf eftir þessum eina strætó, þetta er ekki svo Miklubrautinni þar sem þú getur eiginlega bara hoppað upp í hvaða strætó sem er og þá kemstu þá leið sem þú ætlar að fara, þá verðum við að vera með betri strætóskýli. Þannig ég hlakka mjög mikið til
Það hefur bara beinlínis verið gert ráð fyrir því að allir eigi bíl í Grafarvoginum, ekki satt? Jú. Og það ekki bara svolítið þannig? Jú, og ég menna í Grafarvogi til dæmis, ég var mjög hissa á því að þegar ég bjó á stúdentagörnum og flutti þaðan í Grafarvog, að það eru sko bílakjallarar í eiginlega öllum blokkum í Grafarvogi. Þannig ég er með sko bíli minn innandyra. Þannig jú, það er örugglega eitthvað til í þessu hjá þér, Bjössi, að það er gert ráð fyrir að fólk í Grafarvogi eigi bíl. En ég segi eins og Stein, ég myndi óska þess að þurfi ekki að eiga bíl, en þetta er svolítið raunveruleiki, sérstaklega held ég fólk sem er með ung börn og núna er ég farin að skutla og sækja. Það, þú veist, líka íþróttaæfingar, það er mjög mikil synd að það er ekki frístundarúta í Rimaskóla. Þannig, ég þarf að vera mætt til að skutla dóttur minna fótboltaæfingu alltaf á hverju minnstu degi. Nei, ekki hverju minnstu degi, alls ekki. 2 í viku. Ég er nú svo gamall að ég man hvenær mitt skutla og sækja tímabil hóst, það var svona cirka 1992 og það var ekkit vandamál. Af því það var bara svo lítil umferð. Maður bara kom sinna leiðar. En þetta er bara orðið stór mál í dag. Það er bara kvíðvænlegt á sumum tímum dagsins að þurfa út í þessa umferð. Ég hef stundum sagt söguna því að ég var miðjan dag fyrir nokkrum mánuðum 1,5 klukkutíma að komast af Seltjarnarnesi og hingað í Bólholtið miðjan dag. Það eru náttúrulega svona, það koma alveg svakalegir háanatímar þegar Háskóli Íslands byrjar bæði í ágúst og janúar alltaf og svo verðist svona mætingin aðeins drabbast niður og umferðin þá á sama tíma líka. En þú veist, auðvitað ættu að vera að búa til hvata fyrir fólk sem er í háskólanum að það á bara geta tekið strætó nema þau kannski í börn. En hefur verið farið offæri í sko í fyrsta lagi þá náttúrulega er þetta óþolandi þessi appmenning, hvað var það bílastæði, einhver engaðilar geti bara slátra manni fjárhagslega og allt það. Er það eitthvað sem þið viljið ræða? Og svo líka hitt bara með að bílastæðum náttúrulega fækkar alltaf meir og meir á sama tíma og bílum fjölgar vegna þess að ef það eru 280 bílar sem bætast við í hverju mánuði eins og mér skilst það sér tölfræðin og bílastæðum sem sagt fjölgar ekki, þá hlutfallslega verður alltaf færri og færri. Ég veit það þó þótt ég sé ekki starffræðingur eins og þú. Já, nema það tölunar eru bara mjög einfaldar að bílastæðum hafa þrefaldast í miðborginni síðustu 20 ár. Já. Úr cirka 2000 í cirka 6000 og bílastæðum á fjölgað gríðarlega. Já, en nú skilst mér að borgarstjóra að það verði ekki lengra gengið þar eða það sé einhver svona Nei, er það ekki bara fínt? Hún spurði bara ráðalaus um daginn, hvað viljið það ég geri? En hún var hér í þætti. Mér finnst miklu flottara í rauninni þegar það er eitthvað gerast og það fólk til dæmis að sitja og fá sér að borða og drekka eitthvað út á götu í staðan fyrir að það sé bíll þarna. En ég held að þjónustan verði alltaf að koma fyrst. Þú veist, við verðum að efla almenningssamgöngur til þess að geta búið fólki alvöru val áður en við förum að einhvern veginn taka af þeim bílinn og bílastæðin. En ég held, þú veist, flesta daga ársins er þetta ekki vandamál, en ég auðvitað, þú veist, ég vinn í Vatnsmýrinni og ég bý í Grái, ég eyði 40 mínútum til klukkutíma á dag í bílnum mínum, mér finnst það mjög mikil synd og ég vil gjarnan breyta þessu. En, já. Ég bý 101 og það er náttúrulega brjálaði pirringur í fólki sem áður gætt lagt einhvers staðar frítt, sem getur ekki lengur líka. Já. Þau fara þá íbúðakort. Já. En það er samt svona saumað svolítið að þessu frelsi, skilur, þá er það hluta einhverju kerfi og algjörlega. Ég er mjög hlynnt í að þjónustan komi fyrst og við bjóðum fólki raunverulegt val áður en að við förum að taka af fólki. Já. Tökum aðeins. Má ég taka eitt dæmi líka með strætó, sko. Mér langar líka svona að við hugsum endurbætur á strætókerfinu og það er auðvitað búið að teikna upp nýtt leiðakort sem við gætum farið í þar sem við myndum kannski ná að tengja hverfin betur saman. Já. Og ég sakna þess mjög mikið að það sé strætóleið frá Granda og yfir í Vesturbæinn 107. Það er engin tenging þar á milli núna nema að fara niður í bæ. Og þetta hefur verið teiknað upp og verið umræðu lengi og svo er það svona aðeins lagt til hliðar núna. En það er eitt sem ég myndi persónulega vilja sjá. Já, bara ekki spurning að efla svona hverfastrætó og þetta er að sama í Grái, þú veist, þú getur eiginlega ekki átt heima í einu hverfi í Grái og vera að vinna í öðru hverfi án þess að annarkvort labba eða fara á milli hverfana á bíl.
og ég hef nú lent í því sko í 3 vetur að eiga börn á sikkurum leikskólanum í Grái og það var ekki valmöguleiki fyrir mig að sækja og skutla börnunum með strætó. Nei. Af því alltaf þegar ég mætti með barni þá fór náttúrulega strætóin og kom ekki aftur fyrir 1/2 tíma seinna. Þannig... En að þið eru svo ung og ungt fólk hefur meiri áhyggjur af umhverfismálunum heldur en kallinn eins og ég. Er það ekki líka bara mjög óheppilegt að við sem að nota alla þessa strætó með dísel og bensíngufum þarf ekki að gera skurk í því að koma vagnaflótanum í umhverfisvæna átt? Algjörlega, og eins og þessi hverfistrætóar mættu vera bara minni bifreiðar, sko, held ég allavega í Grái til að byrja með. Þetta þurfi ekki að vera alveg svona stóri strætóar eins og við sjáum það gula út allt. Þetta getur verið bara svona minni smá rútur. Já. Hefur þú miklar áhyggjur á umhverfismálunum? Já, auðvitað. Það er ekki alls svolítið áhyggjur. Já. Það er einhvern veginn þau hafa svolítið horfið að ratan með Trump og Úkraínustríði og svona sviftingum á heimsvísu. Já, ég held að óvissan sem í heiminum í dag gerir kannski það er erfiðar fyrir fólk að hugsa svona langt fram í tíman sem við höfum gert í umhverfismálum og höfum þurft að gera, en nú sjáum við þetta afleiðingar mjög nálægt okkur líka. Algjörlega. Sko, það hefur mikið verið rætt að lóðaskortur hefur verið fyrir hendi, uppsprengt verð á lóðum. Hugsið ykkur, sko, bara lóðir sem kostuðu ekki neitt fyrir nokkrum árum. Það eru bara orðnar, sko, einn helsta markaðsvara braskara í dag. Og hver er hugmynd ykkar hvað var það svona félagsbústaðakerfi og það að borgin byggi og beri ábyrgð á sérstöku húsnæði fyrir fólk með minni tekjur og fólk sem á erfitt með að komast inn á íbúðamarkað? Það er bara nauðslega undirstaða á húsnæðismarkaðnum að borgin stígi inn í og er með eitthvað til að grípa fólki og fólk sem er með þessu félagslega íbúðir borga mun minna í leigu en það þurfti að gera á almennum leigumarkaði. Það skiptir ótrúlega miklu máli fyrir akkurat þetta fólk. Þannig er þú alveg vel til vinstri. Já. Saman með þig? Já, bara 100%. Þetta er bara undirstöðu atriði í velferðarsamfélagi að geta búið fólki sem þarf að því að halda húsnæði skjóli yfir höfuði, sko. Bara ekki spurning. Og ég er mjög hlynnt í að við höldum áfram að byggja óhagnaðardrifið húsnæði og endilega bara fjölga leiðum í því. Hvað arfleið Dags B. Eggertssonar að það hafi verið byggt of mikið, of þétt, of lítið ljós, of miklir skuggar, ekki hugað að hljóðvist, í sömu tilvikum glabræði að gera ekki ráð fyrir einu bílastæði á íbúð, heldur eitthvað minna. Hvað með þetta uppgjör? Sko, ég get til dæmis bara að tala um Gufunesið í Grái. Ég myndi velja efla þjónustu við það hverfi svo munar. Mér finnst ekki í lagi að selja íbúður undir því yfirskinni að þú getur eigir ekki að eiga bíl, en svo þarft að panta þér strætó til þess að geta ferðast úr hverfinu. Og ég skil alveg hugsunina, ok, þetta er fín þjónusta, en ég er sjálf ekki spennt fyrir því að þurfa að panta mér strætó. Þetta er bara þjónusta sem á að vera til staðar og sérstaklega við ætlum að fara fram að fólk flytji ekki með bíl inn í hverfið. Þannig við verðum að efla þjónustuna þarna. Ég held að það er alltaf auðvelt að horfa í baksýnisspegilinn og hugsa við hefum átt að gera þetta betur. Ég held að það eigi bara við ótrúlega mörg atriði í lífi fólks og í uppbyggingu borgar. En einn besta leiðin til að læra á því? Bara 100%. Ég er sammála því og ég meina, það vill enginn sjá græna gímaldið endurtaka sig. Og ég held að allir borgarfulltrúar sem verið kosnir núna í vor muni verið með það sem forgangsatriði að það mun ekki geta gerst aftur. En það er bara gott að við getum þéttaðins byggð í Reykjavík og við erum náttúrulega bara höfuðborgarsvæði og við eigum að geta hýst hér á flest fólk að búa og við viljum að þau búi, við viljum laða fólk að Reykjavík. Við erum eina strjábýlustu höfuðborgunum bara
ég veit ekki, ég þarf ekki að fara með, í Evrópu, ég segi það, ætli það ekki? Ég þekki ekki með tölunar, þannig ég get ekki... Nei, þú veist, ef maður horfir á það hvað búa margir á hvern ferkilometr, þá talan ekkert svo há í Reykjavík. Þannig, og ef við erum að tala að byggja hagkvæmt, þá hagkvæmast að gera það að þétta byggð. En jú, kannski getum við aðeins farið að skoða að minnka það og ég mjög hlynnti ef við brjótum nýtt land. Ég hlakka til að sjá uppbyggingu í Grávói, í Keldnalandi og í Úlfarsárdal. Og ég hlynnti ef við förum bara að blanda leið. Ertu ekkert smeyk við að verði svona gettó þarna í Úlfarsárdalnum? Eins og sumir hafa sagt. Nei, það eitthvað svona því það að vera ódýrt húsnæði? Já. Nei, ég hef ekki áhyggjur af því og ég held að þetta sé bara, það alltaf einhvern veginn reynt að búa til svona neikvæða umræðu þegar það á að fara að byggja ódýrt húsnæði fyrir fólk. Þetta bara sama og hefur loðið við Breiðholt öll þessi ár. Ég uppalinn í Breiðholti, ég bjóð þar þangað til að ég var 18 ára, 20 ára. Ég upplifði það aldrei að ég byggi ykkur gettói, alls ekki. En ég hef samt bara alltaf búið í blokkaríbúð, sko. Þetta bara, þarna býr fólk, venjulegt fólk eins og við, það upplifir að enginn að þau búi í gettói og það bara fólk sem býr ekki í þessum hverfum sem talar svona. Já, veit. Góða punktur. Sko, ég veit ekki hvað við komumst mikið lengra, þetta fer nú að verða ágætt hjá okkur, það búið að vera gaman að kynnast svona því sem þið brennið helst fyrir og hvaða sýn þið hafið á borgarmálin en mér langar aðeins að ræða við ykkur menningu í lokin. Ég hef verið að fá hér gesti sem að segja við ræðum, sko, við hefum að stilla, frambjóðendum, þeim sem bjóða sig fram til sveitarstjórnarkosninga svolítið upp við vegg og segja hvað ætlið þið að gera, hvað var það menningar og listamál. Og til dæmis þá augljóst að það vantar fleiri rými hér fyrir listafólk. Við erum með rándýra sali og stóra eins og í Hörpunni og eitthvað svoleiðis sem bara örfáir geta nýtt sér og til dæmis það vantar fleiri flíkla inn í einhver svona inn í einhverja sali og listamenn telja sér svolítið vera á hrakhólum víða og á sama tíma á Laufey segir þegar hún tekur við Grammy-verðlaununum í nótt að hún sé afurð stuðnings við listir og sköpun og skólakerfið og alls konar tækifæri sem við höfum ræktað hér og við tökum undir það með hennu og við erum stolt eitt andartak. Þá horfum við líka fram á það að framlög til menningar og mála og svona, það getur verið að þau hef ekki minnkað en þau fara einhvern veginn í aðra hluti, þau fara meira í stjórnsýslu, þau fara í einhver störf á þess að átpútið verði eins áþreifanlegt virðismanni. Hvað getið þið sagt fyrir þennan hóp? Mér finnst bara ótrúlega mikilvægt að við styðjum við listafólk og það getur gerst á margs konar vegum, bæði með beinu fjárframlagi en eins og þú kemur inn á líka með til dæmis vinnurými og það hlýtur að vera fullt af plássum sem við getum nýtt í það og ég þekki nú bara í kringum þar sem ég bý í gamla Vesturbænum, það eru fullt af húsum þar sem það er listafólk sem að nota sem vinnurými. Já, en það ekki á vegum borgarinnar, er það? Nei, kannski ekki á vegum borgarinnar. Ég þekki ekki hver á hvaða hús, þannig ég get ekki sagt til það, en það er nú eitt sem ætti að vera hægt að gera. En ég er ekki með fulla yfirsýn hvaða húsnæði borgin hefur og hvað stendur aukt. En áður en við komum þér fyrir ekki bara örstutt ættu menningarmál og að þínum að vera kosningamál? Mér finnst það auðvitað að vera ótrúlega mikilvægur partur á þessu en ég er ekki viss að við viljum láta það vera einhvers konar baráttumál í kosningu. Mér finnst að þetta ætti bara að vera skýrt að við ætlum að styðja menningu. Það er ótrúlega mikilvægt fyrir samfélagið og kannski skilur það sér ekki þannig að við sjáum það á blaði krónu fyrir krónu en ég er alveg viss að það sem við fáum tilbaka fyrir framlög til menningar sé gríðarlegt. Ég held að þetta falli svolítið dautt niður þessi málaflokkur oft í aðdraganda kosninga að enginn minnist á menningu þannig að við þurfum að hafa þetta svolítið í huga. Já, við höfum nú samt talað menningu bara innan okkar hóps. Já.
þegar við hittumst síðast. Já, algjörlega. En við getum líka rætt að þú veist, við höfum mikið talað það sko sem þú veist, tómstunda og frístunda iðkun barna. Við viljum efla hana og passa það að öll börn geti stundað tómstundir og frístundir. Og ég mjög hlynnt í að við reynum einhvern veginn að fjölga krökkum sem sækja tónlistanám og mér finnst það bara mjög mikilvægt og myndi vilja sjá börni mín sjálf í tónlistanámi. Ég veit að það fór af stað einhver stýrihópur á vegum borgarinnar til þess að skoða það að fá svona tónleikahaldstaði, einhvers konar rýnihópur. Það kom fram gagnrýni á það að það væri ekki svona fólk úr geiranum með í ráðum. Þannig það er klárlega skref sem maður má stíga inn í og breyta. Ég veit að okkar besti maður Jeff á Prikinu hefur verið að tala fyrir þessu að þessi mál þurfum við að skoða. En og svo auðvitað bara það sem fer fram innan skólana. Við erum með mjög öflugt list- og verkgreinanám í Hagaskóla þar sem ég vinn og þar er listafólk úr alls konar geirum sem vinnur við að kenna krökkum. Og nemendur Hagaskóla eru mjög hefnir, hef ég heyrt. En ég sé þetta svo líka bara í mínu starfi sko hjá Tulipop. Þú veist, við erum búin að vera bara, það er algjört raritet að sé til íslenskt barnaefni. Sem er framleitt í dag. Við erum eitt af 2 stúdíum sem er að framleiða barnaefni á íslensku fyrir íslensk börn og þetta alþjóða markaðan líka. Þannig ég held við getum alltaf gert betur fyrir skapandi greinar, ekki spurning. Og af því þú nefndir tónlistarskólana, það er eiginlega hálfgerð hneisa að Reykjavík stendur sig eiginlega verst allra sveitarfélaga þegar kemur að möguleikum ungs fólks til þess að læra á hljóðfæri. Hér eru biðlistarnir svo svakalegir, það er bara örfá börn í rauninni sem að fá inn í einkakennslu. Við þurfum að passa að tónlistarnám verði ekki fyrir einhverja útvalda, þetta bara það verði í búði. Það er löngu orðið það sko, og þannig að það er að vinda ofan að því að það er annarkvæmt einhver klíkuskapur eða efnahagur eða eitthvað sem að ræður því hver eru teknir inn og hver eru ekki. Þetta er eitthvað sem ég myndi gjarnan vilja skoða. Já, einmitt. Herðu, ljómandi, það er spennandi að fá blóð að borðinu og gangi ykkur sem best í baráttunni. Þið eru til í slegin og verður mikil vinna hjá okkur í aðdraganda sveitarstjórnarkosningana núna á næstu vikum á mánuðum. Já, alveg klárlega. Við ætlum náttúrulega að vinna kosningasigur. Þannig við erum nú þegar farin að setja niður stefnumál og hittast sem hópur og hlökkum mikið til að stíga næstu skref. Ljómandi, Stæn og Birta, takk fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur áhorfendur, ekki fara langt, nýr kafli hér handan við hornið. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, við ætlum að ræða Evrópusambandið. Við erum svo hlýðin hérna að ríkisstjórnin er búin að setja það mál á dagskrá og við bara gerum eins og hún segir og efnum nú til umræðu Evrópusambandið. Hingað eru komnir 2 fyrrverandi þingmenn. Það er Helgi Hrafn Gunnarsson sem er í stjórn Evrópuhreyfingarinnar og Ögmundur Jónasson sem stóð að stofnun vinstra megin við ESB, andstæðingar Evrópusambandsins. Ögmundur, akkur þú vill ekki fara í Evrópusambandið? Ég er mikill Evrópusinni í þeim skilningi að ég vil mikið og gott samstarf við Evrópuríki og við þess vegna Evrópusambandið, en ég vil ekki láta innlima Ísland í sambandið og það eru margar ástæður til þess. Og ég hef verið að velta því fyrir mig hvað það er sem ætti að vaka fyrir okkur. Jú, menn nefna ýmsa þætti, menn nefna öryggisþáttin, menn nefna kannski helst að okkur sé betur borgið við borðið, að við getum haft áhrif á ákvarðanir sem teknar eru á vettvangi Evrópusambandsins og hafa tvímælalaust áhrif inn í Íslands samfélag sem það gera. Ég er hins vegar svona samkvæmt því sem að ég sé núna vera að gerast, þar sem áhrif smáríkja fara dvínandi.
þar sem stemtir að evrópsku stórríki, það allir sem tala í þá veru, maður þarf ekki annað en að hlusta á heiðursgest hjá Viðreisn á síðasta landsfundi þeirra, Guy Verhofstadt heitir hann, það er formaður í European Movement International sem eru heildarsamtök sem að þið aðild að Evrópuhreyfingi hér á landi og hann talaði fyrir þessu bara stórríki og að við þurfum, við sem sagt Evrópumenn þurfum við að láta það sig kveða á sviði varnarmála og svo framvegis. Þróunin er öll í þá átt sem að ég felli mig ekki við. Þannig að ég tel reyndar að það hafi aldrei verið vitlausara fyrir Ísland að ganga inn í Evrópusambandið en núna. En mér finnst ágætt að fá þessa kosningu það, bæði vegna þess að það er lýðræðið eitt sem á að kveða upp og hvert við höldum. En síðan er líka hitt að ríkisstjórnin er að skuldbinda okkur í sífellt ríkari mæli á sviði utanríkismála, fiskveiðistjórnunarmála og svo framvegis, utan allra samninga á þess að spyrja kongni prest. Þetta hafa þeir verið duglegar að gera, atvinnumálaráðherrann og utanríkisráðherrann náttúrulega sérstaklega. Herðu, það er ekki ágreiningur hér við borðum að eigi að kjósa, þannig að við getum sleppt í. Þannig að eftir sittur bara hvort að Evrópusambandið sé vænt kostur fyrir Ísland. Ögmundur lýsir þessu að Evrópusambandið sé á leiðinni að verða stórríki. Sko það er búið að tala svona frá því að Evrópa byrjaði að starfa saman yfir höfuð eftir seinni heimsstyrjöld og ennþá er þetta ekki orðið að þessu stórríki. Aftur á móti er samstarf Evrópuþjóðana í Evrópusambandinu afskaplega náið. En Evrópusambandið er líka sérstök stofnun. Hún er ekki eins og nein önnur stofnun. Hún er ekki eins og Þýskaland, hún er ekki sambandsríki eins og Bandaríkin eða Rússland eða neitt annað. Hún er algjörlega sui generis eins og það heitir á latínu, sem þýðir sinnar eigin tegundar. Þannig að leið og við erum farin að kalla Evrópusambandið eitthvað sem að við vitum að aðrir hlutir eru, þá erum við strax komin svo litið á hálfan ís þegar kemur að því að skilja hvað við erum að tala um. Það sem Evrópusambandið er samstarfsverkefni og hagsmunabandalag frjálslyndra lýðræðis ríkja. Ástæðan fyrir því að það er yfir höfuð til og að forrennarar þess voru til var svo að það voru hérna 2 heimsstyrjaldir og þetta bara stríðsbrölt í sögu Evrópu eins lengi og ritar heimildir ná. En Evrópa er samt smekkfull af minni ríkjum, litlum ríkjum og meðalstórum ríkjum sem vilja vera sjálfstæðar þjóðir og vilja vera frjálslynd lýðræðisríki. Vandinn verandi sá hvernig ætla þessi smáríki, eins og til dæmis Ísland, að ná árangri eins og ef þau væru stórríki án þess að verða stórríki. Og svarið við því er Evrópusambandið. Hvernig við getum áfram verið frjálslynd lýðræðisríki pínurítið og samt með samtakamátt Evrópusambandsins án þess að vera stórríki. Og sko mér finnst best að líka Evrópusambandinu og eðli þess við eitthvað eins og stéttarfélag eða samtök atvinnurekenda. Þú sér, sko vinnumaður, hann vil kannski semja við yfirmann sinn og fær bara blátt nei, þú fær ekki að hærra laun. Og getur eitt síns liðs gert afskaplega lítið og varla neitt. Þess vegna eru jú yfirmenn til dæmis í Bandaríkjunum svo óskaplega hræddir við stéttarfélög. Það er vegna þess að þá geta frjálsir einstaklingar með sameiginlega hagsmuni lagt í púk og barist saman fyrir sínum sameiginlega hagsmunum vegna þess að þau eru í sömu stöðu. Það styrkir launþegann. Stéttarfélag veikir ekki sjálfstæði eða frelsi launþegans, það styrkir hann, saman með samtök atvinnurekenda. Þeir eru ekkert neyddir í samtök atvinnulífsins. Þau eru þarna vegna þess að þau fá samtakamátt sem þau hafa ekki, vegna þess að þau vilja vera lítil, þau vilja vera dreifð. Og það er staðið með frjálslynd lýðræðisríki í Evrópu og þess vegna er Evrópusambandið til. Það eru þvert á móti að þá er þetta tæki til þess að halda sjálfstæði okkar og að verja okkar gildi eins og sagt er. Já, sko Helgi Hrafn segir að menn hafi talað svona eins og ég geri frá því að Evrópusambandið var til og síðasta áratugnum, fyrst með stál- og kolvarbandalaginu og síðar þróast úr bandalagi yfir í samband með Maastricht sáttmálanum. Staðreyndin er náttúrulega svo að Evrópusambandið hefur verið að taka mjög miklum breytingum í tímans rás og þróast í þá átt sem að ég er að lýsa í átt að sambandsríki
þar sem að þegnarnir hafa passa, sameiginlegan passa, ökurskírteini, ríkisfang og síðan stefnir í að hafa sameiginlegan her, að því stemt, það þegar orðið herráð og við sjáum þegar hermenn sem að eru í einkennisbúningum Evrópusambandsins og allir að tala í þessa veru. Þannig að Evrópusambandið hefur að taka mjög miklum breytingum í átt að miðstýrðu sambandsríki og núna þessa dagana, það athyglisvert, þá að koma saman, það var boðað til fundar af frumkvæði Þjóðverja, 6 stærstu ríkin innan Evrópusambandsins, það að segja Spánn, það Ítalía, auk Þýskalands, Frakkland, Holland og Holland, fekk það ekki verið? Jú, Holland með 6 stærstu ríkin, það sem verið að tala 2 þrepa ákvarðanatöku að í stórum málum þá taki 6 ríki ákvörðum fyrir hönd allra og þetta þróun sem að hefur verið að eiga sér stað jafnt og þétt í Lissabon-sáttmálanum sem að var gerður 2007 og endanlega samþykktu 2009 að þar tekið út á einum 40 málefnasviðum neitunarvald einstakra aðildarríkja. Það var fyrir hendi og núna var það fært yfir í fyrirkomulag þar sem í ráðherraráðinu þurfti meirihluta og að auki 65% íbúa að baki. Þetta var á einum 40 málefnasviðum. Núna segja menn að þetta sé ekki nóg og það þurfa að færa ákvarðan að taka geti verið of sein og við vitum það að það hafa ýmis ríki verið að þvælast fyrir sem þeim finnst, Ungverjaland og svo framvís. Já, Pólland var eitt ríkjana sem þarna inn í þessari púli. Þannig að sko ef við horfum á hvað hefur að gerast í heiminum, þá hefur það átt sér stað frá miðjum 10. áratugnum að alþjóðlegir samningar sem að áður voru fyrst og fremst tollasamningar hafa verið samningar sem að ná inn í samfélögin, tegja sig inn í samfélögin. Þetta hefur verið að gerast með innan Evrópusambandsins, þjónustutilskipunum upp á aldamótum og svo framvegis og á vettvangi alþjóðaviðskiptastofnunar. Við í samningunum á vettvangi alþjóðaviðskiptastofnunar sátu Ísland, hafi Ísland setið, við höfum þar sæti. Evrópusambandsríkin 27 með 1 fulltrúa í þessum viðræðum, semja fyrir hönd allra hinna og í slíkum samningum værum við úti, við myndum vera úti. Í samningum fiskveiði... Við fáum að sittast við 1 borð og missum við aðkomu að við erum að afsala okkur þessum fræga stól við borðið og eins það náttúrulega í sjávarútvegsmálum að við varum ekki að semja makrílinn, þetta var gert á vettvangi Evrópusambandsins. Við varum að setja sjávarauðlindina frá okkur líka og við erum að tefla frá okkur áhrifum inn í okkar samfélag. Það sem að mér hefur þótt vera slæm þróun líka í samlínum við Evrópska efnahagsvæði að hann hefur verið of mikið að mínum dómi á kostnað lýðræðis. Með þessari þróun þar sem þú markaðsvæðir samfélögin og setur sífellt ríkari kröfur í þá veru að þá höfum við síður tækifæri til að bregðast við lýðræðislegum vilja innanlands. Ég ætla að taka sinn dæmi. Þegar ég var ráðherra samgöngumála þá vildi ég taka flutninga kynnisferða sem einokunar fyrirtæki nánast og einokunar stöðun nánast og auka veg almenningssamgangna á Suðurnesjum, tengja þær þessum flutningum þannig að þær myndu hagnast af þessu. Þetta var kært til ESA og mér settur brúði fæti fyrir þetta. Eins var það með sjóflutningana, strandsiglingar. Það var kært til ESA og vegna þess að þetta þótti ganga gegn svona markaðshyggju og markaðsáttmála Evrópusambandsins. ESB stendur vörðum hagsmunu auðvaldsins en ekki almennings. Já, og það finnst mér og í sífellt ríkari mæli og þá kemur að því hvað vil ég þá? Ég hefði viljað þróun sem að sífellt fleiri ríki að horfa til í þá veru að samstarf milli ríkja í viðskiptum felist í tollapólitík og margvíslegri samhæfingu sem hægt að ná í gegn eins og við reyndum og gerðum á vettvangi EFTA þegar það var og hét.
En segðum okkur hins vegar frá þessum miðstýrða valdi hvernig við eigum að skipuleggja okkar samfélag og ég held að framtíðin verði miklu fremur í þessa veru og ég vil horfa til hennar alls ekki fara að læsa mig inn í þessu búri sem Evrópusambandið og gerir ekkert annað en að þrengja að okkur. Helgi, við komumst ekki að borðinu heldur okkur ítt frá borðinu. Þetta bara ekki rétt. Þetta bara einfallega ekki rétt. Með því að ganga inn í Evrópusambandið þá fyrst komumst við að borðinu. Ég ætla að nefna til dæmis, það er stundum talað bara við einu borðinu, við missum öll hinn borðin. Nei, við nokkur borðum reyndar, eiginlega aðeins of mörgum með eitthvað. Það er nefnilega eitt við Evrópusambandið að þetta tiltölulega flókin stofnun stjórnskipunarlega. Það er hérna European Council og Council of the European Union og alls konar svona sem skrítið og erfitt að átta sig á fyrir kannski hinn almenna borgara sem hefur ekki sérlega áhuga á þessu. Það eru 2 svona eiginlegir stjórnarskrársamningar, ekki einn eins og maður vanur af stjórnarskrá í þjóðríki og ástæðan fyrir því vegna þess í fyrsta lagi að þetta ekki þjóðríki og þar af leiðandi ekki heldur stórríki og þar af leiðandi heldur ekki sambandsríki, það ekki og að mínu mati ómegnugt að þróast í þá átt. En ég skil alveg fólki líði þannig vegna þess að við höfum aldrei séð stofnun eins og Evrópusambandið tala með þá í þessa veru að sé... Sumir náttúrulega þetta til fólk í heiminu sem þeirra skoðunar. Ég ekki þeirra skoðunar, Evrópuhreyfingin ekki þeirra skoðunar að Evrópusambandið ætti að þróast út í eitthvað þjóðríki eða sambandsríki. Enda hef ég enga trú á því að það sé mögulegt. Og ég vil líka bara minna á það að sumir sem hafa talað fyrir þessu, þeim hefur mistekist það ætlunarverk. Það hefur ekki verið. Nei. Herru, Ögmundur, skal gera við samning. Þú færði ákveða þínu skoðanir og ég fæði ákveða mínar. Er það sanngjarnt? Já, þá skal þú halda þig við það. Þú byrjaði þína ræðu því að segja að það sem ég var að segja var ekki rétt. Nei, ég í stjórn Evrópuhreyfingarinnar. Ég vil bara halda til haga mínum skoðunum. Ég var bara að vitna í orð hans formans ykkar samtaka á fundi viðreisnar. Hann ekki formar okkar samtaka. Nei, hann það ekki neitt. The European Movement International sem þegið aðild að, sem eru þessi Evrópusamtök og tala í nafni þessara samtaka sem þegið aðild að. Þið voru að gangast við þeim skoðunum sem settar eru fram á eitthvað vegum. Ég ræði mínum skoðunum, Evrópuhreyfingin ákveður sjálf hvaða skoðun hún hefur. Hún hefur ekki þá skoðun að Evrópusambandið eigi eða muni verða stórríki og þá það bara afgreitt. Við bara ráðum þessu og ef við erum ósammála einhverjum sem að við erum í samstarfi með í Evrópu þá það bara þannig. Það náttúrulega má, sjáðu til, vera ósammála í Evrópu og í frjálslyndum lýðræðisríkjum almennt. Okkur ber engin skylda til þess að taka við einhverjum skoðunum frá þeim sem við erum í samstarfi við. En eftir þessum áður eru þessi sjónamið á lofti í Evrópu það hvert Evrópusambandi muni þróast. Alltaf. Og líka alveg þveru átt að Evrópusambandi muni raunverulega veikjast að völd sem hafa verið færð til Brussel verið færð aftur til þjóðríkjana. Það er alls konar sjónamið í gangi. Þetta bara sjónamið, þetta er bara veruleikin sem að þróast í þessa átt. Þetta er veruleikin. Það verið að taka ákvarðanir þetta núna þessa dagana. Fundirnir eiga sér stað núna. Tökum þá bara það sem að dæmi sem að Ögmundur tekur að það er núna geta 6 ríki tekið ákvarðanir sem áður þurfti. Það er ekki búið að ákveða þetta en þetta er í farvatninu. Mér langar svo að klára punktin áður en að við lettum hérna í smá kýting. Evrópusambandið ekki það ekki einhver ein manneskja í Brussel sem ákveður hvað Evrópusambandið gerir. Það er engin stofnun í heiminum þar sem jafn mikið af ferlum og leiðum til þess að koma í veg fyrir hluti eða beina þeim í einhvern víðari farveg. Það er vegna þess að Evrópusambandinu til þess að geta haldið þessu samstarfi það þarf óbúslega mikið lögmæti, það þarf mikið samráð við margar þjóðir og marga aðila til þess að ná sínu fram. Það er ekkert hægt að bara íta hverju sem þannig gegn. En það ser maður á þingi að best unna löggjöfin sem að ég sá nokkur tíman og Alþingi Íslendinga var löggjöf sem kom í gegnum EES-samstarfið og það ekki vegna þess að það einhvern veginn gáfaðara, heldur vegna þess að þetta löggjöf sem búin að fara í gegnum svo mikið ferlið nú þegar að þegar það komið hingað loksins, þá það eftir alla umræðina, eftir öll sértilvikin, eftir það búið að passa það passið við skóana í Finnlandi og eyðimerkurinn á Spáni. Og allir sérhagsmunni búin að segja sitt, eða ekki? Og hafa áhrif á þetta? Mínur og þínir líka við viljum, skilur bara hagsmuna aðilar mest fjármagn á baku sig hafi mest áhrif. Það er þín orð. En hvaða löggjöf er það að tala um? Ekki þetta að tala um raforkumálin, raforkutilskipunennar? Ég man hvað máta var sem ég var að hugsa, þetta var eitthvað í efnahags- og viðskiptanefnd, það var mjög stórt og flókið. Ég hugsaði með mér, ég las þetta mál á þeim tíma og ég hugsaði með mér, það er óhugsandi að ríkisstjórn Íslands myndi búa til svona fágað mál.
Við getum kópirað lög frá öðrum og höfum öruglega gert það, hellinga dönsku lögum sem við tókum bara í gegna því að við höfum ekki getuna til þess að undirbúðu. Já, sko, áhafur pæling en hún er ekki raunhæf. En hver er munurinn? Munurinn er sá að, sko... Við fáum þetta bara frá EES, áður tókum þetta frá Danmörku vegna þess að við fundum til vannmáttar og tókum lögum lyfjaeftirlit meira og minna frá Danmörku eða Svíþjóð. Við tökum þetta frá EES, sko, af hverju myndum við ekki bara gera það í gegnum EES? Af hverju myndum við ekki bara vera í EES? Frekar en að gera það með þessu brölti og einhverjum óformlegur leiðum þegar það er til formlegar og góða leiðir sem að virka meðan í mann bara fjári vel. En sko, ég verð að svara þessu með valdaskiptingun í Evrópusambandinu. Þeir eru strax komnir hérna í auðvaldið og það sé vera sko skipanir og ofan og ég að vera að móta mér skoðanir eða ég og mitt félag eftir því með vinstri frá útlendingum finnst og það bara er ekki þannig. Í Evrópusambandinu er Evrópuþing. Það er lýðræðislega kjörið af borgurum Evrópusambandsins. Það er meira sér hámark þingmanna per land og lágmark þingmanna per land. Þess vegna til dæmis er Þýskaland með 96 þingmenn af 720 en ekki 133 eins og það væri með eða þetta væri alveg hlutfallslegt. Við hlutfallslega væri með svona hálfan það bil. Með við fólksfjölda ef við fengjum 6, þannig að það er lágmarkið. Þannig að íslenskur kjósandi er þið valdamesti kjósandin í öllu Evrópusambandinu ef okkur myndi auðnast svo lukka að ganga þarna inn. Og það er Evrópuþingið sem þarf að samþykkja lög. Jafnvel þótt að sko, leiðtogaráðið og ráðherraráðið að þau geti lagt alls konar fram og sagt alls konar hluti og tekið hendurna þessum og svo framvegis, þá er það samt Evrópuþingi sem ræður og það eru borgarar Evrópu sem ráða Evrópuþinginu. Það er þannig, þetta er lýðræðislegt fyrirkomulag, það er valddreifing, það er mótvægi og aðhald við hvert einasta skref og ef eitthvað er, þá hefur frekar við gagnrýnt í Evrópusambandinu hvað það er erfitt að koma hlutunum í gegn, frekar einmitt að það að einhver geti fengið góða hugmynd og bara trukkað henni í gegn á viljanum einum saman. Það er ekki þannig. Það er nú ráðherraráðið sem að ræður og framkvæmdastjórnin hefur gríðarleg áhrif líka, var nú að dæma mann til útlegðar Jacques Baut fyrir að hafa rangar skoðanir, býr í Brussel og fær ekki að nota vísakortið sitt. Hann skrifaði gagnrýni á aðkomu NATO að Úkraínustríðinu og fær ekki að segja það og hann er einn af mörgum sem að sætir þessu hlutskipti og þetta er nú svona einn andlegur. En málið er náttúrulega þetta að mínum dómi að stóru ákvarðanir teknar í ráðherraráðinu. Þar eftir þessa breytingar sem ég vísaði til með Lissabonsamningnum, þá eru áhrif, þegar þú búin að rekna inn þessa 65% reglu íbúafjölda baki, þá er okkar áhrifamáttur þar, yrði það 0,08%, eitthvað svoleiðis. Ég tala nú af svolítið reynslu í þessum málum. Ég hef verið starfandi á Evrópuvettvangi, meðal annars átt sæti í framkvæmdastjórn Evrópusamtaka verkalýðsfélaga, bæði á almennu markaði og hjá hinu opinbera yfir 20 ár, þar sem við tókum þátt í umræðu þjónustutilskipunar líka, raforkumálin og svo framvegis. Og ég svona hef nú ekki orðið var við allt þetta lýðræði sem að Helgi lýsir. Og ég tek sem dæmi til dæmis GATT-samningana sem eru mjög afgerandi og örlagaríkir fyrir allar það þjóðir sem undirgangast þær þá samninga, að því að þeir ná inn í samfélagin, gera gröfu markaðsvæðingu samfélagana. Að það fór allt fram með mikilli leynd og mjög miðstýrt. Og ég man eftir því að þegar að Guardian upplýsti það 2002 að Evrópusambandið væri að gera kröfu í samningum við Kanada að einkavæða vatnið, drykkjavatnið, gera samkomulag einkavæðing á því, að þá var mikið upp í fótur og fitt og málið var stoppað loksins þegar það komst fyrir sjónir almennings. Sko, Evrópusambandið eins og ég hef fylgst með því, eða þykist sjá í því, er að það byrjar þessi hugsun við viljum ekki stríð og það er tolla og stálbandalagi þar sem að menn hefðu helst sem sagt haft ágreining og hagsmunir voru miklir. Menn reyna vilja forða stríðið en alltaf lá þetta undir að það ætti að stefna að sambandsríki. Það voru mismunandi skoðanir á því vissulega og vinstri mennirnir bundu miklar vonir við þetta. Ég man í 73 þegar Bretarnir greiða atkvæðum eingöngu Evrópusambandið. Það var Labour sem var fylgjandi að íhaldi var á móti. Síðan fer þetta smá saman að snúast við vegna þess að markaðshyggjan, hún verður ofan á í Evrópusambandinu. Hið félagslega víkur
og krafan markaðsvæðingu samfélagana verður ofan á og þetta höfuð ástæða þess að ég leggst gegn, hef verið mjög gagnrýninn á EES-samninginn og leggst gegn, tvímælalaust gegn eingöngu við innlimun Íslands í Evrópusambandið, það að við erum að undirgangast svona nánast heilaga ritningu markaðs samfélagsins. Það verið að kæra okkur sífellt. Eins og með EES-samninginn, viltu rifta honum? Ég hef alla tíð verið mjög efins EES-samninginn og sérstaklega EES-samningurinn allt annað en var þegar menn sömdum hann. Vegna þess að Evrópusambandi allt annað en var. Þegar það var samið árunum 92 og 3 var á móti því. Ég sagði hins vegar alltaf, það er eitt að fara ekki inn í samning og annað að ganga út úr honum. Það erfiðara. Það bara staðreind. En ég sé það núna að ég á sífellt fleiri skoðana systkin sem að sjá heiminn á öðrum forsendum en Evrópusambandið að þróast. Sjá frekar samskiptiríkja á grundvelli tollabandalaga og síðan samvinna menningu og menntun og annað fítagi en ekki þetta miðstýrða veldi vegna þess að mér finnst að ég tel þú að fyrirgefa Helgi að ég tel það vera rangt mat hjá þér að halda því fram að Evrópusambandi hafi nánast ekkit breyst. Það siglir jú, þú sagði að bara væri út af, já, ég skildi þið þannig, allrætt, ef það ekki, þá er það þannig. Það er allavega ekki spilst, eins og þú varst að halda fram. Spilst? Já, hann mætti því. Ég skal bara lýsa mínu skoðunum þegar það kemur á mér. Það er rétt í hvernig við lítum á það. Nei, ég að segja að við erum að fá ríki, eða sem sagt ríkja samfélag sem að þróast yfir í miðstýrt ríki þar sem að henni stóru ráða för. Það líka verið að stefna inn í aukna hernaðarsamvinnu. Það sífellt meira talað að nú sé þörf á stórríki og þeir tala það formaður þessara samtaka sem Íslenska Evrópuhreyfingin á aðild að. Talaði núna síðast á fundi Viðreisnar það áhuga mál sitt. Ég hlustaði á hann þar. Ég var að gera það rétt áður en komið þennan þátt. Og barði þar mikla bumbur og hann ekkert einn þetta þeir tala nánast öll þetta von Leyen öll að nú sé það hernaðarsamvinna sem blífi sérstaklega eftir að Bandaríkin hafa tekið upp þær áherslur sem að fylgja Donald Trump. Má ég aðeins taka þetta frá því svona hvert Evrópusambandi gæti þróast af því að sjálfum sér vitum við ekki. Og þetta getur orðið bara keppni í því að eitt spáir því að þróist illa og annar spáir því að þróist vel og þannig það bara. En má ég aðeins spyrja þig, að því þú vilt ganga Evrópusambandið. Hvað fáum við fyrir það, ef þú getur nefnt svona helstu atriði? Aukna þáttöku í Evrópusamstarfinu. Við fengjum aðgang til dæmis að evrunni, við fengjum aðgang að Evrópusambandinu, við fengjum sæti við borðið og getum tekið þátt í þessu ákvörðunarferli. Sko, ég held að ég viti hver grundvallar ágreiningur mín svo ögmundur þetta. Það viðhorf gagnvart markaðnum. Þú passaði að mæla ekki hans skoðanir. Já, við skulum passa að það verði ekki að leggja hvorum öðrum. Þú mátt alveg spá í það hvað ég að hugsa. Alveg sjálfsagt. Sko, þróunarsaga Evrópusambandsins náttúrulega ástæðan fyrir því að hún svona mörguleiti svolítið skrítin. Maður sér alveg að þetta eitthvað sem þróaðist. Það ólíklegt að einhver myndi fá eina hugmynd í dag og skrifa niður akkurat Evrópusambandið sem í dag og setja það á. Þetta eins og lífverur og ýmislegt sem þróast með tímanum. Það margt skrítið sem setur eftir. Það vegna þess að Evrópusambandið hefur þróast. Ólíkt til dæmis sambandsríkjum eins og Bandaríkjunum eða Rússlandi sem til í getum blóðabyltingu þar sem öllu farga sem áður var og upp tekið eitthvað nýtt og frábært sem ýmist virkar eða ekki. Eða sumuleiti og ekki öðru. Það ekki þannig með Evrópusambandið. Evrópusambandið var reist úr ösku, úr rústum seinni heimsstyrjaldarinnar og öll saga þess þróunar saga sem þýðir það, bæði hún skrítin en það þýðir líka það að það ekki verið að frumprófa allar hugmyndir sem að koma fram. Það verið að byggja á reynslu sem verður til. Svo kemur eitthvað nýtt í ljós að þetta geti verið aðeins skárra eða aðeins betra og þá kannski farið það verkefni. Þetta svo postulið segir reynið allt og haldið því sem gott Það var ekkert alltaf augljóst að það væri góð hugmynd að taka upp evru. Það var prósess, það hluti af þróunarsögunni og ennþá ekkert óumdeilt og eðlilega ekki. En sko,
Ég held að grunnurinn hérna sé, sko, við horfum okkar til markaðsvæðingar og myndu tala mikið um það, svo það sé svakalegt fúkyrði sem ég skil alveg, hann komandi frá vinstri. En ég með aðeins öðruvísi sýn á þetta. Í fyrsta lagi ég svona frekar dæmigerður skandinaviskur miðjukrati, kannski einu skrefi til hægri og stundum einu skrefi til vinstri, kólringlaður, allavega einhver staðar þar. Vissulega ekki einhver frjálshyggjumaður og vissulega ekki kommunisti. Ég hafði einhver staðar á milli. Og ég lít svo á. Við þurfum blandað hagkerfi. Það hefur gengið vel í Skandinavíu og á Íslandi og í þeim Evrópuríkjum sem það er þannig og það er þannig held ég í flestum, nema kannski þar sem það mistekst vegna spillingar eitthvað þess áttar. En það er samt í grunninn markaðshagkerfi sem við búum við og að mér vitandi ætlum að búa við og ég vil persónulega búa við og að börnin mín búi við og í ljósi þess þá finnst mér mikilvægt að reglunar sem við setjum og samböndin sem við eigum við önnur ríki séu grundvöldlega því að við ætlum að hafa markaðskerfi sem virkar vel og það þýðir hluti eins og að tryggja neytendavernd, tryggja samkeppni, tryggja sanngirni milli þjóðríkja sem geta umbunað sínum aðilum með alls konar ósanngirtum hætti. Það fyrir mér gott en ég skil að einhver sem er á bremsinni gagnvart svokallari markaðshyggjun ef við köllum það, hvað fólk vil kalla það, að þá kannski lítur það á þessa hluti sem svona birtingarmynd þess að það sé alltaf vera að gera þetta meira og meira markaðsvætt. Ég sé þetta ekki alveg þannig. Ég sé þetta þannig, við erum við markaðshagkerfi og við viljum hafa reglur sem eru góðar og Evrópusambandið með góðar reglur til þess sem hafa þjónað okkur mjög vel vegna samstarfs. En þetta ekki bara einfallega fólk sem horfir á svo þróun og segir að í orði kveðnu segist þeir vera að verja almenning fyrir yfirgangi þeirra sem hafa aflið, sem auðvaldi til dæmis. En í reynd verið að þjóna auðvaldinu til þess að auka völd þess gagnvart almannavaldinu. Hvernig dregur þá ályktun? Ögmundur. Dregur Evrópusambandið frekar taum auðvaldsins eða almannavaldsins? Það tvímælalaust auðvaldsins og markað sjónarmiða. Sko, menn að tala þetta að það séu á floti hugmyndunum hvert ber að stefna með Evrópusambandið. Ég að horfa til þess sem hefur gerst og að gerast núna. Ekki einhverjar hugmyndir það, en það að gerast núna. Ég var að vísa í þróununa með Maastricht náttúrulega og síðan Lissabonsáttmálanum sem að þrengir að rétti einstakra ríkja og ég að horfa til þess núna þegar við erum að tala 2-3 ákvarðanarferli. Og vegna þess að það hitt sé of sinnlegt að bíða eftir öllum og svo framvegis. Ég að horfa til þessa. Það alveg rétt hjá Helga Hrafni að markaðshyggjan svona grunn ástæða þess að ég gagnrýninn á Evrópusambandið. Hvernig henni þröngvað upp á okkur. En hitt vegur ekki síður hræðsla mín, eða ekki hræðsla, andúð mín á miðstýringu og ást mín á lýðræði. Vegna þess að það eru ýmsir hlutir hér í okkar samfélagi þar sem að ég í miklu minnihluta og hef ekki náð mínum sjónarmiðum fram. En ég þó við borðið hér, hef verið við borðið hvernig við að skipuleggja okkar samfélag. Þegar að við erum komin inn í Evrópusambandið, þá er ég gengin frá þessu borði. Ég er gengin frá þessu borði og ákvarðanir eru teknar á miðstýrðan hátt og þá fer ég náttúrulega að skoða mekanisman alla hvernig þessar ákvarðanir eru teknar. En þær eru teknar í miðstýrðu kerfi. Jú, það er Evrópuþing og það er ráðherraráð og það er framkvæmdastjórn og svo framvegis. En þegar á heildinni litið, þá erum við að afsala okkur þessu valdi. Síðan má vel vera að ég verði undir hvað varðar markaðshyggjuna hér, en það geri ég þá ekki í eins miðstýrðu kerfi og myndi gerast gengjum við í Evrópusambandi. Og það er þetta er ekki bara andúð mín á markaðshyggju sem ég tel vera illa fyrir samfélagið, heldur það líka andstæða gegn miðstýringu og ást mín á
lýðræðinu. Það er verið að þrengja því á allan hátt. Og lýðræðið að þá Helgi segir að við verðum að komast á borðinu til þess að hafa aðgengi að ákvörðunum sem skipta okkur máli. Þú segir að með því að fara að þessu borðu þá missum við bæði á alþjóðavettvangi líka heima ákvarðanavald yfir því sem skiptir máli í okkar lífi. Já, ég segi til dæmis að ef við ætlum að skipuleggja raforkukerfið á þann veg sem að við helst viljum. Þú mátt ekki? Nei, þá má ég það ekki. Þetta er svona að renna frá okkur og það er á ýmsum öðrum sem ég nefndi dæmi úr samgöngumálum frá því að ég innflutning á... En stór hluta þessum á ekki fyrir EES-samningsins. Innflutning á matvælum. Já, EES-samningurinn það er á rétt og í vaxandi mæli. Hins vegar veitir hann ákveði svigrúm. Og eitt af því sem að núverandi ríkisstjórn er að gera vill þrengja þetta svigrúm líka og það er deilan bókun 35. Hún vill þrengja þetta svigrúm, þessi landamæri milli dómsvalds í dómapraksis í Evrópu og hér hins vegar, hún vill færa úrskurðavaldið út til Brussel. Aftur þarna er ég því ósammála. Þannig að þetta snýst lýðræði á Íslandi. Þetta er ekki bara markaðshyggja. Það er kjósið að hlusta á okkur. Það var ekkert ósakett að hvetja viðkomandi til þess að hugsa þessa lýðræðisgátu með þessum hætti. Þú segir að úr því að við erum í samningnum, sem þú ert ekkert að segja við að fara úr, að þá sé betra að við séum við borðið til þess að taka ákvarðanir. Ögmundur segir að með því að fara að borðinu þá fórnum við ýmsu öðru að þá missum við ákvarðanir til Brussel sem við gátum áður tekið heima og saman með alþjóða samskiptum. Hvað ákvarðanir missum við að ganga í ESB? Til dæmis er ég að tala samningana við GATS, alþjóða samningar. Ég nefndi það sem dæmi. Sko, heldur þú að við höfum komið veg fyrir raforkutilskipun ESB ef við höfum verið í Evrópusambandinu? Vonandi ekki. Vonandi ekki. Vonandi ekki. Nei, ég stúderaði til dæmis orkupakka af 3 bara mjög vel, algjör stormur í vatnsglasi, það er engin teljandi áhrif á Íslandi. Ég hafði alltaf grunum það að þið hefðu aldrei lesið þetta. Ég fylgdist með þessari umræðu á þingi, ég hlustaði á ykkur á þingi og ég hef grunum það að þið hefðu aldrei lesið þetta. Já, ég las þetta og mjög vel, kynnti mér þetta mjög vel, ég hlustaði á mjög marga, en sko ég kannast ekki við þetta að bókun 35 flytji neitt vald til Evrópu. Það er ekki hvernig hún virkar, í fyrsta lagi afgreiða þar og svo kannast ég ekki við þessa miðstýringu. Býtu afgreiða það? Þú kannast ekki við það. Ég er með bókun 35. Ég ætla að lesa hana fyrir okkur. Á að gera það? Já. Ég skal gera það. Bókun 35 er svona. Vegna tilvika þar sem getur komið til árekstra á milli EES-reglna sem komnar eru til framkvæmdar og annarra settra laga skuldbinda EFTA-ríkin sig til að setja ef þörf krefur, það þarf að úrskurðum það, laga ákvæði þess efnis að EES-reglur gildi í þeim tilvikum. Þetta er gamla bókunin. Já. Þau vilja setja inn í 4. grein lagana eftirfarandi. Ef skýrt og óskilyrt laga ákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES-samningnum er ósamrýmanlegt öðru almennu laga ákvæði skal hið fyrrnefnda ganga framar nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. Finnst þér þetta merkileg setning? Já, minnst það merkileg setning. Já, sama á við skuldbindingar sem eru innleiddar með stjórnvaldsfyrirmælum ef þau eru ósamrýmanleg öðrum stjórnvaldsfyrirmælum. Á ég segir akkur, ég held að þetta sé merkileg setning. Já, svo skal ég segja þér akkur mér finnst merkileg. Byrja þú. Ok, það er vegna þess að hún er auðlesin sem þannig að þarna sé verið að tala lög og reglur sem eru settar annars staðar en á íslenska Alþingi. Þegar það er grundvallar misskilningurinn. Það eru til 2 tegundir af lögum svona í grófum dráttum, almennulög og sérlög. Þegar þau stangast á, þá þurfa dómstólar að meta hvort er að meikar meira sens að gildi. Augljóslega sérlögin. Í því tilfelli er það augljóst. Hver myndi vilja að lög mat almennt myndi ganga framar lögum hamborgara sérstaklega. Það bara meikar ekki sens. Og það sem hérna verið að gera, er það að vera að setja EES-reglunar þarna á milli. Þannig að það er sko, þegar það er ágreiningur á milli almennra laga atvið, ekki sérlega, heldur almennra laga og EES-regluna, að þá gildi íslensku lögin samþykkt af Íslendingum á íslenska alþinginu, kosnum af íslenskum kjósundum, hærra heldur en þessi almennu lög sem sama löggjöfavald setti. Og í ofanálag þá er þarna sérstök klausa sem segir nema ef Alþingi vill að það gangi framar EES-lögum þá getur Alþingi að sjálfsögðu alveg gert það. Þetta er lagatæknilegt smáatriði sem enginn hefði áhuga á nema vegna þess að það er svo miskilið.
Þetta færir ekkert vald úr landi, ekki neitt. Nú ætla ég að ráðleggja þeirra að gera eitt. Að taka greinargerð ríkisstjórnarinnar með þessu frumvarpi sínu og lesa hana. Ég las hana. Já, þú lesið hana. Og þá allt annað skilningur en þú ert að lýsa hérna. Jú, allt annað skilningur. Vegna þess að þetta sett inn að mínum dómi þegar að bókun 35 færð inn í lög. Menn vildi ekki færa hann inn í lög á sínu tíma vegna þess að hún þótti stríða gegn stjórnarskrá Íslands sem að segir að löggjafarvaldið sé á Íslandi. Þetta vil ég núna færa inn í lögin en til að komast hjá því að það stríði gegn stjórnarskrá landsins þá hafa þeir þessa setningu nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. Í greinargerðinni segir síðan já, Alþingi getur mælt fyrir annað. Alþingi getur ákveðið að ganga út úr EES-samningnum eða setja þessu lög en má það? Nei. Það því brot á samningnum og Íslendingar eru kærðir og að borga sektir. Þannig að þetta málamyndagerningur til að komast fram hjá stjórnarskrár ákvæðum landsins. Það það sem þetta að mínum dómi og það það sem að sagt í greinagerðinni. Þannig að þú ert að lesa aftur. Nei, ég nefnilega man þennan punkt sérstaklega vel í greinagerðinni. Það sem að var ekki hægt að gera á þeim tíma og ekki hægt að gera í dag, að mati held ég allra, að setja lög á Íslandi sem eru vísun í lög erlend sem geta breyst. Þá væri búið að uppfæra lög og setja lög á Íslandi án þess að væri nein aðkoma Alþingi Íslendinga að því. Það ekki hægt. Það það sem að Evrópusambandsríkin gera. ESB réttur á sem sagt, hann á að ganga nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. EES rétturinn á Íslandi samkvæmt íslenskum lögum. Já, nema Alþingi hafi mælt fyrir annað, hafi rétt til að gera það. Í greinagerðinni segir að Alþingi væri þar með að brjóta EES samkomulagið og myndi fljóta sekt. Það ekki málamynda? Þetta ekki til málamynda? Nei, við samþyktum EES. Við viljum vera í EES. Þetta skrifað með hlýðsjón af því að við viljum vera í EES og við viljum ekki brjóta þeir sem að margir sem að voru samþykir bókun 35 vildu einmitt vera í EES. Þeir voru að semja með EES. Já, vildu fara eitthvað tilgangslust málaferli sem að enginn getur útskipt fyrir mér hvað við ættum að græða. Veitu, hvað þetta að tala um? Hér segir þetta skýrum stöfum að Alþingi geti mælt fyrir annað. Og síðan í greinargerð með sama þingmáli segir að ef það sé gert þá sé það brot á samningnum og Íslendinga verið sektaðir fyrir. Alþingi samþykkir almenn lög og setur svo í 94. grein. Þessi lög eru æðri reglum EES-samningsins. Þá bara gildir það. Hann getur það. En þú segir að það myndi vera túlkað sem brot á samningnum. Þeir segja það sjálfur. Það gæti alveg verið það. Ástæðan fyrir þessu. Bókun 35 í fyrsta lagi, hún var samþykkt 93, þá strax. Og hún nú þegar í lögum Evrópska efnahagssambandið. Hún var talin duga til þess að ná fram sömu áhrifum og þessu frumvarpi ætlað að ná. Það að segja að EES-reglur fyrir dómi séu túlkar þannig að þær séu eðri almennum lögum vegna þess að það meikar sens. Punkturinn með EES-reglunum að samræma regluverkið til þess að hafa þetta stóra markasvæði þrátt fyrir sjálfstæði ríkjana. Það heili punkturinn. Það bara meikar ekki sens það meikar ekki sens það meikar ekki sens að láta þessar reglur gilda lægra heldur en almenn lög. Það sem síðan gerist það að það falla nokkri dómar sem ég man ekki í augnablikinu þar sem að sumir dómar eru þannig að dómarinn lítur á lögum EES og segir, heyrðu, ok, hérna ágreiningur á milli almennara laga og EES-regluna, íslenskra laga á grundvelli EES-samstarfsins og það meikar ekki sens að almennu lögin gildi framar þannig að við dæmum samkvæmt EES-reglunum. Síðan eru aðrir dómar sem að gera þeir öfuga ástæðan svo að ákvæði sem í lögum og hefur verið í lögum samkvæmt bókun 35 frá árinu 1993 það sem á lagafræðilegu máli heitir óskýrt. Þetta ákvæði til þess eins að skýra það ákvæði til þess að losna við þetta ósamræmi í dómum. Ég tala fullkomlega hundleiðilan lagatæknilegan hlut. Þetta máli ekkert meira en það. Þetta er ekkert leiðinlegt og á ekkert að vera leiðinlegt að rýna í þetta. Staðreyndin svo að EES-samningurinn, hann hefur að þróast. Evrópusamband hefur að þróast, allt umhverfið hefur að þróast. Og menn hafa deilt það, hvað eigi að heyra undir. Þess vegna vil Helgi Hrafn vera við borðið. Já,
til að taka þátt í þeirri þróun. Bara meira samstarf, minnst það gott samstarf, við höfum að ganga eins langt í því við erum að verða vitni hvernig farið er við okkur við borðið, eða eigum að fara að rifja upp deilurnar núna nýjar járnblendi tollana, eigum að gera það. Vel að minnst, já. Eigum að tala um bót. Nei, það sem ég er að segja þetta, að samningurinn þróast, samfélögin þróast, hið gráa svæði, það er til staðar og spurningin ætlar það afsala þér úrskurðarvaldi hvar landamærin liggja alfarið til Evrópu. Ætlar að gera það eða ætlar ekki að gera það. Ég get tekið dæmi þetta, til dæmis heimildir okkar, það var reynt á það í minni tíð sem innanríkisráðherra, heimildir okkar til að setja skorður við erlendu eignarhaldi EES-þegna á landi, á Íslandi. Ég vildi láta reyna á þetta, hvort að þetta stæðist eða ekki. Þarna til dæmis dæmi grátt svæði, þar sem við erum ekki sammála. Danir komast upp með að hafa svona sína reglur í þessu. Já, við ætlum að ganga ennþá lengra og við ætlum líka að virða stjórnarskrá Íslands í 72. grein stjórnarskrá Íslands segir að við höfum heimild til þess að takmarka eignarhald erlendra manna á landi hérna. Það er stjórnarskráin. Og þetta reyndar hlutur sem hefur verið umdeildur í Evrópu í seinni tíð. Bæði stjórnlaga dómstólinn þýski og frakkar hafa verið ósáttir við það að Evrópusambandið valdi yfir stjórnarskrár þessara ríkja. En hann gerir það. Og ef við færum inn í Evrópusambandið, þá þyrftum við ekki að ræða þetta með stjórnarskrána. Það var ekki til umræðu. Það væri bara valda, já, það er bara staðreynd. Það er fjöldin allar á dómum sem að... Þessi lýðræðisvít eitthvað sem kjósendur hér ættu sannarlega að velta fyrir sér. Hvernig við höfum aðgengi að meira lýðræði eða hvort við missum lýðræði og þeir eru ósammála það. Þú nefndir Anna sem var evran. Má bjóða hana ámyndur? Sko, menn halda með evrunni, með evruna fengjum við ekki með aðelda Evrópusambandinu, ekki satt. Og ég vil ekki fórna einhverjum hugsanlegum ávinningi af evrusamstarfi fyrir þann lýðræðismissi sem við erum fyrir, og ég hef ákveðnar efasemdir evruna líka. En látum það vera. Það sem að ég held að menn séu ofta að gera í umræðu gjaldmiðilinn er að binda of mikið við hann vegna þess að efnahags ástandið er mismunandi í mismunandi hlutum Evrópu. Það er ekki sama hvar þú ert og eins er það með húsnæðismálin, menn tala húsnæðismál og auðkeypt húsnæði í Evrópu. Ég velti því stundum fyrir mér, hafa menn aldrei komið inn í slömm evrópskara stórborga, sko. Ég meina þetta er ekki, svona alhæfingar duga ekkert. Það gera það bara ekki. Og þannig að evra, nei, hún freistar minn ekki. Sko, hún náttúrulega, ég var að bíða eftir að hann notaði orðið galdralaust, þess að það verist engin trú á því að evran sé galdralaust eða aðelda að Evrópusambandinu, en andstæðingar gjarnan tala það að við aðeldarsinnar séum að tala einhverja galdralausnir. Evran er alls ekki galdralaust. Ég einhvern veginn hef svo mikla trú á íslenskum kjósendum að þeir geti alveg hugsaðum og kynnt sér og kosið hluti þóttir séu ekki galdralausnir, þótt að þeir gerist ekki strax á morgun. Að íslenska kjósendur geti alveg hugsað til lengri tíma og kynnt sér við það mikil mál. Allavega þeir fá svigrúm til þess fyrir þækningum sem fær að flakka ljósvakana þessa dagana. En sko, evran, ég hygg að heildaráhrifin yrðu góð, þau eru ekkert ókeypis. Við getum alveg tekið eitthvað fullorðið samtal það að það eru kostir og gallar við að vera með sameiginlega gjaldmiðil. Að mínum dómi eru kostinir yfir þyrmandi betri eða meiri, en fyrir mér snýst að Evrópusambandinu alls ekkert fyrst og fremst evruna, bara alls ekki. Fyrir mér snýst þetta það að við höfum betra samfélag vegna þess að við höfum aðlagað okkar regluverk, og þá á ég við regluverk eins og stjórnarskrá lýðveldisins, eins og tjáningarfrelsi og réttarríkið og þrískiptingu valdsins. Við höfum aðlagað okkur að góðri þekkingu sem hefur myndast í Evrópu í gegnum hluti sem mannréttindasáttmála Evrópu, sem ég veit að Ögmundur er ekkert á móti, og með aðlugun að alls konar alþjóða samstarfi sem að okkur hefur haglast. Þú nefndir hana, þú nefndir sko stóli við borðið og evrun nr. 2. Ég skil. Það er svona vil ég fara inn í Evrópusambandið vegna þess að ég tel
það best fyrir Ísland að vera sem mest með í þessu samstarfi. Það hefði nú ekki verið það í hruninu, sko. Hrunið verður mjög flókið í samhengi við það vissuleiti bjargaði okkar gjaldmiðill, þessi mikla gengisfelling sem þar var, við sluppum við fjölda atvinnuleysi vegna þess að kaupmáttur þjóðarinnar allrar var rýrður verulega 50% eða hvað það nú var en hitt hefði verið fjölda atvinnuleysi. Já, sko, ef við tekið evrun akkurat þá, en ef við getum haldið svona áfram endalaust, ef við hefðum verið með evrun á 2003, þá hefði bónusinn ekki verið farið vel út úr hruninu. Við fórum jafnt illa út úr því og Írar. En hefur Írum bara gengið betur en okkur? Við fórum illa út úr hruninu fyrst og fremst út af hömlulausu lánafyllirí frá 2003 til 2007. Eftir einkavæðingu. Ég er bara að tala endurreisnin á Íslandi að Írum hefur gengið betur en okkur. Það er svo margt sem kemur til. Ég var að horfa til atvinnuleysis. Við sluppum við fjölda atvinnuleysi sem að er eitt af versta sem að hendir nokkra þjóð að fólk verði gert algjörlega ósjálfbjarga. Við fórum í mikinn niðurskurð, við reyndum að stýra honum inn í svona skammtíma fjárfestingar að vera grimmari þar við vegagerðina en Landspítalann, skvárum hins vegar allt og mikið niður þar líka. Við fengum ferðamannabóluna og Eyjafjallajökull. Fengum síðan Ég veit ekki hvort Eyjafjallajökull verið í Evrópusambandinu. Jó, fór þangað. Það var okkur til björgunar. Nei, mér finnst sko þróunin núna líka í Evrópu vera svolítið mér finnst hún svolítið óhugnanleg. Hingað mætir yfirhershöfðingi þýska hersins. Hann er gallað með allan medalíurnar á bringunni. Menn er að tala um hervæðingu. Kanslari Þýskaland segir ég er ekki hræddur við stríð. Ég óttast ekki stríð. Ég skil það eru margir hræddur við stríð en ég er það ekki lengur. Það eru komnir þýskir hermenn upp að landamenn Rússlands í Eystrasaltinu. 500 og verða 5.000 innan skams. Eitt af því sem að menn gerðu eftir seinna stríði það var að útiloka Þjóðverja út úr uppbyggingu hersins. Nú er það þýski herinn sem að bólnar mest út og menn er að tala um sameiginlegan her. Og hvað langt þá í herkvaðningu Ísland, herrlausland, ég veit ekki hvað það er lengi. Menn halda alltaf að við komumst upp með allt verði klappað á kollin, litla fallega Ísland. En þegar við erum komið þann inn, þá erum við ekki söm og við áður vorum. Ég hef stundum sagt á sögu að ég kom inn sinna á búgarð sem er með hestabúgarð. Það getur vel verið, ég hef sagt hann áður við þetta borð. En það var þannig að það voru Íslendingur sem tók á móti, ungur strákur sem tók á móti Þjóðverjum, greinilega miljardamæringum kannski, svona fínt klæddir á þann veg. Og þeir hneigðu sig og bugtuðu og þarna var sem sagt bóndinn kominn til að taka á móti þeim. Og ég hugsaði, ef þetta væri nú þeirra þjóðn, þeir ættu þennan búgarð og hver yrðu samskiptin þá? Yrðu þau ekki á annan veg? Og ég sé Ísland svolítið fyrir mér í þessa veru. Við erum eftirsóknarverð núna vegna þess að Evrópusambandið tegir sín áhrif norður á bóginn, vill fá Íslandinn, þau eru ákveðið að fá Íslandinn, þau eru að búa til stórríki, heimsveldi, þau tala svoleiðis. Bara, ég er búin að sæti allan morgun og var að fletta upp í ræðuna þeirra, fann Leyen og þessi formaður ykkar þarna í Evrópusambandinu, þessi gestur viðreisnar, þau tala öll svona. Þau tala öll drauminn Evrópu stórríki. Þú ætlar að láta hann afneita honum þrísvar áður en hann engar að þrísvar. Já, en fyrir ekki að henni minn, en ég bara, þetta er bara hans orð og það getur vel verið að þú sért ósammála. Já, þetta eru hans orð. En var þetta að nú Ágúmundur dregur hérna öryggismálin og margir Evrópusinnar hafa gert það svolítið undanfarið. Að nú út af öryggisástandi í heiminum að þá eigum við að fara í Evrópusambandið. Þú nefndi það ekki þegar ég bæði að nefna kostina. Það er vegna þess að mig langar ekkert að ganga í Evrópusambandið út af einhverju nauðhyggju. Þú veist, þegar ég þarf að segja að við þurfum að fara í Evrópusambandið, þá finnst mér ég ekki alveg trúr málstæðanum vegna þess að, jafnvel að það er satt, vegna þess að mér finnst það góð hugmynd sem við ættum að taka þátt í bara fullri alvöru og sko af ástríðu og áhuga. Ég er þar sko. Stundum er bara ástandið þannig að þú verður að taka skástakostir. Þú verður að taka, já, allavega ekki, frekar næst skásta heldur en versta, myndi ég segja allavega. Það er ekki allir sammála mér þar. En sko, öryggismálin er heldur ekki hægt að ræða bara í samhengi við Evrópusambandið vegna þess að það er
bara hluti af þessari ógurlegu stöðu sem komin upp í alþjóðasamfélaginu sem að fer langt út fyrir miðstýringu og markaðshyggju í þessu samtali okkar þegar kemur að Evrópusambandinu. Raunin bara svo, við höfum stólað á NATO til þess að verja landið og við getum verið ósammála hversu mikil þörfur á því. Ég þeirra skoðunar að það sé rík þörf á því, hvort sem okkur líkar betur að vera, að hafa varnir, her sem að getur fælt í burtu lið eins og Putin. Við vitum ekki alveg hvað NATO í dag. Og núna hegðun Bandaríkjanna gagnvart Grænlandi bara búin að vera, hún gjörsamlega farin yfir línuna, hún ekki á leiðin yfir línuna, hún fór ekki næstu yfir línuna, hún fór yfir línuna og við vitum það núna að við getum ekki treyst Bandaríkjum til þess að verja þetta land. Og það bara breytir öllu í sambandi við varnir landsins þar á meðal hlutverki Evrópusambandsins mögulegu í framtíðinni og mér finnst ekkert að þeirri hugmynd geðsleg. Mér finnst það allt saman eitthvað sem ég jafn smeykur við og hver annar. En trúðu því að Evrópusambandi geti varið okkur gegn Bandaríkjunum? Ekki í dag, nei. Ekki í dag. Það er alveg augljóst. En ef Evrópa í einhverjum skilningi, hvort sem er Evrópusambandi eða einhver aðildarríki þess fer að byggja upp eitthvað til að búa til mótvæði sem Bandaríkin hafa sinnt hingað til, þá tekur það langan tíma. Bara mjög langan tíma. Það bara tekur mjög langan tíma að gera það. En Kjarnorkuflugum beint að Washington eða viljið þið sjá þennan heim þróa svona? Auðvitað ekki. Nei, þá gerum við það ekki. En þeir tala svona, félagar þínir. Nei. Þá ert þú bara miskilja með allri virðingu. Það er enginn að sækjast eftir stríði. Það er enginn að sækjast eftir stríði. Menn við þurfum að koma evrópskum hagkerfum í stríðsham. Sagði forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins fyrir árið síðan. Hann sagði það. Kanslarinn Þýskaland segir, ég er ekki hræddur við stríð lengur. Ég skil þá sem eru hræddir við stríð. Þau eru öll að tala fyrir stórríki, þau eru öll að tala fyrir hervæðingu. NATO-ríkin í Evrópu er að fara með 5% af þjóðarframleiðslunni út úr spítölunum, út úr velferðarkerfunum og setja því hervæðingu. Þau eru að gera þetta. Þú tókst kannski eftir því, fyrirgefðu, ég bara verða að orða þetta svona. Þú tókst kannski eftir því að Rússland réðist inn í Úkraínu í landvinningastríði og að Bandaríkin séu búin að gefa NATO upp á bátinn. Það er staðan sem við erum í. Það er ekkert skrítið af fólk sem hatar stríð, ekkert minna heldur en þú og ég, hugsi sig að við þurfum Evrópa að geta varið okkur. Það er ekki hernaðar... Ég er bara með allt annað skilning á... Ömurleg staða sem við erum öll sammála. Við erum öll sammála. Nei, við erum ekki öll sammála þessu. Vegna þess að ég horfi til þess sem verið var að reyna að gera í kjölfar 9. áratugurins þegar að milljónirna voru hérna út á götunum til að koma í veg fyrir uppsetningu meðaldrægra og skamdrægra kjarnorkuflauga í Evrópu. Ég tók mikinn þátt í þessu og var fréttamaður á sjónvarpinu og fylgdist mjög vel með þessu. Og ég fylgdist líka með leiðtogafundunum þegar Sovétríkin voru liðið í sundur. Ég fylgdist líka með skuldbindingum það að nú væri komin tími til að færa vopnin burtu á braut frá gömlum átakalínum. NATO gerði þetta ekki. Heldur færði þessi banvænu eitruðu vopn upp að landamærin Rússlands. Og síðan var ákvörðunum að vildu þeir taka Úkraínu inn í NATO og Evrópusambandi sem reyndar allt önnur ákvörðun og fullkomlega skiljanleg en ekki inn í NATO og þetta hefur þessi deila þróast sem betur fer töldum við á sínum tíma 2015 að samkomulag hefði náðst í Minsk það að Donbass austurhéruðin sem voru rússneskt hliðhóll að þau fengju aukið sjálfstæði innan landamæra Úkraínu. Það var talað það. Úkraína stæði utan hernaðarbandalaga og við reyndum að draga þannig úr spennu. Þetta, ef þetta ekki látið fylgja með í sögu skýringum samtímans, þá erum við ekki að skilja söguna. Já. Við erum ekki að gera það. Drengir, þið heyrið að við erum að tala ástand í heiminum og það er mikil óvissa í öryggismálum, það er óvissa samskipti okkar við Bandaríkin, það er óvissa hvernig tengsl Bandaríkjanna og Evrópu verður. Evrópa þarf eiginlega að finna upp ykkur utanríkisstefnu ef þeir ætla ekki að vera leppríki Bandaríkjanna eins og það er sömuleyti verið. Er ekki hér starfmer í Kína eða eitthvað og þú veist, og það er allt á hverfanda hveli.
þið eru eins og sammála eitt að þið viljið í þessu andrúmi ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að við í Evrópusambandi og það er það sem það er það sem að því ég bý í þessu landi og mér finnst einhvern veginn svo ólíklegt að það geti komið einhvern vitræn umræða í þessum heimi það hvort að okkur hagsmunum sem betur varið inn í Evrópusambandinu eða ekki þegar það raunverulega allt upp í loft. Hafðu trú á kjósendum? Ég farið gennum svona kostningar og fylgst með þeim. Já, ég líka. Og stundum maður bara situr maður og hugsa hvað er þjóðin að kjósa? Því það er bara, því að ég fylgist með kostningum víða heim og yfirleitt er hægt að segja það. Svo þarna varu kosum húsnæðismál og fleira, en það er orðið erfiðar að benda á það á Íslandi. Einu sinni kosum við, ekki bara best að kjósa Framsókn var niðurstaða kosningana? Þannig að óttist þið ekki að umræðan Evrópusambandið í þessum svona deglu sem við erum og þessari hálfgerðu þoku, þessum tröllaheimi sem alþjóða stjórnmálinu verði bara eitthvað hilaríus vitleysa. Nei, ég held nefnilega, ég er algjörlega ósammála þessu vegna þess að ég held að sé heiðskýrara en hefur verið, þokunni er að létta. Við erum að sjá fram í... Við erum að sjá tröllin, við sjáum ásetningin, við sjáum hvað er að gerast. Og ástæðan fyrir því að ég er þessarar skoðunar er ekki svo að við langi kostningar þetta neitt sérstaklega, því að mér finnst það aldrei vitlausara en nú að yfirleitt bara íhuga þennan kost. Mér finnst það svo rangt. En það sem að ég er að horfa upp á og við þjóðin almennt er ríkisstjórn sem sést ekki fyrir og ég er ekki síst að horfa til ráðherra Viðreisnar hvað þetta snertir. 21. maí í fyrra þá skrifar Þorgerður Katrín undir samkomulag í Brussel utanríkismál að Íslendingar ætli að fylgja stefnu Evrópusambandsins í utanríkismálum Alignment with EU Foreign Policy heitir þessi liður hérna Alignment of EEA EFTA States with EU Statements, Declarations and Restrictive Methods ef Evrópusambandi grípur til viðskiptaþingana eða einhverja þingana út á við þá erum við sammála því og ég fletti líka upp, ég ætla ekki að fara að þreita menn á því hvað þetta restrictive methods þýðir, það er til dæmis viðskiptasamningar þegar að ríkisstjórn Íslands og svo tökum við náttúrulega getum við tekið fiskisamstarfs sjávarútis samstarfssamningin sem Friðriksen var að skrifa undir í júlí mánuði þau eru að þessi ráðherrar eru að afsala okkur völdum þau eru að taka mál sem eiga að vera til umræðu í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og ganga frá þeim áður þau eru að taka hvert málið á fætur öðru og nýta það upp á festina og þá segi ég, heyrðu til að stoppa þetta fólk, þá verðum við bara að fá þjóðaratkvæðagreiðslu þetta. Það verður að stöðva þessa vitleysu. Það er ástæðan. Ákveðin ákveðin. Er þetta ekki galinn tími að fara... Nei, minnst þetta... Besti tíminn. Ég er þeirra skoðun, það er alltaf rétti tíminn til að ræða aðild að Evrópusambandinu. Vegna þess að ef við göngum inn í Evrópusambandið, þá verður það ekki bara í akkurat þessum aðstæðum og ekki bara akkurat í aðstæðum eftir 10 ár. Við þurfum að hugsa þetta í marga ára tugi fram í tíman og það verða góðir dagar, það verða slæmir dagar, það verða hvalrekar og það verða áföll, það verður þannig og stundum verður eitthvað í Evrópusambandinu sem mun þvælast fyrir okkur alveg eins og það er með EES-samstarfið og allt sem við gerum, alla löggjöf og allt fyrirkomulag sem við getum sett upp. Þeir eru sammála þetta að það er að ganga til atkvæða. Ég reyndi að skemma það, en mér tókstu það ekki. Nei, hvort nála, sýndið mér það. Það eina sem við vorum sammála. Það sem að að Helgi Hrafn lýsir þessu, það er óljós hvernig verður margt í framtíðinni eins og gefur að skilja. Með aðeldið áður. Sem gefur að skilja, það er alveg rétt. En á þessari stundu er ríkisstjórnin að leggja það til að við tökum nánast óafturkræfa
ákvörðun. Nei. Nánast óafturkræfa. Spurðu þau þarna í Bretlandi. Þau bara vond hugmynd hjá þeim og þau eru að núna uppskera það. Nei, ég hefði kosið með Brexit í Bretlandi. Ég hefði ekki gert það sem forsendum og þau gerðu það. Ég hefði kosið það sem forsendum og Jeremy Corbyn og vinstrisinarnir sem voru andæfa markaðshyggju og miðstýringar áráttu Evrópusambandsins. En þetta er nánast óafturkræf ákvörðun sem að verið að láta okkur taka afstöðu til, en ég bara ætla að halda mig við það að ég ætla aldrei að ganga gegn þjóðaratkvæðagreiðslu og lýðræðinu. Ég vil veg lýðræðisins sem mestan og svo vil ég koma í veg fyrir frekari spellvirki á hálfu ríkisstjórnarinnar. Helgi Hrafn og Ögmundur, takk fyrir að koma hingað og þetta er svo stór matseðl sem eru vel undir í þessari umræðu að við náðum nú rétt að bara renna í gegnum hann. Kannski fæ ykkur aftur til þess að ræða einstaka þætti. Já, vel, kannski NATO í daginn. Ræðu NATO? Kannski NATO í daginn. Með varnarsamningin? Drífa okkur áður en að NATO verður búin að ganga frá sér. Ágættu fyrrum þingmenn Helgi Hrafn og Ögmundur, kæra þakkir. Við ætlum að sitja hérna áfram með rauðaborðið. Við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag og hennan heim. Næsti kapli eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Þið kannski tókuð eftir því í sjónvarpsfréttum held ég beggja sjónvarpsstöðvana síðastliðið 50. að það var bein útsending frá Hörpu. Þá var að hefjast stærsta alþjóðlega bridgemót hvers árs sem haldið er hér á landi og meðal góðra gesta því urmull erlendra stórspilara sækir þetta mót sem áður kallaðist Bridgehátíð en núna Reykjavík Bridge Festival. Urmull erlendra keppnispilara, það eru stórstjörnur miklar í þeim hópi, sækir okkur Íslendinga heim ár hvert á þessum móti og í þeim hópi var íslenskur spilari sem hefur áratugum saman haft atvinnu af því að handleika spilastokkin, að spila bridge og ég held hún sé alveg örugglega eina íslenska konan sem hefur haft þetta lifibrauð að minnstakosti svona lengi. Og eitthvað hefur heyrst að hún sé á leiðinni inn í Hall of Fame vegna færni hennar í spilinu. Hún er komin hingað, hún Hjördís Eyþórsdóttir. Vertu velkomin Hjördís. Takk fyrir Björn. Gaman að fá þig hér að rauða borðinu á samstöðinni. Er eitthvað til í þessu sem að ég er að gaspra hér að þú sést á leiðinni inn í einhvers konar Hall of Fame veröld bridgespilara? Já, nú er maður komin á 70-aldurinn og þú þarft að vera orðin 60 til þess að geta verið útnefndur. Þannig að þetta er fyrsta árið sem ég var eligible. Já. Og er útnefnd. Já. En veit náttúrulega ekki þá eftir að kjósa og allt það. En mér finnst bara mjög gaman að vera útnefnd í Hall of Fame. Já, hvað er Hall of Fame? Það er elítan í bridge heiminum. Það eru spilarar sem hafa unnið marga bandaríkjatitla eða heimsmeistaratitla sem ég hef náttúrulega gert. Já. Og þetta er svona rjómin af spilarum. Já. Fámennur hópur bara bestu spilarar heims. Já. Bestu spilarar bandaríkjara. Þetta er Hall of Fame, bandaríkja Hall of Fame. Og það har nú löngu verið þannig að bestu spilarar bandaríkjana eru bestu spilarar heims, ekki satt? Það er mikið til í því. Þetta er mjög, það er náttúrulega mikið af fólki, en sjáðu nú sko litla Ísland sem að 91 vann Bermúdaskálina. Öllum til furðu. En náttúrulega við erum með svolítið stærri hóp til að velja úr í Bandaríkjunum. En það er nú gaman að þú nefnir afreikið okkar 1991. Við erum eiginlega enn að skála fyrir hérna Bermúdaskálinu 1991. Bermúdaskálin. Og það mál áttu nú aldeilis eftir að vinda upp á sig. Við heimkomum hérna landsliðsins okkar og það allt saman. Já, það var náttúrulega alveg ótrúlega framistæða. Já, stórkostlega framistæða. Og við áttum mjög gott tímabil þarna lengi vel á eftir og hérna
Er það þegar þeir koma heim 91, varstu þá orðin svona rosalega góð eða varstu orðin svona rosalega góð löngu fyrir 91? Já, sko, ég veit ekki hvort ég orðin rosalega góð ennþá. Af því að þetta britsin en maður lærir eitthvað nýtt á hverjum degi. Já, það er rétt. Ég held að, sko, svo lengi sem að þú tekur framförum, sem þú ert tilbúin að læra og lesa, og ef ég ætti að segja eitthvað ungu spilarinn í dag, það eru ráðleggingin sem myndi gefa þeim að lesa. Stúdera britsbækunar, stúdera fræðina hjá öllum þessu góða fólki sem farið á undan okkur, sko. Já. Og maður bara sér alltaf eitthvað nýtt. Hvert britspil sem maður tekur upp, það er bara nýtt ævintýri. Og svo þegar maður púsla þessu öllu saman og vinna út úr þessu og þetta er þetta besta sem maður getur gert fyrir heilan líka, sko. Margsannað með rannsóknum. Já. Og svo finnst mér hinn skapandi þáttur svo stór í spilinu, auk allsins röklega og starffræðilega og minnisins og einbyttingarinnar, að mér finnst hinn skapandi þáttur svo stór að ég vil kalla Brits list. Ég er mikið sammálað þessu. Já, af því að það er, sko, þú getur ekki alltaf setið bara og gert sama hlutin. Nei. Af því að þú þarft að finna, eins og ég segi, hver hönd er nýtt ævintýri og svo þarft að vinna úr öllum upplýsingum og það sem er rétt í þessu spili er, sko, vitlaust í næsta spili. Einmitt. Og það er, sko, reyna að finna munin þarna á milli, sem er list. Já, algjör list. Sko, þetta eru góð heilræði sem þú gefur unga britsfólkinu okkar, en þá ertu svona náttúrulega fyrst og fremst að ávarpa ungt fólk og krakka sem langar til þess að fara í fremstu röð. Já. Svo líka hægt að spila brits bara til að hafa gaman að því. Og gott fjölskyldu dæmi til dæmis, þú veist, það eru fólk sem ég þekki sem að, þú veist, á 2 börn og spila bara svona, þú veist, partybrits. Já. En þetta kemur fjölskyldunni saman. Já, einmitt. En ég nefndi hér í inngangnum að þú væri nú sennilega eina íslenska konan sem hefur haft atvinnu af því áratugum saman. Já. Að spila. Já. Út í heimi. Já. Þetta er stór furðulega atvinna, ekki satt? Hún er svo skemmtileg. Hún er skemmtileg. Og þú veist, þegar fólk spyr mig, hvað gerir þú? Já. Ég spila á spil. Já. Hvað meður þú að spila? Er þetta í póker? Er þetta gamla? Já. Nei. Já, ertu á britsmótum? Já. Og hvað getur unni mikið þar? Að punkta? Já. Það skilur ekki það sé ekki velur að fjæði neitt. Já, stundum er það nú reyndar. En það er kannski ekki verulegt. Ég vil það aldrei í Bandaríkjunum. Það er eitt mót sem er uppbóðsmót. Það er eitt mót á ári sem er eitthvað peningavél. Já. Þetta eru bara punktar, sko. Þetta eru bara punktar. Stiga eins og í skákinni og svona. Já. En sko, hvað labbaði aðeins í gegnum það, sko, hvað ár fórstu út? Ég fór út í byrjun 94 og hélt að ég ætti að vera í ár. Já. Og kæmi svo bara aftur til Íslands og nú er 2026. Já. Og sko, ég man náttúrulega vel eftir þegar við grænaborðið árin áður en þú fórst, þá ætti að spila við Ásmund Pálsson. Já. Og þeir eru náttúrulega algjör stjörnupar og vinnið allt sem að hægt er að vinna. Sko, þú hefur sagt mér það í öðrum viðtölum sem ég tekið við þig og öðrum fjölmiðlum að þú varst snemma kynnt fyrir slagaspilum. Já. Og en fannst eitthvað alveg nýtt þegar þú lærði brits? Alveg, allt nýtt, sko. Já. Ég spilaði vist sem krakki. Já. Þannig maður var svona með konsept í því að þú veist að taka slægi og vera með makker. Já. Og það er nú eitt af mest áreiðandi í brits, er að vera á sömu línu og makkiði. Já. Nú spila ég við, sko, alls konar fólk, allavegna. Já. Og nýtt kerfi í hvert skipti. Já. Og þú kannt öll kerfin? Ég kann öll kerfin, sko, en það er ekki nóg að þú kunnir öll kerfin. Nei. Þú þarft að vita hvað makkiðin veit. Já. Þannig að það er ekki nóg að þú veist, í brits þá er engin einstaklingur, sko. Nei. En þetta hefur verið, sko, þú hlaust í rauninni alveg frábæra þjálfun hér innanlands að spila við sannlega besta kennara alheims, Ásmund. Bara Ásmundur var, sko,
sko gullnáma. Já, gullnáma. Já, hann var bara gullnáma og hann var ekki auðvöldu makkar. Nei. Húðskammaði mig. Ekkert alltaf auðvöldu maður. Nei, ég meina að það svona læri maður. Já. Enda kendi hann mér allt sem ég kann. Já. En var þetta svona þurfti maður íslensku bjarsýnina sem oft talað að fleita okkur langt þegar þú tókst stóra stökkið 94 og keyptir ferð bara aðra leið út í heim? Já, ég held að ég var náttúrulega komin með, það var maður sem hringdi í mig og spurði hvort ég væri til í að koma og spila árið 94. Það vantaði spilara í eina sveit. Já. Þessi maður sem var að reyna að vinna stigakeppnina í Bandaríkjunum 94 og hann vann hana. Já. Og vantaði eitthvað sem væri til í að fara bara mót eftir mót eftir mót. Já. Og ég spilaði, ég held ég hafi verið ég fór í endaðum febrúar í 94. Já. Og þangað til í miðjum desember þá held ég að verið 3 vikur sem ég spilaði ekki. Ég spilaði okkur einasta degi. Já, er það? Já, þannig að þú sást strax að þú myndir geta haft atvinnu á þessu. Já, ég var svo heppin og þegar ég kem hann út þá var þessi maður sem var búin að ráða þessi sveit sem voru bestu spilarar heims. Já. Þannig ég fekk að spila við bestu spilarar heims í Bandaríkjunum og náttúrulega læra frá þeim, en þann sem áður kemdi ásmundur mér allt sem ég kann, Já, og sennilega ertu samt miklu betri breiddspilari í dag heldur en 1994, ekki satt? Já. En nú eru sumir sem klóra sér í kollinum og skilja ekki neitt, þeir sem að hlusta eða horfa á okkur. Hvernig getur nú atvinnumanneskja, það ekki peningaverðlun á mótunum, útskýru þetta hans fyrir okkur? Þetta bara eins og að vera, þú veist, golfprofessional eða tennisprofessional, þetta voru mikil kennsla, náttúrulega munurinn sá að þú ert á mótum, þú ert að keppa í, og ofta mjög hái stigi, og þú ert að keppa í þessum mótum, en svo þegar þú ert búin að spila þá vinnan ekki búin, af því þá sestu niður með kunnanum, og það eru... Með kunnanum, farðu aðeins í gegnum þetta samband? Já, það er náttúrulega einhver sem ræður mig. Já, það er einhver sem ræður þig til skemmri eða langstíma. Já, bæði. Já. Og mjög oft í mörg ár, þú veist, sem sagt, aftur og aftur. Ræður þið þá ímis sem makker eða bara styrkir sveitina sem þú ert í? Bæði. Já, bæði. Stundum er ég með öðrum toppspilara og við spilum sem par, en mjög oft er ég að spila við sponsorinn og þá þegar maður er búin að spila þá fær maður eins og þú veist útgjöf. Maður fær blað með öllum spilunum. Einmitt. Og svo sest niður þegar spilamann líkur, þá sest niður með blaðið til þess að fara yfir spilin og hvað gátum við lært úr þessu. Já, þá tekur við þetta kennsluferli, leiðbeiningaferli þar sem þú ferði yfir öll mistökin sem að kannski þeir sem eru síður góður í bridge en þú hafa gert og með því eykst virði þeirra. Já, akkurat. Já. Og það er Bob Hammond sem er mjög frægur bandarískur bridge-spilari. Hann orðaði mjög vel þegar hann sagði að það getur engi spilað bridge. Við erum öll svo vitlaus í spilinu. Það er bara, maður er að reyna að vera minna vitlaus heldur en hinnir. En hefur þetta ekki verið svona ferðatösku líf mikið hjá þér? Jú, það er mjög mikið og ég er meir og meir að spila bara á hverju ári. Já. En það á mjög vel við mig. Það á vel við þig. Það er þetta flökku eðli í okkur víkingorum. Já, einmitt. Það þvælast eitthvað. Já, þvælast og sífellt ný hótelherbergi og ný lönd og svona. Já. Þetta hljóma náttúrulega ævintýrlega skemmtilegt líf. Þetta er það. Já. Þetta er ævintýrlega skemmtilegt. Og svo fer maður, kynnist allavega góðu fólki út allt og fer hinn og þessi lönd og þetta er bara, þetta er ævintýralíf. Hver hefði hinn valkosturinn verið ef þú hefði ekki orðið svona góð í bridge? Hvað heldur að þú hefði starfað við? Ég væri ábyggilega að reyka okkur að verslun og löfi. Já. sem væri svona talsvert ólíkt því sem að þú hefur lifað. Já. En mér langar svolítið til þess að kynnast þessari veröld betur. Þú komst þarna út sem kona
og það hefur mikið verið rætt í hérna mínum kreðsum, britskreðsum að það hafi nú svolítið skort á jafnrétti í þessum heimi, sérstaklega aftur í tíman. Hvernig var það? Já, sko, ég segi alltaf að ástæðan fyrir að konur, það eru fleiri góði kallspilarar heldur en kvenspilarar, sé það að við erum miklu gáfaðri. Af því að við vitum hvað, þú veist, og þessi formative years sem að maður þarf að vera að þróa sín, að því að spila bridge, ef maður ætlar að verða rosalega góður, þá tekur þetta náttúrulega bara yfir veröldina. Það er bara, þú veist, maður stútir og hugsa þetta og sefur á þessu og maður verður það stútir og á þessum árum sem maður þarf að vera að læra þetta. Þú veist, kallmenn, þeir hlaupa bara í þetta. En konurnar, við erum að ala upp börnin og við þurfum að sjá heimilið og við þurfum að, þú veist, þannig að þetta getur ekki heltekið mann svona. Nei. Eins og það gerir, eins og þú veist. Já, eins og ég veit. En sko, var ekki bara enn meira afrek hjá þér að haslaði völd sem atvinnu bridgespilari sem kona en kall? Jú, það eru náttúrulega miklu færri konur. Já. Miklu færri. Og ég náttúrulega spila mikið í semst opnaflokknum, ég spila náttúrulega ekkert í kvennaflokknum nema bara á, þú veist, heimsmeistarmótum og landsliðsmótum. Já, einmitt. Og hérna, en nú komið allavega, þú veist, það mixed heimsmeistaramót sem þá para-tvíminningu eða para-tvíminningur og sveitakeppni. Verða að vera mixed perk, þess kallmaður og kvennmaður. Einmitt. Og það náttúrulega, það mjög skemmtilegt og þau mót eru að verða ævinsælari. Já, ég trúi því. Já. En sko, það þarf þráhyggju, það ekki? Til þess að ójú. Ójá. Sko, þeir segja bestu skákmennirnir sem að ég hef átt persónulega samtöl við hér á Íslandi, stórmeistararnir okkar, að það þurfi þráhyggju. Það er eins með bridgein. En það er eins með bridgein, en svolítið athyglisvert með munurinn á skák og bridge. Að skákmenninu virðast að blómstra mikið yngri. En bridgespilararnir, þeir blómstra ekki fyrir en sko þeir eru orðnir eldri, svona 40-50 ára, þá er þetta farin að blómstra sko, því að þá ertu múin að það er svo mikið inntak sem að þarf að vera með. Eins og ég segi, ég er nú orðin 60 sko og ég læri eitthvað nýtt á hverjum degi. Já. Og það er alltaf, og í bridgeinu það er alltaf þróunin. Já. Og það sem er mesti munurinn á 94 og núna, það eru kerfin. Já. Og hvað er búið að þróa þessi kerfi og það er alltaf einhver að byggja betri músagildru. Já. Og svona virkni ekki meiri læti í sögnum, ekki alltaf fleiri og fleiri, nú afsakið hérna þeir sem ekki spila bridge en nú kemur smá sérhæðu umræða, hérna eru menn ekki að opna og færi punkta Jú, en þá náttúrulega að færa sko eins og ég var að tala áðan með markaiskap og þú ert að spila sama kerfi á markaiðin. En sko, ef þú tekur, skulum bara segja við erum 10 mismunandi kerfi og 10 mismunandi opnunarstíla og hvernig sem það þýðir ekki að taka eitt úr hverju það meikar enga sens, það passar ekkert saman. Af því að kerfið verður alltaf að vera í samhengi. Sko, ef þú opnar á ykkur á A, þá verður B að koma næst. Og svo framvegis. En það þýðir ekki að vera sko, með aftur þessi 10 kerfi að taka A og svo kemur þótt eða eitthvað, það meikar enga sens. Nei, einmitt. Einhverjir að reyna að fylgja þræði. Ég held að sé ágætt að fara yfir það enn eina ferðina að bridge er svona slagaspil þar sem tveir eru saman í liði og þeir mega með löglegum upplýsingum í formi þessara miða, sagnmiða sem við notum, reyna að lýsa því hvaða spil er á þinni hendi. Já. Á góðum degi ertu með góðan makker og þú ert að spila svo gott kerfi að þú getur lýst fyrir honum ás, kóng, þriðja í spaða, kongnum öðrum í hjarta, getum að sagt drottningu fjórðu í tígli og drottningu fjórðu í laufi. Getur einhver gert það? Nei. Það er ekki en ás fjórða í laufi og í tígli kannski og ás fjórði í laufi. Já, nú er orðið miklu meiri nákvæmni að það eru alls konar spurnarsagnir. Já. Þannig að sko ásar og kongar, þú getur alltaf spurt það með þessum sagniðu. Og
Danirnir voru nú með hérna 1980 eitthvað svakalega spurnasagnir upp í Gosa sko. Já. En það var ekki praktískt. Nei. Og svo þetta adrenalinsport frá helvíti, því að það gengur allt út á áhættu, það gengur allt út á að segja eins hátt eins og mögulegt því að skorkerfið miðast við það að taka brjálað áhættu og og síðan er þegar sögnum lokið þá þessi galdur einhvern þarf að spila út og það getur munað öllu hvert fyrsta spilið hvort að heppnast hjá vörninni til þess að hnekkja samningum eða ekki og vörnin náttúrulega sem byggir á endalausum táknkerfum líka og reglum hún þarf að dansa sem par en ekki sem tveir einstaklingar og kannski eitt af skemmtilegastu við bridgespilið það kunstinn að spila úr. Já. Hvað finnst þér það á einhverjum stað í spilinu sem þú nýtur þín meir en í öðru? Þegar svona af þessari yfirferð. Já, mér finnst náttúrulega alltaf skemmtilegast að spila úr. Já. Maður með. Leiðilegast að vera blindur, þá maður ekki með. Akkurat. Þannig og þú hefur fulla stjórn þegar þú ert að spila úr. Já. Þá stendur þetta allt og fellur bara með þínu eigin heilaból og öllum þínum útreikningum. Og hvort þú getur unnið úr þessu eða ekki. Já, og ert ekki mjög næm á að fylgjast með líðan andstöðunar og svona? Stundum að spila með skerma þannig að þú ert bara með í návist annars en stundum ekki skermar. Já, og svo spila maður líka mikið á netinu, sko. Já, svo líka á netinu. Já, það er mjög þægilegt að kenna þar, sko. Já, einmitt. Já. En þá eru stundum þekkir maður anstæðingana, stundum þekkir maður það ekki, sko. Já. Þannig það er mismunandi blandi póka þar eins og alltaf. Einmitt. Svo annað sem svo heillandi við briddsina að fólk úr ólíkum áttum, það nálgast spilið hver með sínu lagi. Það eins og þú þekkir mjög mikið af svona verkfræði menntuðu fólki, starffræði menntuðu fólki sem að hugsa þetta svona kannski svolítið í ferningum en svo kemur líka svona listrænt og skapandi fólk og pælir jafnvel meira í sálfræði og einhverju svoleiðis. Hvar myndirðu staðsetja sjálf á eitthvað? Ég meiri svona tæknimaður sko. Ég er náttúrulega, eins og ég segja, að hafa lesið allar þessar bækur og svona, maður lita í ferð og hvernig, en sko, þetta er ekki einfalt, af því að það er, sko, þú getur flett upp í bók hvernig á að spila einhvern ágæðin lit, sem að þetta er blindum og þetta er meður og hvað er besta íferðin. En svo eru einhverja sagnir og þetta breytir öllu. Og það er ekki nóg að bara kunna lita í fyrirna, heldur það er að horfa á sagnir og vita hvað anstæðingar hafa verið að segja og vinna, púsla þessu öllu saman. Já, og þú ert að muna allt sem gerist. Já. Allt, og líka muna allt sem ekki gerist. Já, akkurat. Á hverju gerist þetta? Ekki. Já. Þarna átt hann kost á að gera þetta en hann gerði það ekki. Akkurat, hundurinn gelti ekki. Akkurat, hvað segir það okkur? Þú getur dregið alls konar ályktanir bæði af þögninni og ef að fólk er okkur voða aktíft við borðið og svo er þetta bara það er hægt að njóta þessa spils og hvaða leveli sem er. Við vorum að tala, ég var að segja hann mákunum minn í morgun að þeir gerðu könnun eða þú veist hérna línur, settu heila kóða á að taka línur í þetta bridgespilara. Já, þetta er náttúrulega merkilegt nokk. Taka heila línur í þetta bridgespilara sem toppspilara sem var í toppkeppni. Og svo tók þeir heila línur í þetta af taugaskurðvækni í, sko, meðan hann var að fremja í uppskurði. Já. Og það er sama energy sem að bridgespilari Já, þú getur flettið sem þetta var stórmerkilegt. Já, en sko þetta rímar við það sem þá sögu sem mörg okkar hafa að segja. Ég segi stundum bæði í grín og alvöru eins og af því ég var að spila þarna þessa bridgesáttið núna og maður er náttúrulega, ég var svo búinn í gærkvöld að bara þú þekkir þreytuna að sko bara þú veist það var bara stór mál að ná sér aftur og ég segi stundum að á einu svona löngu móti þá finnist mér eins og ég hugsi meira að ég noti heilafrumurnar eða bara hausinn meira heldur en næstu 4 vikurnar í vinnunni samanlagt. Já,
Þetta nefnilega ekki rangt hjá þér. Nei, þetta ekki rangt. Nei, og svo, þú veist, þetta hérna þegar maður fer á Ameríkumótin, það eru semst 3 Ameríkumóta á ári, semst stórbónd, sem að spilar á öllum heiminum koma. Já. Og þau mót, maður spilar í 11 og 12 daga, frá bara morgni til kvölds. Spila frá 10 til 7. Svakalega törn. Já. Í 11 dagar streit og allt sko topp level og þú ert að spila landsmót allan tíman og svo fer maður heim og maður bara sefur í 2 daga. Já, einmitt, bara alveg búin að því. Alveg gjörsamlega. Og sko, það líka margsannað að fólk sem í góðu líkamlegu formi og stundar líkamsrækt og svona, því gengur betur í breidd því að það þarf úthald. Það þarf náttúrulega úthald. Já. Og hérna, nú náttúrulega eins hérna eins og alls starra bridgeheimurinn að eldast. Já. Og maður sér meiri segja sko toppspilara sem eru orðnir ekki jafn góður og voru. Já. En það, þú veist... Það pínu erfitt að keppa við tímana sem við erum að lifa. Sko, internetið náttúrulega líka tækifæri fyrir britsin. Þú ert að segja það að þú kennir á internetinu og allt það og þessi nýja tækni þar, forritin þar, að það sé hægt að spila á netinu náttúrulega frábært. En sko, þetta svona, við erum að lifa tíma sem eru svona sumpart svolítið andstæðir því að menn nenni að fara út úr húsi sjálfur og koma sér fyrir aka í spilaklúbin eða taka lest eða eitthvað. Já, það náttúrulega sko sósíalparturinn líka mjög stór partur af þessu. Já. Að hérna, maður fer á mót og maður hittir vini sína og fólk sem maður búið þekkja í árafjöld. Já. En sko með aldurinn að ég held í fram að ég sé betri bridgeformi núna heldur en nokkuð tíman áður. Ég trúi því alveg. Já. Og gæti það ekki bara átt við yfir 70 jafnvel? Örugglega sko. Já, sumir af bestu spilurum heim í vjónum að síja mammút hérna ekki áttræðu kallinn. Jú. Og ég varst búin að heyra fúlun hans þegar hann átti átlit í herta. Nei. Og eyðu í tíkli og opnaði tíkli og hann sagði 1 grand. Típiskur síja. Já. En hérna, ég ætlum ekki að fara svo tæknilega í spilið að hinn almenni hlustandi eða áhorfandi fælistur á því að líf þitt náttúrulega áhugavert svo langt út fyrir raðir britsara. Þetta er einstæðu ferill og virkilega gaman að þú séð þér fært að líta við hérna hjá mér því hérna margir vita sko að það er þarna ein kona vestur í Bandaríkjunum að gera það sem hún að gera og hérna, en fólk veit kannski ekkit mikið meira þig en það. Sko, af því að þú myndist á að britsarar svona betri margir hverju væru að eldast, það eru ekki tvíbar, kollnungir sem að ég var að spila við. Jú. Manstu hvað þeir heita? Ég man það ekki. Nei, en hérna þeir eru náttúrulega svona hálfgerð undrabörn. Já. Og mér skilst það að sé dálítið af ungum spilurum sem eru með sko að nálgast spilið með öðrum hætti heldur en ég og þú gátum gert þegar við vorum að læra bridge á sínum tíma, að þeir sko eru með eitthvað svona upp og það er bara meldað út í eitt sko, það er bara 100 spila melduð á dag og eitthvað svona. Er þetta nýtt trylltæki í bridge? Nei, þetta er búið að vera, þetta er bara hægt að gera þetta á Bridge Space með þessi, sko. Og ég er að þjálfa núna fyrir landsleikkeppnina með 9 makkar og við gerum þetta sem förum bara í eitthvað herbyggju og meldum bara 100 spil. Já. Og það er, náttúrulega þarf að spila, það þarf líka að æfa vörðin og allt það. Já. En, sko, að melda svona, þú veist, þú ferð inn í svona bara bidding room, bara meldar, þá er alltaf eitthvað sem kemur upp á, sem að er, þú veist, heyrðu, hvernig spilum við þetta aftur? Hvernig nálgumst við þetta? Og svo, þú veist, ég hefði náttúrulega að gera þetta og er þessi regla í gangi hjá okkur og það, þú veist, þetta er mjög lærdómsríkt, en það er bara, þú veist, það þarf að taka á svo mörgu.
það þarf að melda, það þarf að, þú sagði bara tíminn sem minnst í þetta. Já. Og svo getur verið í virtual reality og gengið svakalega vel og svo kemur við borðið og allar bara að taka allir nefið og það er bara stappað á þér. Þannig að skilabóðin eru þau að fólk þarf að hittast og spila við alvöru andstæðinga við borðið og þá eru til þessi reynsla. Þótt hitt sé mjög gott svona með. Já, einmitt. Það já. Hver eru þín helstu afrek, segirðu, í íþróttinni til þessa? Já, ég var náttúrulega heimsmeistari 2013 og öðru sæti heimsmeistarkeppni 2002. Fengið nokkur brons. Ég hef unnið sennilega 12 bandaríkjatitla. En ég er ekki alveg viss með töluna þar. Það er allavega nokkuð margir, sko. Og því miður held ég sem er 22 skipti í öðru sæti í bandaríkjakeppni, já. Þetta er unnið, sko, 10 og 14, 12 og öðru sæti í 22 skipti. Já. Skiptir og það er alltaf þessi eini slagur. Já, svo tæft. Já. Og skiptir það öllu hvort þú ert í fyrsta eða öðru? Já, ég meina, ég verð nú að segja það, allir þessi titlar hafa alltaf verið með sponsor. Já. Þannig að, þú veist, ég spila yfirleitt aldrei við jafningja, sko, nema ekki við séum ráðin í einhverja sveit. Já. Og Jú, ég var nú inn í eitthvað þannig sveitakeppnir en þú veist þegar maður tapar með einu stíi og þá er maður að sofa þá nótt. En hérna, er eitthvað svona afrek á ferlinu sem þér þykir meira vænt en annað? Eitthvað svona sem kemur strax upp í hugan? Eða eitthvað augnablik? Já, sko, það var náttúrulega þegar ég vann heimsmeistarmótið í Bali. Það var svolítið merkilegt. Það var sama dag og Ásmundur Pálsson dó. Nei, hvað segir þið? Já. Þinn gamli makkar. Já. Minn gamli makkar og hann átti alltaf mjög mikið í mér. Já. Þannig að þú vannst fyrir Ása. Já. Það var Já, það er fallegt. En vinir þínir, fjölskylda og svona, botnar fólk eitthvað í þér? Já, ég er náttúrulega gift bridgespilara, þannig að hann skilur þetta allt saman. Já, sem er Magnús Ólafsson. Magnús Ólafsson, sem er mjög góður spilari. Mjög. Já. Og hérna, hann vann marga Íslandsmeistaratitla og svo vitgaðist hann og fór hætt að spila í 22 ár. Já, 22 ár? Já, 22 ár. Engi smá pása? Já, og vann bara í sínum venjulega karriér og hérna, svo byrjaði hann að spila aftur. Já. Og hann hefur ekki tapað neinu, sko. Nei. Já. Þannig að hann skilur þetta, en hvað með svona fjölskyldumeðlimi hérna heima sem að bara sögðu bless við þig og... Jú, mjög supportive. Þau eru stolt af mér og bara ánað með þetta, sko. Já, gaman að heyra. Já. Þannig að þú ert löngu hætt að fá einhverja svona skrýtnar spurningar þegar kíkir heim til Íslands. Já, það er einhvern veginn þannig, sko, á Íslandi. Það vita allir út á hvað þetta gengur. Þó þið spila ekki sjálf. Já. Spila eins og Gunnar systir mér segir, spila bara Olsen. Spila bara Olsen, já. En þau skilja að þetta er svolítið big deal, sko. Já. Þau skilja það alveg. Já. Við vorum aðeins búin að fara á þannig yfir skilabóðum til unga fólksins, Hjördís, en hérna mér langar að vita meira sko hvað þarf til þess að verða góð í rauninni hvaða íþrótt sem er. Það er bara að halda sig við efnið, sko. Já. Það er engar shortcut. Það er ekkert, þú veist. Og stýttir er ekki leið. Nei, það er engin, og það er svolítið gallið, sko. Við unga fólki það er þetta instant gratification. Já. Og það gengur ekki breytt. Nei. Að þú átt eftir að læra svo mikið. Þú þarft að ganga grýta götu og strúkast við þyrnana dálítinn tíma. Svo hérna eins og það er mjög efnilegur ungur drengur í Bandaríkjunum, Harrison Lupa heitir hann, og hann er alltaf ekki nálgast tvítugt núna,
Ég hef svo mikið gaman á hann var unglingur, ég spilaði svolítið við hann, sko, hann var bara 13-14 ára. Svo kemur hann til mín á bridge-móti, hann var að spila við annan ungling, svo kemur hann til mín á bridge-móti og segir lífi mínu lokið. Og ég segi, Arisson, hvað það? Ég fann ekki 10 drottninguna í 6 tíklum. Ég þetta skila ég skila hann rosalega þegar allt undir. Já. Það var alveg lífi mínu lokið. Já. Manstu eftir mörgum svona augnablikum hjá þér þegar þú þarft að finna trompdrottninguna í slemmu? Já, það alltaf en eins og ég segi, maður hefur yfirleitt einhverja leiðbeininga, eitthvað sem maður getur farið eftir. Ef þú myndir giska á vinningshlutfalli þegar þú þarft að finna þessa drottningu og svona, svo ef þið ekki skiljið hvað við erum að tala þá þá ás öðrum megin og kongur hinum megin, þannig að þú getur bæði svína til vinstri eða hægri, hvað eða toppað. Hvert heldur að success hlutfalli sé hjá þér? Ég held að það sé bara mjög hátt, af því að það er oft það er oft, sko, nú skulum bara segja að þetta sé eitthvað hliðalítur maður verður að finna þessa drottningu, en maður getur spilað öðrum litum til þess að finna út hvað andstæðan á, þetta er allt rannsóknir, sko, til að finna út hvað andstæðan er, þess að sko bara segja, tæknilegt, sko bara segja þessi ég finn spáða þessu og eitt spáða. Heldur það sé ekki meiri líkur að þessi sem áttu eitt spáða sé lengri þar sem maður þarf að finna þessa drottningu? Jú. Það er bara þannig. Það kom fyrir líka mjög fallegt spil í tvímenningnum þar sem að kettling 3. var úti í spaða í stað þess að spaðin brotnaði 2-2 og reyndi spanabiti varnarinnar að það væri legan því það var hægt að reynsa upp hina litina og mannst eftir þessu spili og kasta svo anstæðingnum inn á spaðadrottninguna og hann var endaspilaður. Þetta er það sem ég er að tala um, þetta rannsóknarferli, að maður getur fundið svo mikið út. Já, einmitt. Heyrðu, ég vildi gjarnan Hjördís tala við þig bridge bara í margar vikur, en ég ætla ekki að halda þér lengur hér. Frábært að það skildi fá tækifæri til þess að koma til mín og tala við alla landsmenn. Innilega til hamingju með Hall of Fame tilnefninguna, vonandi endar þið þarna í hópi þessara ofurstjarna og gangið bara allt í haginn í framtíðinni. Þakka þér fyrir, Björn. Og haltu áfram að vera sendiherra spilsins sem að við viljum bæði auka veg og virðingu og teljum sko sem aldrei fyrir ástæði fyrir ungt fólk að læra bridge. Já, það er bara þannig. Það er svo Ásmundur sagði alltaf, það er lífið og bridge, það speglar hvort annað. Ég er algjörlega sammála honum. Kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir að hafa mig. Og kæri þakkir til ykkar, kæri hlustendur og áhorfendur, þættinum er lokið í kvöld, þakkir líka til allra viðmælenda og samstarfsmanna og þakkir til ykkar sem að dreifið eða miðlið efni samstöðarinnar á félagsmiðlum, sérstakar þakkir fáið þau ykkar sem eruð stuðningsaðilar eða áskrifendur samstöðarinnar, ef þú hefur oft velt í fyrir þér að þér finnist rétt að styrkja samstöðuna fjárhagslega, en hefur ekki komið í verk, þá er hægðarleikur að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og finna þar hnapp þar sem ástendur áskrift, haka við þar og mánaðarlegt framlag skiptir þig kannski ekki svo miklu máli, aðeins 2.750 krónur, en hefur allt fyrir okkur að segja og það verður líka bara að segja það eins og er að án ykkar fjárhagsstuðnings getum við ekki haldið áfram starfsemi. Því meiri fjárstuðning sem við fáum úr ykkar vössum, því blómlegri verður okkar dagskrá fyrir þig. En ég heiti Björn Þorláksson, þættinum er lokið í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.